blessuð og velkomin að Rauða borðinu þetta ágæta þriðjudagskvöld 25. mars. Hér er ýmislegt í boði framundan, einvígi tveggja rektorsefna, trúmál, krísa, söngskóla, sósíalistadeilur og ég veit ekki hvað og hvað. En við ætlum að byrja á að ræða önnur mál og með mér eru hér tveir góðir félagar á samstöðinni, Oddný Eir Ævarsdóttir, Gunnar Smári Egilsson. Hvert er mál dagsins, Gunnar Smári? Er það ekki boðun hækkun veiðigjalda og svona önnur aðferð við að reikna þetta út? Og viðbrögð kannski stórútgerðarinnar við þessu? Já, fyrirfram viðbrögð jafnvel, áður þau náðu að kynna það. Þeir svindluðu svolítið, þeir fengu einhverja kynningu fyrir 3 dögum og ákváðu að því að kynningin átti að vera klukkan 1 að útgerðin geti náð hádegisfréttunum og þeir gerðu það og byrjuðu að boða þetta var kallað Grátkór þegar ég var ungur LIU, Grátkór LIU hann byrjaði hann hefur heldur betur verið, það hefur verið blásið lífi í Grátkórinn í dag og maður heyrði kunnug vers úr þessu, að þetta verið skattur á landsbyggðina reitt að útgerðin myndi ekki fjárfesta að myndu vinna aflan annar staðar. Já, vinnsla ferlandi. Mér finnst að stjórnvöld er bara, ég meina ef að útgerðin treysti sér ekki til að fá kvóta og landa hér, heldur verið að landa einhvers staðar annar staðar, þá ég bara að setja það sem skilyrði fyrir kvótunum að verði landa hér. Já. Því ég held að allir sem að skoða þetta sjá að þetta er mjög hóvært og sanngjarnt sem að ríkisstjórnin leggja til. Já. Alls ekki nein bylting á kerfinu. Nei. Það er verið að benda á þannig megin sem allir hafa vita af áratugum, ekki áratugum, svona 2 áratugum. Að sko þegar útgerðir að selja sjálfum sér fisk, þá er það gert af allt öðru verði, heldur en að útgerðin til þess kaupir af öðrum skipum, þetta kemur stundum fram í loðnuvertíðinni, þá er það kannski útgerð kaupir af sjálfum sér á sko 80 krónur en kaupir svo á norskum bát stuttu síðar á 180 krónur. Þetta er alveg svívirðilega tölur sem hefur verið dregna fram. Vélstjórafélagið hefur verið duglegt að benda á þetta. Þannig að ég held að þetta sé svona lítill áfangasigur fyrir almenning að fá stærri hlut af auðlindinni sem almenningur á. Já. Ætli það hafi ekkert rifið í hjá Hönnu Katrínu atvinnuvegamálaráðherra að finna þennan gríðarlega mótbyr, bara þetta eru ofsafengnar árásir sem að alveg sama hver litlar breytingar þú ætlar að gera í kerfið, það er bara öllu tjálta til. Nei, hún er ekki fædd í gær, sko. Ég held að þið viti alveg að þetta er viðbúin viðbrögð, sko. Mér fannst þess að tillögurnar voru svolítið sérstakar, áttu að byggja á verði í Noregi. Það sem að í Noregi er það þannig að það fyrir allur fiskur á markað og það sem að er ekki kannski markaður litlir bæir, það sem að er ekki raunverulega markaður svona sem að getur verið mótað eitthvað verð, að þá er miðað við verð annar staðar, þannig að þeir hafa mjög fínt kerfi til þess að tryggja einmitt þetta að það sé raunvirði sem er borgað, þannig að ef að útgerð á fiskvinnslu líka að þau sé ekki að selja sjálfum sér undirverði sem er mjög alvarlegur hlutur. Því að þetta hafa verið að svindla á launum áhafnarinnar sem er miðað við aflaverð. Það hafa verið að svindla á hafnargjöldum. Það hafa verið að svindla á skatti og til samfélagsins. Þetta er bara mjög alvarlegt, sko. Norðmennir hafa svona kerfi. Ég kann ekki alveg að endursegja, einhvern tímann kunni þetta betur. Það er þess að allur fiskur á markað og það sem ekki er markaður að þá tekur það mið af svæðu þar sem er raunverulegt markaðsverði á aflaverðmæti. Þetta er krafa sem að sjómenn hafa haft uppi, þetta er krafa meðal annars fiskvinnslan sem ekki á útgerð hefur lagt þetta til vegna þess að hún á oft erfiðleikum með að fá fisk til vinnslu. Og hún hefur sýnt fram á það að fiskvinnslan sem á ekki útgerð er almennt að fá hærra afurðaverð heldur en fiskvinnsla sem á útgerð, sem er svona dæmi svona sóun inn í kerfinu.
Það sem að einhver einn á eiginlega alla línuna og getur eiginlega ráði hvað hann tekur hagnaðinn, það er eitt. En það verður líka inn í slíku kerfi þar sem eitthvað er svona ókeypis, þá verður oft lagari meðferð á hráefni. Ég veit að stórútgerðin alltaf haldaði fram að hún ger allt betur, að það sé verri nýting á smábátum, ekki það sem stenst. Það er og ég vara bara fólk við að trúa grátgótum, því að þau eru svo brimvarin bara fyrir sannleikunum að þau segja hluti bara sem að standast ekki enga skoðun. Þetta er ótrúlega ósvífni. Já. Ég held að orðið ósvífni. Er þetta ekki bara eins og fólk sem segir að það sé alveg sama hvað uppeldisaðferðir menn tala það er eina sem dugir svona í samkvæmt gamla skólanum, það eru bara hótanir og mútur. Og í barnauppeldi og maður hugsar svo með hennar grátkór, þetta er náttúrulega bara svona þetta eru bara hótanir, þetta eru kannski ekki mikið að mútum en við ættum samt svona að geta bara akkurat séð þetta sem einhver svona hljóðrás sem kemur, hennan grátkór og reyna að sjá í gegnum það, en það sem ég er að velta fyrir mig sem ég sé ekki alveg í gegnum er þetta kemur þetta svona eins og í staðinn fyrir afnám kvótakerfisins. Nei. Er þetta fyrsta, ég veit að kemur ekki í staðinn, en er þetta hugsa þannig að þetta kom í staðinn, eða er þetta hugsa sem eitt skref í þá átt? Nei, ég held að það hefur verið stefna Viðreisnar og raunverulega samfélkingar er að kvótakerfið sé í sjálfu sér ágætt og meiri sé að held ég að hvorugflokkurinn hafi kvartað yfir því að veiði heimildi færist á færri hendur. Og það má jafnvel halda þið fram að núna þegar þú situr á hækkar veiðigjöld að þá á stórútgerðin auðveldara með heldur en hinir. Þannig að raunverulega gæti ykkur haldið fram að þetta gæti leitt til enn meiri samsjöfunar. Þessi flokkar eru ekki að berjast fyrir auðlinda ákvæði innir í stjórnarskrá. Nei, en ég er að meina það að þeirra mati, eins og í kosninga mitt loforðin, þá er þetta þeirra valkostur, þetta er þeirra aðgerð, þeirra róttaka aðgerð, í staðin fyrir það að nema róttak vegna þess að þetta er bara kvótakerfið er þannig að það er deilt út kvóta og inn í kvótakerfinu það leiðir til samsjöfnunar sem að sumir telja að vera jákvæða að það auki arðsemi og hagkvæmni og eitthvað fleira það séu bara til að fáið sem vinnir þetta það er ekkert í þessu kerfi sem að vinnur á móti því sem hefur alltaf verið hluti af gagnrýninni sem að meðal annars vill auka hlut smábáta og að það sé bæði hagkvæmt og hafi líka bara gildi, það stendur í lögunum fiskveiðistjórnunina að það skuli tryggja byggðu landinu og tryggja atvinnu landinu. Nei, ég meinti nú kannski ekki róttaka að þér finnst það róttækt, heldur að þeim finnst það róttækt og jú þykir það allavega róttækt og þetta sé á einhvern leið til þess að koma móts við gagnrýnisrættir, er það ekki? Koma móts við einhverja breytingakröfur, já. Þannig þetta er ekki röskun á kerfinu sjálfu, heldur bara að sá sem á auðlindina, hann fái hærri leigu. Þetta er eins og bara, maður tók eftir fyrir kosningarnar þegar við vorum að tala húsnæðismálin og loforðin, loforflokkana, þá voru ríkisstjórnarflokkarnir raunverulega, nema flokkur fólksins að vísu, var með róttækara, þau voru með aðgerðir sem kröfðust ekki breyting á sjálfu kerfinu eiginlega, heldur voru bara svona eins og lappa upp á núverandi kerfi meira eða minna, já, svona eins og en En ég held að þessi aðgerð fyrst og fremst það að eigandi auðlindarinnar sem er þjóðin og þá ríkið fái meira til sín. Þau eru með einhverja hugmyndur að eitthvað þessu verið deilt út í byggðarlögin. Þetta er ekki breyting á grunnkerfinu og ég meina það mun áfram leiða til aukina samþjöppunar sem að hefur verið gríðarlega mikil. Já. En við ætlum að finna einhverja leiði til þess að fjalla þetta. Já. Stundum, ég veit ekki hvað að tala það á fjölmiðlum sem þú varst á í Kanada. Stundum við að svolítið tala að væri svo erfitt að fjalla sjávarútveg þannig að það væri interessant. Ég veit ekki hvað þetta kemur. Sjávarútveg náttúrulega, mannst ekki eftir þessu, það verið í slórinu og alltaf eitt sem að... Litið niður á þetta. Menn lögðu niður auðlindina í ríkisútvarpinu af því þetta þótti bara ekki nógu sexy og eitthvað. Ég held að þetta sé, einhverju leyti er fólk að láta undan
svolítið LIU og félögum sem að vilja einhvern veginn að setja sér svo flókið og að skilja þetta enginn og þeir kannast við það. Stundum verið að verja eitthvað óbreytt kerfi með því að halda því fram að það sé eiginlega ekki hægt að ræða það. Lífeyrissjóðakerfið, það er ekki svo marka í friði bara. Já, lífeyrissjóðakerfið, það má bara helst ekki ræða það, því það er ekki svo flókið. Almannatryggingakerfið, það er ekki, ég meina, því var haldið fram að veru 3 þingmenn sem gætu rætt almannatryggingakerfið af einhverju þekkingu. Samt er fólk að afgreiða það, sko. Þannig að við skulum berjast fyrir því að geta talað kvótakerfið þannig að fólk skilja. Já, algjörlega. Mér langar aðeins að ræða annað mál áður en við kynnum þáttinn í kvöld. Það er svona, ég veit ekki hvort það er tímabært að tala eftirreitur eða hvort þetta ástulógumál er ennþá á fullu. En mér langar að byrja á því að hrósa þér fyrir þinn vinkil í gærkvöldi á Samstöðinni. Þar fórstu svolítið aðra leið heldur en hefur verið í upprópunar stíl, kannski í fréttum síðustu daga með þínu spjalli við Láru Magnúsar, sagnfræðing. Þið nálguðust þetta úr allt annarri átt, en ég get ekki annað en spurt ykkur út í silfrið í gærkvöld. Við erum með fréttastofu sem hefur legið undir gríðarlegu ámæli og fréttaflutningin, þessa fyrstu frétt og svona hvernig þau hafa nálgast þetta mál. Í hádeginu helgina gerðu þau tilraun til þess að þú af sér allar syndir og silfrið í gærkvöld er önnur svona tilraun þar sem er valið fólk einhvern veginn í settið, þannig að mjög margir hafa talað þetta sem ítrekkaðan skandal á skandal ofan. Hvernig upplifðu þið þetta? Já, ég upplifði einmitt að þakka fyrir að hlusta viðtali við Láru. Það er nú ekki eiginlega mitt, hún er alltaf bara með sitt sjónarhorn sem er mjög, og sína verkfærakistu sem hún er búin til að greina svona vanda. Múin að vera þróa hana mörg ár eins og margir, og það er alltaf, það sem er svolítið sérstakt og við gerum það náttúrulega oft á rauðaborðum, það er þessi svona mismunandi taktur. Það er annars vegar að fá fólk til þess eins og jafnvel að rífast hluti eða takast á það eða tala frjálslega þá, og svo er hitt svona að reyna að greina þá í eitthvað stærra samhengi og þannig, og mér finnst svolítið gaman þegar það hittist þannig á, sem sagt, að einhver svona umræða sem er raunverulega fræðileg og margir geti haldið að væri bara allt og fræðileg að því þetta sé málefni sem þarfnist mikillar snerpu og hraða eða svoleiðis, að þegar það akkurat eiginlega á við að svona hugsa dálítið svona í grundvallur málið. Silfrið hefði alveg geta verið líka þannig. En að því að maður búin að hlusta á Láru, þar sem að hún eiginlega greindi málið svona út frá bara hvað væri aðalatrið í málinu, til dæmis, sem var eiginlega ábyrgð Ríkisútvarpsins og fréttastofu Ríkisútvarpsins. Það var eiginlega svona næst, sem mér fannst að komast næst því að vera glæpsamlegt, eða vera mjög athugunarvert. Að bera ástúlu úr röngu sökum. Já, og eitthvað sem ætti svona samkvæmt þessu kerfi okkar einhvern veginn, sem ætti þar ætti að við ættum að krefjast þess að þar ætti sér staðjafvel einhvers konar rannsóknjafvel á þessu ferli, sem það er einhver tímalína inn á fréttastofunni. Tókst þeim að gera illt verra með þessu silfri í gærkvöld? Mér fannst það nefnilega. Það tókst þeim að æsa fólku upp. Ég sá það bara á minni Facebook að fólk var eiginhengsla. Það var bara furðuleg uppsetning. Það var Eiríkur Hjálmarsson var svona andmælandi Ríkisútvarpsins, og svo voru þau 2 þarna, Helgi Seljan og Ólöf Skaftadóttir, svona alveg hörðu á því að fjölmiðlar hefði ekkert gert það sér. Og Eva H. Önnudóttir tók nú ekki alveg svona þátt í þessu, en svo er svolítið stjórnandinni líka starfsmaður Ríkisútvarpsins, þannig að fólk var að tala um að það hefði verið 2 á móti 1 og 3 á móti 1 og fannst það bara ójafnvægi í uppstillingunni. En enga síður áhugavert auðvitað. Þau voru öll tilbúin til þess að tala um málið, greina málið. Mér fannst þetta að vera mjög svona spennandi samræða, en ég verði að viðurkenna, ég eiginlega datt út þarna ég er alltaf að hlusta á þetta aftur, vegna þess að maður þarf að hlusta mjög, ef maður er ekki með þennan fókus eiginlega, fannst mér, ef ég hefði ekki verið búin að hlusta á Láru, þá hefði ég bara ekki skilið neitt einhvern veginn, hvað þið voru að pæla. Ég veit ekki hvort þetta var besta dæmið fyrir Helga Seljan,
að tala að þetta væri 3. eða 4. skipti sem hann þyrfti að ræða mikilvægi þess að sagðar væru fréttir. Hann var svolítið að snúa þessu upp í það að allt samfélagið væri að snúast gegn þeim sem þyrftu að segja ágengar óþægilegar fréttir sem koma fólki illa. Mér fannst þetta mál ekki endilega besta málið til þess að... Nei. Mér finnst þetta að vera, jaðrið þess að vera hæft til þess að vera frétt, sko. Mér finnst þetta að vera, þetta er bara einkamál sem á ekkert erindi. Ég get ekki séð að þetta erindi fyrirverandi tengdamömmunar gæti fengið nokkurt farveg inn í stjórnsýslunni. Ef ég hef samband við forsætisráðuneytið og segist ekki treysta einhverjum ráðherra bara út af einhverjum persónulegum málum, hvað á stjórnsýslan að gera við þá kvörtun? Ég verð bara að kjósa eitthvað í næstu kostingum eða eitthvað. Þetta er ekki, það á ekkert erindi og margir tekið þátt í einhvern veginn að reyna spinna þetta upp í eins og þetta sé raunverulega mál og ef þetta hafi ekki verið lögbrot eða eitthvað slíks að þá sé þetta eitthvað svona ígildi þess og minnst umræðan við komin út í mjög háskólabrautir og það sem er mest áhugavert í Sirrinu og hún Ólöf Skaftadóttir sagði að þetta væri kynslóðaskipt og Eiríkur tók undir það og ég fór að velta fyrir mig kannski það bara þannig að það er að verða svona rof í samfélaginu það hvað er við hæfi og hvað er ekki við hæfi. Kannski unga fólkið þykja bara meira við hæfi að velta sér upp úr persónulegu málum einstaklinga og hefur kannski étið það upp eftir ómenningu í Bretlandi og Bandaríkjunum þar sem þetta vellur yfir stjórnmálinn en við erum kannski alveg upp í öðru samfélagi hér og þegar ég var að byrja í blaðamennsku þá hefði verið sagt þetta mál, þetta er bara ekki á okkar vettvangi. Við erum að fjalla allt mál í fjölmiðlum, Við erum ekki að bera út óvildar sögur fólk. Við erum bara ekkert í því. Og það á ekkert heima í opinberri umræðu. Það á heima í opinberri umræðu í Bretlandi og ég meina þeir eru enda komin í stórkostlega vandræði með það og eru búin að setja einhverjar varnir við slíku og þetta á líka þetta gerir tíðkast í Bandaríkjunum. En þetta gerist náttúrulega oft þegar er verið að endurskoða kerfin og þegar einhver svona dómskerfi eða fjölmiðlakerfi eitthvað virka ekki eða stjórnkerfi að þá grípa menn til sína ráða og fara fram hjá þessum þá áttu við svona eins og Me Too og svona þetta mál tilir ekki þeim hópi það. Nei, en þetta er samt svona gæti verið hægt að sjá í gegnum fingur sér þetta er persónulegt svið og hún fer heim til hennar af því þetta er persónulegt mál og varðar og... Það fer ekki heim til hennar vegna þess að þetta er persónulegt mál, það er ekki... Jú, en ég meina kannski þessi kona sem upphaflega er með þess að fari inn í einhverja bylgju og þess að það er alltaf í orðið svona frekar óljóst í hvaða farveg mál eiga að vera vegna þess að og líka út af samfélagsmiðlum og svoleiðis þá er það frekar óljóst og mér fannst Lára vera að segja að það hefur í gegnum söguna það er þetta ekki í fyrsta skipti sem það hefur verið óljóst þessi skil á milli persónulegs lífs og pólitísks. Þess að þurfa fjölmiðlar og stjórnsýslan og fleira að hafa einhverja varnir við því. Við getum ekki búið í samfélagi sem að fólk getur bara kasta fram einhverjum ásökunum sem hafa engan svona farveg og svo hanga þær bara í loftinu öllum til bara... Eins og Ríkisútvarpið hefur haldið að það væri bara svona, eins og hún sagði, munurinn á Morgunblaðinu sem að þarf ekki að hafa þennan trúveruleika. Það er enga fyrirtæki og getur bara gert það sem það vil. En Ríkisútvarpið þarf að vera með þennan trúveruleika og má ekki bara halda að það sé einn af samfélagsmiðlunum eða einn af einkamiðlunum. Það verður að standa virkilega sína plikt í að rannsaka málið áður en það og mér finnst svona af hverju snýr umræðan ekki meira af hverju verður ekki meira rætt það? Mér finnst það líka þetta veltu upp bara á ríkisstjórnin að ekki að standast svona hótanir að gera óþægileg mál að einhverjum eldi á samfélagsmiðlum. Þetta er bara raunveruleikin, það getur hver sem er gert svona og fólk er að þessu alla daga að kasta alls konar skít í allar áttir. Ætlum við þá bara að beygja okkur undir það og... Ég verði líka að nefna eitt til sögunar af því ég skrifaði nú sjálfur frétt í gærmorguninn á vef Samstöðvarinnar að Jón Gunnarsson væri að hóta ríkisstjórninni fullu skotti af beinagreindum, fleiri beinagreindum
ef við ætlum að leita beinagrindum þá ættum við nú kannski bara að fara í flokkinn hans Jóns. En þetta þetta sama, þetta hótanirnar. Já, hótanir bara alveg hreint grjótarðar sko. En sko það líkistu Sali. Já, brúst það. Kallaður líkistu nonni með mörgum. En það virðist sem að sko fólk sé að Nei, ekki kallað það. Það virðist sem að fólk sé að setja bara gjör ólík viðmið eftir því hvaða hópar eiga í hlut. Flokkur fólksins getur átt vona því að fá bara alls konar trakteringar bæði frá fjölmiðlum og einhverjum öðrum stofnunum sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki. Það finnst mér eitt sem við mætti líka ræða að því að flokkur fólksins sko Ásta Lóa og Guðmundur Ingi og Inga Sæland eru svolítið svona annara tegundar heldur en svona stjórnmála elítan hefur hingað til. Já. Og það hefur alltaf verið svolítið svona frá Sjálfstæðisflokknum að fólk var ekki bara verðugt valda. Og að einhver leiti finnst mér svona hvernig hefur verið talað Ingu, þú veist að vera hneykslast yfir að hún ringi út af einhverju skópari og verið að hneykslast yfir Ástu Lóu þegar hún tapaði máli og sagðist ekki treysta dómstólunum og eitthvað svona verið að spinna allt upp í eitthvað sem umlega verið að segja okkur að þetta fólk bara ekki við hæfi. Og ég, það er eitt sem að ég býst við að muni fara okkar flug í dag að því að Guðmundur Ingi tekinn við var að ávarpa einhverja ráðstöfnu menntamála, ráðstöfnu alþjóðlega þar sem að allir tala ensku og hann les ávarpa á ensku og er augljóslega ekki vanur því og bara þetta skilja hann alveg með góðum vilja en hann gerir þetta ekki vel og ég býst við að þetta verið talað sem neinn sönnun að þetta sé einhverju plebbistar sem hafi komist til of mikla áhrifa og ég held að sú hugmynd sé einhver leyti drífur þetta áfram það sem að höfðingjarnir í Valhöll komast upp með það að svona dreifa því einhvern veginn út í samfélagið að þetta sé bara ekki nógu gott fólk að þessi góða fólkið eru við sem höfum haft völdin og haft peningana og erum höfðingjarnir En mér fannst, ég fann nú til með Guðmund Inga og ég hugsaði, ekki einhver hann í menntamálaaldri sem að ég fætti að segja honum bara haltu þetta erindi á íslensku og svo eru bara til alls konar túlkunar leiðir sem eru færar og eru notaðar út allan heim. Eða bara lesa þetta og ekki sérstaklega góðri ensku og einmitt bara til þess að gefa líka skilaboð sko, við getum alveg tjáð okkur þóttu við séum ekkert með fullkomna tjáningu. Mér finnst það líka ákveðið svona. Þetta er kannski aðeins verra heldur en þetta hafi verið með þykkum heim sko. Ég er ekki búin að heyra það. En sko þessi mannamunur eftir sem fjölmiðlar hafa tekið mikið þátt í eftir í úr hvaða átt þú kemur sem hefur alltaf verið mein í íslensku fjölmiðlum og sérstaklega á RÚV og ég kvarta á sínum tíma yfir svo meðferðinni sem Einar Þorsteinsson veitti Ingu Sæland þegar talaði hana akkurat í þessum tónskuna hvað þú að vilja upp á dekk það sem var viðfengt allt sem hún sagði og þegar sömurleiti voru píratarnir fengu líka sem meðferð þjá RÚV að þeir væru svona eins og þeir væri ekki sko stofuhæfir og mér finnst þetta ótrúlega lítir af á Ríkisútvarpinu sem á að vera útvarpa okkur allra og bara blaðamennskunni almennt blaðamenn ganga allt og mikið undir það að vilja einhvern veginn að hanga inn í einhverjum svona klúbbi elitunar að vappa eitthvað starf í kringum valdið og láta þetta eftir sér að svona vera með mismunandi hvernig þið tala við fólk hvort það sé fínt fólk eða ekki ófínt fólk hver ákveður það? Það fyrst og fremst bara ríku og valdamiklu sem ákveða hver eru fínir og hver eru ekki fínir Það er svolítið þannig Heyrðu, en ég þarf bráðum að drífa mig og skutla stelpunni minni aðeins innan höfuðborgarsvæðis Hvað draðum við þættinum? Í þættinum ætlum við ætlum að endan á umræðu trú og Trump. Nei, ég fekk hana Örnu Ýr Sigurðardóttur sem sóknarprestur í Grafarvogskirkju sem sennilega stærsta sókn landsins til að hugsa upphátt upp úr predikun sem að hún flutti síðustu helgi þar sem hún byrjar á því að ræða Musk sem að telur það helsta veikleika Vesturlanda að við erum með samkennd og þetta náttúrulega bara svo sturlað og stygt í rauninni og gott hjá hann að fjallumunda að það var mér innblástur að samtali, spurningum það hvernig kirkjan að hantera þá tíma sem að við núna erum að upplifa En spennandi verið ég að segja og líka gaman að hlusta ég hef heyrt hana
í predikunarstól einhvern tímann, mjög flott kona. Hún sagði eitt sammála því, hún sagði mér eitt sem að ég vissi ekki, að það er við erum ekki lengur eins feimin og við vorum að ræða trú. Það er komin einhver svona menningarbreyting að munur á deginum í dag og fyrir 5 árum. Og en ánægjulegt. Já, mér finnst það sem leitandi mannesku, það finnst mér það ánægjulegt. Nú, svo ætlar þú Oddný, að ræða við sálfræðing einhver mál, ekki sem sálfræðing heldur eitthvað annað. Nei, sálfræðing kemur aðeins inn í svona myndina en þetta hann heitir Pétur Tyrfingsson og ég heyrði viðtal sem þú tókst við hann fyrir cirka ári síðan þegar þú varst að tala við svona vinstra fólk vinstrið eða sögu vinstrisins og mér fannst að vera með svo góða greiningu og þegar hann lýsti því hvernig hann hefði verið svona einmanna raunverulega þegar hann kom aftur, datt út úr þessu pólitíkinu og kom aftur inn og svona og að lýsa því hvernig eiginlega orðfærinu og hugmyndunum var eiginlega stólið, sögunum var eiginlega stólið af vinstra fólki og mér fannst ég baði hann einhvern veginn vita hvort hann gæti varpa ljósir svolítið á vandræði okkar vinstra fólks í dag til að takast á hugmyndir og bara takast á eiginlega, stefnuna. Nú vel mælskur, Pétur. Já, og hann og ég nefndi svona líka við hann, það verður auðvitað gaman að fá smá aðstóð inn í þessu ágreining sem hefur verið innan sósíalistaflokksins og honum fannst sá ágreiningur nú ekki vera mikill því að hann sagði mér það er nú bara alveg eðlilegt að vera með smá svona og þetta væri nú ekki mikið mál og setti þetta í alveg ansi gott samhengi og svo vorum við eitthvað aðeins að takast á þarna leninism og ég var ekkert eitthvað mjög spennt fyrir Lenin en ég var orðin frekar sannfærð bara og ég held að bara við verðum að halda þessari samröðu áfram svona eins og með trúmál og pólitík og svona, við verðum bara að vera óhrædd að ræða málin. Og rof í stéttabaráttu og samræði ber á góma. Já, það var þetta rof, sko. Það er svolítið mikið rof og mér fannst nú eiginlega hann undir lok samtalsins þá var eiginlega samstöðin, hann var mjög ánægður með einmitt að með þennan samræði vettvang, sko. Þetta kendi mér þegar ég var 14 ára, ég var skjóta því og það var frekar daufur vetur, ekki góði kennarar, en það var tilökunarefni að fara í eðlisfræðitíma hjá Pétri, það var svo skemmtilegur. Svo man ég eftir þegar ég var að ganga á 1. maígöngur að þá var fylkingin sem að gekk alltaf aftast, við veit ekki hvernig þetta var, það var svona HSI fremst og svo var þetta róttakar eftir sem var aftast og hann var svo mælskur að þú veit aftast átt að bíða kannski 3 korter þannig til að byrja að hreyfast og svo þetta labba niður allan Laugaveginn. En hann var með gjallarhóttn og hélt ræðu allan tíman. Hann hefur svo lífræn á skemmtilega skapandi hugsun, sko. Þannig að það er bara ofbúðslega gaman að hlusta á hann. Erum við með þetta? Já, við erum aðeins meira. Þau voru líka ánað með samstöðuna listamenn 3 sem að koma í heimsókn og spjölluðu við mig breytingar á fjárhagslegu umhverfi söngskóla í Reykjavík þar sem sagt launahækkun kennara 24% hefur leitt til þess að það verður fjárhagslegt ójafnvægi. Þetta hefur með greiðslu frá jöfnunarsjóði að gera og toga á milli ríkis og sveitarfélagsins og í versta falli þá þurfa bara grónar söngskólastofnanir að loka og skella í lás. En þetta eru sem sagt þau Gunnar Guðbjörnsson, Hallveig Rúnarsdóttir og Guðrún Jóhanna sem að Vá, það er engar smá stjörnur. Þetta er fólk með mikla fortíð og örugglega frábæri söngkennarar og Þú er að fá þau til að syngja. Já, það hefur verið gaman. Fallega rödd, já. En við ræddum, þetta var ágætið spjall vegna þess að við byrjuðum á mjög stríðum nótum og alvarlegum þessi peningamál en svo leittist þetta út í eitthvað allt annað, tilgang lífsins og fegurðina sem fylgir músíkinni og söngnum. Nú er gaman. En þú ætlar að eiga fyrsta innlegg þessa þáttar. Ég ætla að fara bara úr jakkanum og fara í setið þitt og þau koma hingað Magnús Karl Magnússon, professor í læknisfræði og Silja Bára Ómarsdóttir, professor í stofnanafræði sem eru í seinni umferð rektorskjörsins sem að það verður opnað á morgun og verður hægt að kjósa bæði á morgun og hinn
og þá kemur í ljós hvort þeirra verður rektor næstu 5 árin. Þegar þið voru að tala að allir viðmælendur ykkar væri að hæla samstöðuna þegar ég var að bóka þá heldur þau að við höfum sýnt þessu áhuga eini fjölmiðli sem eiginlega undarlegt vegna þess að ég held að séu 13.000 nemendar í Háskóla Íslands og eitthvað 3.000-4.000 starfsmenn. Þannig að þetta er bara með stærstu kjördæmum landsins. Og þau sögðu mér að þau hefðu farið í eitthvað morgunútvarp í morgun á RÚV í fyrsta skipti. Það var eiginlega eina sem að hefði verið. En við tókum viðtal við öll sumur, 5 sem að voru í fyrirumferðinni, þau sem að búa í Íslandi og voru í fyrirumferðinni og svo komuðu núna eftir og ég veit ekki hvað þetta verið svona debatt, það nú oft svona í þessu að þau eru endurspegla kannski svona vilja og stórsluta háskólasamfélagsins og þannig að þetta er kannski val það hverju nú treysti fyrir að fara þess að veiða en samt held ég að bara með því að ræða svona þau málefni sem hafa komið fram í þessari kosningabaráttu og í samtalunum hér að þá held ég að þeir sem eru að fara að greiða atkvæði geta alveg greint svona áherslumun og fleira, ég held að það sé bara alveg nauðsynlegt því að þetta er náttúrulega mikilvægt starf og bæði eru þau að gefa sig fram svolítið í að vera leiðtogar háskólasamfélagsins á miklum tímamótum þar sem bæði verið að grafa undan svona þekkingu í samfélaginu að grafa undan háskólunum, það verið að flytja mikið af fé sem ætti að fara kannski í svona grunnrannsóknir yfir í skattaafslætti til fyrirtækja þar sem að rannsóknir og þróun á bara að vera í einkageiranum. Við erum með lánasjóðum gamla í algjörum henglum, það er bara 40% nemendur sem taka nám og við vitum það alveg og við erum með viðtal við krakka sem hafa sagt okkur það að ef þú kemur að svona efnaminni heimilum að þá lendur í lánasjóðum hjálpa þér ekki. Vegna þess að það sem hún færið út úr hún er svo lítið að duga valla fyrir leigunni á stúdentagörðum og þá neyðist þau til að fara að vinna og þá skerðast námslánin þannig að þeir sem koma efnaminnu heimilum eru yfirleitt í fullri vinnu með námi á meðan þeir sem kannski hafa meiri og þetta er eitthvað sem var ekki planið þegar lánasjóðurinn var settur í ganga á síðustu öld. Þannig það eru á mörguleiti háskólinni miklu tímamótum. Er samstöðun einhverju leið að taka yfir skyldur ríkisútvarpsins? Spyr maður sig. Það fannst okkur ofmennast ekki strax. Nei, þú veist eitt spjall í morgun. Ákveður og, jú, það er náttúrulega vöntun á kannski samræðu vettvangi og ég held að það væri náttúrulega hver var spurningin, hvort við verðum að taka við? Nei, taka yfir skyldur ríkisútvarpsins. Vegna þess að það væri gat, vegna þess að það væri ekki sent. Ég get einn spurt þig. Kannski erum við svona dolla sem við settum til lekan. Já, en ég get einn spurt þig. Eru þú því fylgjandi að þriðjungur útvarpsgjalds að okkar fólk geti greitt okkur þriðjungin en ekki ríkisútvarpinu eins og þetta er nú alveg svakalega erfið umræð finnst mér sko. Hvorki já nei. Já, ég segi að þetta kalla Ég legg til að þið takki bara sér þáttum Við tökumst nefnilega svolítið á þetta. Ég sé ekki offsjónum yfir því sem að ríkisútvarpið í raunverulega fær og það er svo margt gott sem þar á sér stað dagskrá gera svo. En ekki fréttamannskan Ástölu og þú? Nei, alls ekki. Og nei, menn svo margt sem hægt er að gagnrýna og stofnunin, dagskráin hefur hrakað mjög, sko. Ég vann sem manni sem en ég held að það sé ekkit of mikið, skil. Ég held að það sé málið. Eigum við að fara að bítast þú veist, það litla sem er sett í fjölmiðlum, sko. Ég myndi bara vilja þau fengju jafn mikið og þau fá og við fengjum líka smá og ýmsir aðri fjölmiðlar. Er það ekki bara... Ég vann sem manni sem var með frasan þú losnar ekki að vaska upp með að gera það illa. Og það er ekki þannig að við höfum hægt að reka ríkisútvarpið vegna þess að það er illa rekið í dag og með bara afleita stefnu, fréttastefnu sem er afleitt og líka mörguleiti ákvarðanir dagskrár uppbyggingu. Ég vil hafa bara öflugt ríkisútvarp sem er rekið vel að þessi góður kúltúr þar í almanna útvarp. Já, ég vil það. Og ég tel að við getum alveg lifa við hliðina á slíku fyrirbrigði. Og við eigum okkar hlutverki líka að gagnrýna það og okkar almennings að það sé hægt að því þetta er ríkisútvarp. Þá eigum við rétt á að gagnrýna það og fá upplýsingar verkferla og annað. Ég held að það sé málið. Þess að við getum ekkert gert kröfu til einkafyrirtækja það, sko. Eins og þú gerðir daginn, þegar þú kallaðir á útvarpsstjóra til þess að ræða tillögur viðskiptaráðs. Þá hitti hann frammi og þá sagði hann, þið eru eini fjölmiðillinn sem hefur óskað eftir að ríkisútvarpið tjáðu sig eitthvað þetta. Sem er sem að segja svolítið að það er eitthvað skrítið við fjölmiðlaumhverfi. Hvað er vilju til þess að taka upp eitthvað svona kampæn og keyra bara það. Herðu, en ef ekki að fara að byrja þetta? Jú, vilt þú segja eitthvað við áskrifundur mikilvæg þess að
Já, ég ætlaði bara að minna á að allt sem við sjáum hér í boði áskrifenda. Ef þú vilt slást í hóp þeirra sem að halda raunverulega samstöðinni gangandi, þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástöður áskrift. Það getur skráði fyrir 2.500 krónur sem grunn áskrifti sem að mér sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum hérna til. En þeir megi borga meira við líð og þeir sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem árekur samstöðina. En við ætlum að skjóta inn smá skilabóðum og ég ætla að sækja fólkið sem vil verða rektor Háskóla Íslands. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, á morgun og daginn á eftir, á miðvikudag og fimmtudag gengið til kosninga í háskólanum, þar sem valinn rektor til næstu 5 ára held ég og þetta seinni umferðin, við fórum svolítið yfir frambjóðendur í fyrri umferðinni, tókum 5 viðtöl við þau, en þau eru 2 eftir, það reglan í háskólanum eins og víða, það sem verið að kjósa, svona átvita, að það önnur umferð, þannig að sá sem að fara kjör, það alltaf meira en 50% atkvæðaregla, en þau sem eru í seinni umferðinni eru Magnús Karl Magnússon sem prófessor í læknisfræði og Silja Bára Ómarsdóttir sem prófessor í stjórnmálafræði. Verið velkomin og takk fyrir að koma hingað. Takk fyrir. Herðu, ég má ekki bara byrja á að spyrja hvað snúast þessi kosningar, Magnús? Að mínu mati snúast þau að gera háskólaumræðu, nýsköpunar og rannsóknar vísindaumræðu að almannaeign. Við þurfum að tala við samfélagið okkar, við þurfum að sannfæra fólk það að það sem háskóla gera sé samfélaginu til að heilla. Og þá leið, þegar við eigum þetta samtal, erum við að samfæra þjóðin okkar það að við eigum að fjárfesta í þessu rétt eins og nágrannar okkar gera. En segir þetta vegna þess að háskólinn hefur alltaf gert þetta er alltaf meginhlutverk hans, eða þetta sem að háskólinn hefur kannski ekki rækt eins og hefði átt að vera að undanfinna? Ég held við ekki rækta nógu vel á síðkastið og ástæðan sem ég segi þetta að ef við tökum lýðræðislega umræðu, kannski þess að lýðræðisveislu sem alþingiskosningar eru, þá í síðustu 2 alþingiskosningum hefur ekki verið rætt háskóla. Ég ekki að halda því fram að háskólar eiga að vera efst á blaði í þjóðfélagsumræðu, en þeir eru bara hluti af lýðræðisumræðu og við eigum átt okkur á því að háskólar eru hreyfiafl breytinga í samfélaginu. Við erum að mennta þjóðina til háskóla, til háskólastarfa og við erum að skapa nýja þekkingu. Og í löndum sem við berum okkur saman við eru þetta litið á sem stofnari sem hreyfiafl breytinga. Það sem ég á þá við með hreyfiafl breytinga við erum að mennta fólkið sem að fer og vinnur mikilvæg störf allt samfélagið og getur valdið fram þróun í gegnum störf sín og þekkingu sem að menntuninni fylgir og hins vegar erum við að rannsaka, skapa nýja þekkingu sem getur síðan leitt til framþróunar á öllum sviðum samfélags og þá ég ekki bara að vísa til hagvaxtar, heldur til framfara í hinum ýmsu þjónustugeinum samfélags í heilbrigðiskerfi, velferðarkerfi, menntakerfinu, í menningu og listum og öllu þessum þáttum eru háskólar hreyfiafl breytinga til framtíðar. Og þetta lukkast ekki nema að háskóli sé ræddur ekki bara innan háskólans heldur í samfélaginu. Akkurat, því við þurfum að átta okkur á því að það samfélagi sem að borgar þetta. Það eðlilegt að þau þurfi að vita fyrir hvað þau eru að borga. Og við þurfum að sannfæra þjóðina að þetta sé fjárfesting sem skilir sér. Við erum flest háskólafólk sannfærð það en
Það er ekki nóg að við séum sannfærðir við þurfum að tala virðingu til þjóðarinnar og að ávinna okkur þá virðingu þannig að samfélagi sé tilbúið að fjárfesta í okkur með sama hætti og þar munar miklu við berum okkur saman með Norðurlöndin. Þar vantar þyrftum að fá 50% til viðbótar inn í háskólastarfið bara svo við séum að pari við Norðurlöndin. Við hugsaum um önnur menntakerfi í grunnskólan og menntaskólan. Þar erum við að fjárfesta sambarlegt við Norðurlöndin. Í háskólanum erum við langt á eftir. Sko ræða fjármagnina á eftir. Silja Bára, hvað er kosið? Já, við erum auðvitað bara að kjósa framtíð Háskóla Íslands og stöðu hans í íslensku samfélagi og það sem ég hef lagt megin áherslu á í þessari kosningabaráttu er að við þurfum að efla samfélagið sem háskólinn er vegna þess að háskóli er fyrst og fremst samfélag sem snýst hugmyndir, þekkingu og rannsóknir og við þurfum að skapa aðstöðu og aðstæður í háskólanum sem að laðar fólk að honum, þar sem að fólk vill vera og til þess að skapa frjóan jarðveg fyrir krefjandi hugmyndir, fyrir öflugt starf og þetta er kannski eitthvað sem hefur setið svolítið á hakanum upp á síðkastið. Við höfum verið í því að breyta skólanum úr kennslustofnun í rannsóknarstofnun. Það hefur gengið prýðilega. Það er stór hluti af því sem að við öll sem að störfum í akademískum störfum í dag erum að sinna. Við höfum kannski leyft kennslunni að setja svolítið á hakanum. Við sjáum það að stúdentar eru að gera meiri kröfu fjarnám, þau eru að gera kröfur upptökur, þau dvelja minna í skólanum, þau vinna meira með námi og allt þetta grefur undan samfélaginu sem háskóli á að vera og þetta er eitthvað sem ég vil leggja mikla áherslu á og svo höfum við líka séð að á síðustu árum að þá höfum séð í starfsánægjukönnunum og öðrum rannsóknum að það er mikið álag á fólki, kjörin í háskólanum hafa setið á hakanum, dregist aftur úr við samanburðarstéttir og jafnvel að fólk sem er hæft til þess, er með doktorspróf tilbúið til þess að áhuga samt að koma í störf þegar það sér launin að þá hættir það við vegna þess að það hefur betri tekjur að vinna jafnvel hjá öðrum ríkisstofnunum og þetta er eitthvað sem við verðum að taka alvarlega vegna þess að við berum ábyrgð á bara rannsóknu umhverfinu til framtíðar og við þurfum að vera þarna með það öflugasta fólk sem að er í boði og laða það að þannig að það vilji vera inn í þessu starfsumhverfi og þetta er það sem er svona stóra málið og þannig kemur, eins og segir, ræðum það betur eftir kannski með fjármagni, það bara skiptir öllu máli að við séum að berjast fyrir meira fjármagni inn í þetta kerfi og það kom inn í grunnreksturinn, ekki bara til samkeppnissjóða þó það auðvitað skiptir líka miklu máli. Má ég aðeins spyrja samfélagið að því við leggur áherslu á það og við þekkjum það bara sem að lifum þessa tíma að það vera svona flosnu upp og margar bara sterkar ábendingar til þess. Eitt, ég heyrði mann sem er að kenna í háskólanum, lýsaði einhvern þannig að þegar byrjaði kursinn þá var fullur salur og svo týndist úr þessu eftir voru bara tveir, allir hinn voru í fjarnámi og hans hugmyndi var það að það gengi ekki að kenna í þessu umhverfi þar sem að væri ekki svona raunveruleg ég veit ekki hvað að kalla þetta það bara er sterkari nálægð fólks þegar það hittist í haldinu eins og sagt heldurinn á netinu. Er þetta eitthvað sem á að vinna gegn það? Já, sko, þessi blandaða leið sem að við erum mörg finnum pressu á að vera með sérstaklega eftir COVID en var alveg líka pressa á fyrir það að hún er allavega fyrir mína part að segja versta mögulega kennsluupplifun sem að til er. Það er allt annað kennarafrænt. Þar getur við verið með hópa samvinnu og búið til, það er hægt að búa til gott samfélag á netinu. En ef þú ert með netkennslu og staðkennslu að þá einmitt gerist þetta miklu frekar að fólk... Þau sem eru á netinu eru þá bara í svo vitni af atburði. Já, og jafnvel eru bara að horfa á eftir á og svona ætla jafnvel bara að renna yfir námsefnið í lok misseris eða fyrir næsta próf, eitthvað þess að þar og þetta mitt býr ekki til þetta samfélag en það er alveg hægt að búa til gott námssamfélag í rafrænni kennslu og það er auðvelt að búa til gott námssamfélag í skólastofu. Það er miklu erfiðar að gera það þegar þú blandar þessum tveimur liðum saman. En háskólan ætti að hafa burði og getu til þess að vera með bestu lausnina, eða ekki? Jú, hann ætti að hafa það og við erum með frábæra sérfræðingar sem eru að hjálpa okkur að vinna með allar þessar lausnir en hins vegar að ef við ætlum að fara í fjarnám að þá vitum við það í skólinn sem við berum okkur saman við þá er gjarnan bara tæknimaður sem er með þér í því að vinna námskeiði þannig og það er eitthvað sem við höfum ekki aðgangað og þetta aftur snýr að hvernig ætlum við að fjármagna og ef við ætlum að vera með fjarnám að þá þurfum við að vera með
bara peninga til þess að þróa þær aðferðir og þetta hluti af bara betri kennsluháttum, nútímalegri kennsluháttum, hvernig við notum tæknina. Ég sjálf nota mikið vendikennslu, þá ég að taka upp stuttafyrirlestra sem að stúdendar geta hort á áður en þeir komið í tíma og svo vinna þeir með viðfangsefnið og reyna svona að spreita sig á svona hagnýtum úrlausnarefnum, hvernig getum við nota þessar hugmyndir til að útskýra fyrirbæri í raunveruleikanum. Og þetta strax eitthvað sem að auðveldar stúdentum sem að kannski missa af tímum eitthvað þess áttar, en til þessa erum við raun og ekki með neitt stuðning eða hvata, heldur þetta eitthvað sem að fólk að gera jafnvel í ólaunaðri yfirvinnu vegna þess að það hefur metnað fyrir sínu starfi og það auðvitað gott að fólk hafi metnað en ekki að það brennur út á þeim verkefnum. Sko. Við höfum heyrt að hérna verið að borðið grunnskólakennarar lýsa sömu stöðu þar sem þeir eru að reyna að búa til námsefni á eldursporinu heima þessu til að mæta fjölbreytileika nemendahópsins og fá ekki til stuðnings og það dæmi kerfi sem langvarandi fjársvelt og þá leiðir þetta þess að það getur svona hangið uppi á yfirborðinu en geta kerfana til þess að endurnýja sig og mæta nýjum áskorunum eins og er orðað að það hverfur. Er þetta vandamál háskólans? Það sem að Silja er að lýsa með kennsluna? Er þetta eitt af birtingamendum langvarandi ég segi ekki sveltis en svona þetta sé ekki fjármagnaða myndugleika? Já, ég vil alveg nota orðið fjársvelti. Það hefur verið fjársvelti í háskólakerfinu mjög lengi. Það hefur verið fjárfest í háskólakerfinu. Það er ekkert það er engin vafi það. Við höfum góðar hagtölur sem segja okkur það að við erum ekki að fjárfesta í háskólakerfi eins og samanburðarþjóðir. Afleiðingin af því svo að fólki sem vinnur í þessum stofnunum það þarf að hlaupa hraðar og sko við alltaf stærstu hlutin af þessari fjárfestingu í starfsfólki. Ef þú ert með verulega minna fjármagn þá þarf fólkið að hlaupa hraðar. Þetta afleiðing, þetta bein afleiðing. Þetta á við fólki í stjórnsýslu, þetta á við fólki sem að kenna í akademísku störfunum og rannsaka. Þetta á við í samvændi við nýliðun sem við sjáum mjög sterk merki það að nýliðun hefur minnkað. Við tölum til dæmis akademíska starfsmenn sem svona hefðbundnu stöðunar eru lektor, dósent og prófessor. Á síðustu 9 árum hafa þeir farið úr 600 í 633. Það að segja það 4% aukning. Þetta á 9 ára tímabili. Þannig að þetta eiginlega getur sagt að hafi staðið í stað. Þetta merki það að stofnunin í fjársvelti. Hvernig hefur háskólinn brugðist við auknum kröfum með menntun. Það hefur farið út í að ráða í akademísk störf annars vegar stundakennara sem mjög láglaunaðir og hins vegar í störf sem kallast aðjúnktar sem að hafa allt önnur kjör og aðgang til framgangs í kerfinu sem að þín klassísku akademísku starfsmenn hafa. Þeir hafa það ekki í þessum störfum. Þannig að háskólinn viðbrögðin við þessu fjársvelti það að við erum ekki í nýliðun. Og þetta bitnar á gæðum starfsins. Það ekkert vafamál. Þegar við erum að tala svona tölur að þá þurfum við bara að átta okkur á því að krónurnar sem eru að fara inn í háskólan, þær eru að fara til þessara að borga launin. Og þegar við gerum það fyrir mun færri krónur, það þýðir það að stofnunin getur ekki staðið undir því sem hún vildi geta gert. Til dæmis að stuðla að betri kennsluháttum. Nýjungar í kennsluháttum eru langflestar þannig að við erum að reyna að draga úr, fjölda stúdenta í samtalinu við kennarana hverjum tíma. Stundum erum við með stóra fyrirlestra en við erum með nýjum kennsluháttum að reyna að ná minni hópum saman til þess að geta elt samtal með ýmsum hætti og þetta ekki hægt þegar að starfsemin getur ekki þroskast og þróast með nýliðun sem við myndum vilja sjá. En þetta bara beinar afleiðingar, þannig við verðum alltaf að hugsa það að þegar við erum að fjárfesta þá fjárfestingin og leiðir til einhvers. Silja, ef að þetta samspil samfélags og háskóla og ef að það þannig að fjárveitingar til háskólan svona draga saman allavega miða við þarfir, þá bendur það til þess að samfélagið upplifir ekki mikilvægi þess að fjárfesta í háskólan. Nei, nákvæmlega. Já, ég veit ekki hvers vegna þetta gerist til að byrja með, en þetta sannarlega bara afleiðing af langvarandi vanrækslu á háskólakerfinu og einhverju leiti kannski svona eimir eftir af svona þessari gamlu hugmyndum að það væri nú ekkert merkilegra en hvað annað það veri í háskólanámi, en hvort sem það merkilegra eða ekki þá það mikilvægt
og þetta bara geiri sem er vanfjármagnaður og þarf að virkilega taka til í ef við ætlum að vera samkeppnishæf og það líka að við reiðum okkur á það að héðan fari okkar stúdentar í framhaldsnám erlendis og hinga til að þá höfum við geta treyst á það að þau komi vel undirbúin í það nám og geti bætt við sig og komið heim með bara viðbót og aukna breytt í íslensk samfélag og inn í íslenska akademíu og ef við erum komin á þennan stað þar sem við erum ekki með fólk sem eru stundaransóknir í kennslunni heldur stundakennara sem eru fastir í því að endurtaka námskeið í staðan fyrir að byggja á sinni eigin þekkingu aðjúnta 2 sem að eru með kennslubyrði sem langt umfram það sem eðlilegt getur talist og jafnvel fólk sem er með doktorspróf og verið tilbúið til að koma inn í þessi hefðbundnu akademísku störf. Það hefur ekki ráðrúm til að viðhalda sinni þekkingu sinni rannsóknum. Þannig að þetta dregur allt úr gæðunum hjá okkur og við viljum vera háskóli í fremstu röð og það þýðir að við þurfum að vera með fjármögnun sem að hjálpa okkur að ná því. Og þetta bara hvort okkar sem að fer í þetta verkefni. Þetta verður stóra verkefnið sem að býður okkar. Já, maður heyrir það á fólki sem í stundakennslu í háskólanum að það vinnan metið þannig að farið undir þannig að þau farið ekki á svona formlega samninga og njótar ekki þess sem að venjulegt launafólk á rétt á þess að veikindi og vinnumarkaðstengda réttinda og þá svona í einhverju harkakerfi sem svona svipað og pizzeríur eru að nota til þess að senda þetta er kannski á ekki við þetta skammarlegt, þetta er ekki eitthvað sem við eigum að sækjast eftir og Magnús nefndi tölu fjölgun, þessar litlu fjölgun fastráðinna starfsmanna akademiskra. Á móti kemur að við höfum séð 50% fjölgun í hópi stundakennara og það er vinnuafl sem að háskólinn er að reiða sig á sem er greitt langt undir það sem ætti að vera og þá mitt fólk sem að hefur ekki aðgangað, hefur ekki tíma til þess að vera sinna rannsóknum sem það jafnvel myndi vilja. Og það dregur líka úr tengingu stúdenta við deildir vegna þess að stundakennarinnir ekki þáttakendur í deildastarfinu og deildirnar eru okkar mikilvægustu einingar þar sem að við erum að taka ákvarðanir hvað á að vera í kennsluskrá, hvaða námskeið við erum að kenna, hvaða stúdentum við mætum og hvernig og stundakennarinnir eru ekki inn í því samtali þannig að þeir eru laustengdir og þá verða stúdentarnir laustengdir og allt grefur þetta undan þessu samfélagi sem við þurfum að vera. Þessi er góður háskóli. Já. En af hverju, ég spyr aftur, af hverju þessi staða komin upp? Við þekkjum það svolítið í umræðinni að það svolítið verið að grafa undan ákvörðunum kerfisins sjálfs, hvernig það byggist upp. Að það verði að vera að beina fólki í tilteknar brautir, að það háskólinn sé að eyða orku sinni í því að mennta fólk á okkur tilteknu sviði. Ég veit ekki hvernig þetta byggnar oft á kynjafræðum, tekið sem dæmi það að ef að þið fáið bara peninga og forræði, að þá endi þið á því að eyða peningunum í tómavillisu. Ekki það sem að atvinnulífið þarf, ekki það sem að samfélagið þarf. Þetta er svona umræða sem að og raunverulega vaxandi í samfélaginu. Ég held að við eigum að geta treyst unga fólkinu vel til þess að velja sér sína framtíð og ég ekki til vafi það að unga fólkið hefur sinn metnað og sína framtíð og ósköp einfaldlega fyrir að skoða samsetningu háskóla samfélagsins þá ekki neinar stórar skekkjur þar. Við getum deilt einhverja smávægilegar tölur í einni deild versus annari en ég held við séum ekki með einhverja stórfelldar skekkjur í því hvað ungt fólk hefur metnað til að gera. Og ég skynja það heldur ekki kannski í menntapólitíkinni eða sé mikill þrýstingur á þetta. Þetta eru raddir sem koma einhvers staðar frá en ekki áberandi. Þannig að þetta held ég sé kannski ekki stóra málið, en við þurfum Þetta sé ekki að grafa undan trausti en við verðum að treysta unga fólkinu til þess að velja sér sína framtíð. Og það kannski svona grundvallaratriði og við höfum að reyna að sinna unga fólkinu og uppfylla þeirra þarfir hvað menntun varðar og á sama tíma þurfum við að fjárfesta í unga fólkinu, við þurfum að fjárfesta í háskólan sem þau eru að ganga í og við þurfum að fjárfesta í því að þau geti helga sér náminu með öflugum styrkja og námslánakerfi í menntasjónum. Þetta allt spurning fjárfestingar, hann að fjárfesta í framtíð. Og ég held að við háskólafólk erum ekki að segja að við eigum að fjárfesta í háskólum frekar en til dæmis iðnmenntun. Iðnmenntun gífurlega mikilvæg fyrir okkar samfélag. En þetta ekki spurning það að við séum að deila það að fara í háskóla frekar en iðnmenntun.
iðnmenntun skiptir miklu máli líka. Heldur þetta spurning þjóð sem tilbúin að fjárfesta í framtíð sinni. Og þarna höfum við, hvað háskólana varðar, höfum við vanfjárfest og þetta eru afleiðingar sem við þurfum að huga að og þetta eru hlut sem við þurfum að tala við samfélagi. Ég held að samfélaginu svona í heilsinni þykir vænt háskólan. Ég er ekki á þeirri skoðun að samfélagið líti niður á háskólamenntun. Ég held að megin þorri fólks þykir vænt háskólan en ég held kannski að samfélagið átti sig ekki alveg á því hvernig við erum að fjárfesta og þetta ákanski við margt í okkur opinbera kerfi að við höfum á síðustu árum færst svolítið frá því að fjárfesta í þessum innviðum sem samfélagið okkar er. Við þurfum að muna það. Heilbrigðiskerfið, menntakerfið, velferðarkerfið hefur verið í armi hins opinbera ekki vegna þess að okkur er sama það, heldur okkur þykir vænt þessi kerfi. Við viljum tryggja jöfnuð í aðgengi, þannig að ástæðuna fyrir því að hið opinbera er treyst fyrir þessu er ekki vegna þess og okkur sé sama það heldur af því okkur þykir vænt það. Og við þurfum að tala virðingu til fólks það að við þurfum að fjárfesta í þessu og þau þurfa átt að sjá innihaldi og gildi þessa fjárfesta í þessu því þetta er fjárfesting til framtíðar, hún skilar sér þegar þetta er lengri tíma litið. Þannig að þetta er okkar hlutverk. Við þurfum að skýra þetta út og að virðingu við fólk og samferðingarkrafti og dálítið passion fyrir þessum störfum sem við erum að gegna og þá er ég ekki vaf það að við förum að fá meðbyr í seglina því að við höfum mjög sterk rök. Þau eru talnaleg og þau eru líka ákveðin bara gildismat fjárfestingu til framtíðar. Silja, ég ætla ekki að gera mikið úr þessu svona naggi en ég samt vil ég ræða það vegna þess að einhver leyti mætti segja það sem að Magnús er að segja að það vanti eiginlega svona farveg fyrir svona heilbrigðari umræðu háskólasamfélagið og þegar það er ekki að þá verður naggið svolítið svona hávært og stundum finnst mér að það hafi áhrif bara á hvernig stjórnmálinn tala það og kannski ástæða fyrir því að háskólinn er ekki á svona dagskrá stjórnmálanna en einu ráði. Já, gæti verið. Ég held að við þurfum líka bara að átta okkur á því að fólk er ekkit alltaf að hugsa hvaða gagn menntun þess gerði og við heyrum til dæmis, einmitt, þú nefnir stjórnmálin. Við horfum á og segir, býtu, hvaða menntun hefur þessi til að gegna þessu starfi? Þú kemur sem dýralæknirinn í fjármálaráðuneytið eitthvað þess að við munum alveg svona umræður og fólk er ekki að horfa á hvað það er sem þú lærir í háskóla, þú ætti að læra gagnrýna hugsun, þú ætti að taka hana með þér og þessi áhersla sem stjórnvöld eru stundum að setja eins og það núna mikið sagt að við þurfum að auka STEM-menntun það eru þessi raunvísindi, science, technology engineering og math bara að það þurfa að fókusera á það og það er eitthvað svona það er eitthvað raun og veru er ekki heilbrigðisvísindi einu sinni heldur þetta eru þessi svona verkfræði náttúruvísindi kannski og þá er einhver hugmyndum að þetta séu hlutinni sem gagnast atvinnulífinu eins og það er skilgreint. Hvað er stærsta breytingin á samfélaginu okkar núna á síðustu kannski 2 árum? Gervigreindin. Hvar væri hún ef ekki væri fyrir málvísindi? Og við hugsum ekki málvísindi sem hluta af þessu. Við þurfum að átta okkur á því, það er samhengið þarna milli og hvað sem þú ert búin að læra, þá er eitthvað sem þú tekur með þér hvernig þú lærir. Og það er svo mikið sem er hlutverk háskólana. Og þess vegna þurfum við ekki bara verja, heldur við þurfum að sækja fram í að vera með menntun sem að til dæmis er á sviði hugvísinda, þar sem að heimspekin, kannski svona móðir allra fræða, það er grundvallar fag. Mikael Karlsson, gamall kollegi úr heimspekinni, hann sagði alltaf að hann þekkti enga atvinnulausa heimspekinga. En það er mjög ráðandi hjá ungu fólki að finna það til dæmis á háskóladaginn þegar fólk er að koma, ungmenn er að koma og skoða hvað geta þau lært og þá spyrja þau gjarnan, hvað get ég orðið? Og það er okkar verkefni að hjálpa þeim að sjá að það er ekki starfsheitið eitt og sér, heldur að það er grunnurinn sem þú ert að læra. Þú ert að læra að hugsa, þú ert að læra að meta gögn, þú ert að læra að skrifa, tjá þig og það er þetta sem á að skila þér áfram í lífinu.
Og þetta skilabóðin sem við þurfum að fá inn í samfélagið að við bætum samfélagið með því að vera með góðan háskóla. Og líklega endurspegla, líka í vali stúdentana fjárhagslegir þættir sem endurspegla hugmyndir atvinnulífsins og samfélagsins. Já, hvað get ég orðið, hvaða vinnu fæ ég sko. Og þau sjá ekkert alltaf og ég man alveg eftir að hafa verið þarna 18-19 ára og hugsað bara hvað ger ég með stjórnmálafræði? En ég bara veit að ég hefði aldrei viljað fara aðra leið. Þetta nákvæmlega það sem að ég vil vera og vil vinna við. Lánasjóðurinn sem heitir Menntasjóður í dag, hann er ekki nógu virkur, ég held að sé bara engin vafi það, að hann er ekki svo stuðningur við fólk af efnavinnu heimilum sem ætti að vera og tryggir þar hann ekki jafnrétti til náms, þar sem að fólk af efnavinnu heimilu þarf þó frekar að vinna með námi heldur en aðrir sem er ekki það sem að lagt upp með uppalega. Ég veit ekki hvort að þetta sé verkefni háskólans eða stúdentarhefingarinnar eða stjórnmálana en einhvern veginn hefur þetta rögna svona niður á kannski 15-20 árum. Já, þetta er verkefni háskólasamfélagsins. Þetta er háskólasamfélagið. Við erum þarna, þetta er dæmið það þegar hið opinbera er að fjárfesta í menntun. Menntasjóðurinn er tæki sem við notum til að gefa ungu fólki tækifæri til að mennta sig. Þegar fólki komið á háskólastig þá eigum við ekki að ætlast til þess að þau séu ennþá á framfærslu foreldra sinna. Og við þekkjum það bara sjálf þegar við hugsum aftur í tíman að við vildum ekki vera á framfærslu foreldra okkar langt framundir 30 eitthvað þvíunlíkt. Þannig að þetta er tæki eins og opinbera til að tryggja það að fólk geti fjárfest í þessu mikilvæga hlutverki sem er menntun. Fjárfesting samfélagsins þetta er ekki enganleg fjárfesting. Nei, þetta er fjárfesting samfélagsins í framtíðinni. Þess að við talum við erum að fjárfesta í framtíð. Og unga fólkið er framtíðin. En hefur háskólinn eitthvað stefnu í þessu máli? Já, hefur hann lagt til eitthvað lánakerfi eða styrkjakerfi eða? Ég held að háskólinn hafi verið of þögull með þetta mál. Þetta hefur lengst að verið litið á sem hagsmunamál stúdenta. Strax og ég lagði að staði þetta ferli áttaði mig á því að þetta væri lykilatriði í háskólaumræðu er að við þurfum að standa saman í þessari baráttu stúdentar og háskólar. Og háskólasamfélagi. Þetta er hluti af háskólasamfélaginu þessari fjárfestingu. Við þurfum að vera bandamenn stúdenta í þessu því það er ekki bara fyrir hagsmuni hvers einstaklings heldur sem eru mikilvægir, heldur er þetta líka hagsmuni samfélagsins, háskólasamfélags að við séum með til dæmis nám þar sem að allir eru að taka þátt í náminu með jöfnum hætti þegar við sömu tækifærin til þess. Þetta er jöfnunartæki en þetta er líka tæki til þess að tryggja það að fólk geti sinnt náminu af þeim krafti sem það þarf. Því háskólanámi er full vinna og rúmlega það. Við erum ekki talað um það að fólk geti ekki unnið einhver auka vinnu með en að það sé orðið eðlilega að fólk sé að vinna mikla vinnu til að framfleyta sér. Það bitnar á náminu, það bitnar á starfinu innan skólana, þannig að þetta er hagsmunamál. Háskólans og stúdenta og fólksins sem er á bara þannig aldri að það þarf að hafa félagslíf og stundum fjölskyldulíf og eitthvað að vera í fullri vinnu og í námi. Þú kemur út úr náminu með því að fjárfest minni tíma í að helga þig náminu. Þannig að þú ert ekki með mikla þekkingu eins og þú myndir hafa ef þú hefðir tíma til að geta sinnt náminu betur. Þetta er bara óhjákvæmilegt en þetta er grundvallaratriði að háskólasamfélagið standi með stúdentum í þessari miklu og nauðsynlegu réttindabaráttu. Svo við bara á að háskólinn að leggja til, hafa frumkvæði í því að forma námslána styrkjakerfi? Ég held að það sé nú ekki verkefni háskólans að formúlera það, heldur er það verkefni stjórnvalda. En háskólinn á sannarlega að taka þátt í því og styðja við hagsmunabaráttu stúdenta hvernig kerfi gagnist þeim best. Og við sáum það nú á kynningu sem við fórum á bæði í upphafi kosningabarátturinnar hjá stúdentum að þau eru með tölur það að það er ekki nema 40% stúdenta sem að nýta sér Menntasjóðinn og það eru auðvitað hluta til vegna þess að framfærslan er of lág og vegna þess að frítekjumarkið er of lágt. Þannig að það borgar sig ekki fyrir þau að fara að sækja sér þetta fé. Og svo sáum við í hagræðingartillögunum að pakkanum sem kom þaðan frá nefndinni núna daginn að þarna liggja 30 milljarðar og snertir sem er ekki í höndunum á stúdentum. Þannig að ef að stúdentar gætu lifað á námslánum svona nokkurn veginn
að þá værum við nákvæmlega með betra samfélag sem það sem að gerir menntunina betri og gerir stofnunina betri. Það er samfélagið inn í háskólanum, þessi fjölbreytilegri hópur. Já, og þetta er auðvitað, ég veit að ég sjálf hefði aldrei farið í gegnum langskólanámi ef ekki hefði notið við stuðnings frá lánasjóðnum á sínum tíma. Og það er mikil munur á því kjörin sem að ykkur bauðst, því hvort þið tóku lán, heldur en krakkarnir sem í dag. Algjörlega, og þetta er, þú veist, og það að við séum að sko fara í raun og veru aftur á bak frekar en við sem að bæta kjörin þegar að það er orðin krafa á ungmenni að vera með í raun og veru BA-próf sem að kannski var stúdensígildi þess sem að var krafan stúdenspróf fyrir mína kynslóð sko. Þannig að við verðum að skapa aðstæður þar sem að þau geta verið í námi og geta sinnt því. Það er líka þá að ef þú kemur af efnameira heimili að þá getur þau verið í náminu ótruflaður af áhyggjum, af fjárhagsáhyggjum. Það náttúrulega skapar þér alltaf aðrar forsendur til þess að ljúka námi og standa þig vel. Þannig að samkeppnishæfnin líka bara fyrir þau sem að þurfa að vera að vinna, að hún minnkar og tækifæri til þess að fara í alls konar starfsnám og fleira. Þetta er bara gríðarlega mikilvægt og þetta er sama líka með kjör starfsfólks. Þetta er auðvitað ekki verkefni rektors sem slíkt, en það er verkefni rektors að standa með þessum hópi í sinni kjarabaráttu og alveg eins og það er verkefni að standa með stúdentum í þeirra kjarabaráttu. Ég spyr svona vegna þess að hagsmunasamtök fyrirtæki og fleira veigra sér ekki við það að leggja fara tillögurnar fram fyrir stjórnvöld. Líklega í búastu því að stjórnvöld hafi ekki aflið til þess að móta þetta sjálf, þannig ég legg bara okkur gerir þetta ekki bara sjálf. Þarna myndi ég segja að það væri stúdentar sem ætti að leggja fram, en auðvitað ættum við að styðja við þau að þróa og móta þær tillögur. Þú nefndir umræðum STEM-greinarnar sem var svolítið kannski það síðasta sem maður heyrði í svona almenni pólitísku umræðum háskólan. Þar áður var svolítið að háskólinn ætti að stefna því að verða einn af, ég man ekki hvað markmiðið var, einn af 100 bestu háskólum. Var það ekki talað um það? Hann hefur ekki náð því. Nú erum við fámið þjóð, við erum jafn mörg og íbúar í Cardiff er ekki oft sagt. Ég veit ekki hvað háskólinn öflugur þar. Það er ekki í Cardiff. En er þetta raunhæft að við getum byggt upp öflugan og breiðan háskóla á Íslandi sem að raunverulega býður upp á nám og rannsóknir sem að standa samanburð við það sem að tíðkast hjá? Við að við eigum háskóla sem er einn af 100 bestu, það er umdeilanlegt hvort við náum því. En við eigum að hafa metnað fyrir því og við erum bara átt okkur á því að fjárfesting hér í háskóla, hún skilar alveg sömu endurkomu eins og fjárfesting í Noregi, í Svíþjóð og í Danmörku. Við erum með minna samfélag, þannig að hlutfarslega það er auðveldara fyrir Háskóla Íslands að hafa áhrif á samfélagið heldur en einn háskóla í stóru samfélagi. Þannig að þetta er allt bara spurning um hlutföll og við vitum það alveg að fjárfesting í háskólasamfélagi og fjárfesting í rannsóknum skilar sér. Það er ekkert vafamál. Það er marg búin að sýna fram á það og það er ekkert sem segir það að fjárfesting í íslensku samfélagi skilir sér eitthvað minna. Þannig við erum ekki að segja það að við eigum að hegða okkur eitthvað öðruvísi heldur nágranna þjóðir okkar heldur, við eigum að hegða okkur eins og það gera hvað þetta varðar. Því það eru engin rök sem segja það að fjárfesting í menntun á Íslandi skilir sér ekki. Það er ekkert sem segja það er ekki spurning stærð samfélagsins heldur aðferðafræði. Háskólamenntun, hún skilar sér. Rannsóknir skila sér alltaf lengri tíma en við vitum það hefur marg verið sýnt fram á það að fyrirtæki þau hafa ekki langtíma hagsmuni eða forsendur að fjárfesta í rannsóknum sem að hafa, getum við sagt um svo grunnrannsóknir. Það er staðreind, þetta viðurkenna öll samfélög, meira segja Bandaríkin. Viðurkenna þetta hafa átt að segja á því að þið opinbera þarf að stíga þarna inn á fjárfesta. Því þetta eru hagsmuni samfélagsins alls. Og hitt atriðið er að rannsóknina þurfa að teygja sig inn í alla geira samfélagsins að því við viljum sjá framfarir í öllum geirum samfélagsins. Og þetta er hlutur sem að við höfum mjög í okkar, vísinda og háskólapólitík, við höfum missjónar af því að samfélagið er miklu meira heldur en bara fyrirtækin í landinu og nú er ég ekki að mæla gegn fyrirtækinum í landinu heldur bara að benda á það að þeir eru einungis einn geiri og við þurfum að horfa á háskóla, nýsköpun og rannsóknir, menntun í tengslu við samfélagið allt. Menningu, við tölum til dæmis við fólk í söfnunum.
þeir tala það að þeir séu ekki bara að hafa safn til þess að hafa það opið okkur tíma, heldur þetta rannsóknarstofnanir. Og þetta eigum við að hugsa það að fjárfesting í öllum þessum geirum, að þar séum við með rannsóknar og þróunarkostnað til þess að gera þessa geira samfélagsins betri og sjá framfærir á þeim. Og Háskóli Íslands tengist öllum þessum geirum samfélagsins og við þurfum að sjá það að hið opinbera sé að fjárfesta í rannsóknunum í öllum geirunum. Og þá mun háskólinn vera góðu partner, ég lofa þér því, það metnaður þarna og það er alveg ljóst, það er marg búin að sýna fram á það, þessi fjárfesting, hún skilar sér í betra samfélagi, hún skilar sér í í framförum, í þjónustu við til dæmis í velferðarkerfi, í heilbrigðiskerfi og í menntakerfi. Þannig að þetta er ekkert, þetta er engin geifvísindi. Þetta er bara ósköp einfalt, þetta eru staðreyndir. Ég ætla að spyrja af þessum úrtöluhól sem ég ákvað að standa á. Að við erum náttúrulega lítið samfélag og það er ekkert gefið að við getum haft háskóla sem bara vex og dafnar eins og væri í stærra samfélagi og þið takja undir það er ekki þannig að fólk sem er á stórþjóðum séu stórmenni og við lítilmenni lítið þjóð. En það hlýtur að vera einhvers staðar og ég kannast bara við það svona úr bara tala einkenni íslenskra menningar að stundur að tala að veri styrkur að fólk færi og sótti sér nám út allan heim og kæmi aftur og ég fyrir háskóla veri sérstaklega góður að því leiti að það kæmi fólk víða. En ég bara verið, hvað er ekki einhvers staðar svona mörk eða eitthvað sem við þurfum að taka ákvarðanum vegna þessara stöðu að við viljum hafa stóran öflugan háskóla en erum fámið þjóð. Já, ég held að það sé bara gott að setja sér háleit markmið og hvort sem að við náum nokkru sinn inn á topp 100 eða ekki, að þá er gott að við stefnum á það að vera bæta okkur og við notum einhvers konar viðmið til þess að meta starfið okkar og sjá hvort að við erum að hreyfast í ákveða átt eða neikvæða á þessum ýmsu mælikvörðum og það er margt sem er skoðað, það er sjálfbærni, það er staðakynja, það er rannsóknarvirkni, það er styrkjaöflun og það er hróður skólans, hvernig hann er talaður hann í alþjóða menntakerfinu og þá skiptir máli að við séum með alþjóðlega stúdenta sem að fara aftur til síns heima og tala hlutina sem við erum að gera hér. Þannig að þetta er allt saman hlutir sem að skipta máli. Síðan erum við lítið samfélag og við erum sérstaklega smátt málsamfélag. Þannig að það skiptir ofboðslega miklu máli að við sem er þess að breyta í grunnnáminu. Þar sem við erum að kenna stúdentum að hugsa allt sem fyrir ber á íslensku. Það skiptir líka máli bara í grunninn. Þannig að við séum að kenna þeim hugtök, geta rætt flókin mál, að geta tekið á móti sjúklingum, að geta sinnt fólki, þannig að þau geti átt þetta samtal, ekki með einhverjum slettum endalaust og þessi ekki að því að sletta líka, en að við höfum þennan kjarna saman. Og þetta er eitthvað sem bara þess vegna skiptir Háskóli Íslands og Háskólar á Íslandi, þess vegna skipta þeir máli og það skiptir máli að við séum ekki að fókusera á þröngt skilgreindar þarfir atvinnulífs, heldur á þarfir samfélagsins í heildinni. Og þess vegna þurfum við að vera með áherslu á fámennar greinar sem eru allt frá efnafræði yfir í ítölsku og allt þar á milli. Alveg eins og við erum með áherslu á svona stærri greinarnar sem að skila okkur starfsmenntuðum einstaklingum sem að fara í svona löggildar starfstéttir. Þannig að við þurfum að vera með þetta allt saman til staðar og við þurfum líka að vera með tækifæri fyrir fólk til að fara í skiptinám og eða að sækja sér framhaldsnám út í heim. Vegna þess að það ég er alveg sammála, það var eitt af því sem að mér fannst alveg stórkostlegt að koma heim í Háskóla Íslands var fjölbreytileikinn. Það sem að ég hefði verið í Bandaríkjunum, það voru örfáir sem ekki voru með bandarískar gráður, það voru líka auðvitað miklu fjölbreytilegri, lært í ólíkum skólum og svona, en að koma heim þar sem að fólk var með menntun frá Svíþjóð, Noregi, Danmörku, Þýskalandi, Frakklandi, Bretlandi og víðar, vegna þess að þá kemur það úr ólíku fræða samfélagi og gerir kröfu á að við tölum saman þú gerir þetta svona, af hverju, hvað er betra að verra við það heldur en hvernig ég gerir þetta og þannig að þetta skapast ákveðin svona kraftvirkni í samfélaginu, í fræðunum og okkar samtali sem er algjörlega ómetanleg. Það er lífið eiginlega mest það sem ólíkir heimar mætast í fjörunni. Við erum líka með að við erum á mismunandi námstigum
erum við að sinna ólíkum hópum. Í grunnnáminu eru kannski fyrst og fremst að sinna íslensku samfélagi. Við erum ákveðna greinar eins og íslensku sem annað mál sem sinnir þarna öðrum hópi en við erum svona í grunnnáminu að sinna mestuleiti íslensku samfélagi. Í meistar- og sérstaklega doktorsnáminu þá það allt annað. Við erum þar með mjög alþjóðlegt samfélag. Við hvetjum okkar nema til þess að fara áfram út í doktorsnám en við erum líka að fá hingað fólk allstaðar á heiminum og þetta auðgar okkar samfélag. Þetta eru hlutir sem í okkar nágranna samfélagum er litið á sem mikill akkur í háskóla að hafa gótt rannsóknarnám sem dregur að hæfileikaríka einstaklinga allstaðar á heiminum og vonandi ef við búum þeim góðan umbúnað hér og aðbúnað hér á Íslandi þá erum við að fá hér inn mjög, hvað maður segja, þetta mikil verðmæti fyrir okkar samfélag. Þannig að doktorsnámið mjög alþjóðlegt og það á að vera það og doktorsnáma á ekki vera skilgreint þannig við séum að búa til doktorsnám til að geta mentað alla Íslendinga sem vilja yfir doktorsnámi. Þar þurfum við að hugsa allt öðruvísi það hvernig við erum að skipuleggja út frá þörfum samfélagsins. Þar það ekki það að geta sinnt doktorsnámi fyrir alla Íslendinga. Heldur, það vex upp kannski á fræðilegum styrk í mismunandi fræðagreinum og þar erum við að fá inn við tökum jarðvísindi sem dæmi. Við höfum alveg einstakar aðstæður hér og hér flykkist að fólk allstaðar á heiminum sem vinna með íslenskum jarðvísindafólki. Og þessir aðilar koma hingað, margir þeirra setja sér að, sumir fara annað og bera hróður Íslands út aftur. Þannig að þetta dæmi það hvernig háskólasamfélagið ekki bara að horfa inn á við, heldur erum við í þessu alþjóðlega samtali og við erum að auðga samfélag okkar með þessu. Ég ætla samt að spyrja hvort það sé ekki einhver mörk, eins og þessi í heilbrigðiskerfinu að þá erum við ekki að skipta lifur hjá fólki held ég. Heldur gerum við samning við Karolinska eða eitthvað. Ekki eitthvað svona sem háskólinn getur gert að segja bara við til þess að nýta peningana betur og við þurfum að gera svo mikið fyrir Íslands samfélag hérna á þessum stigum og við erum best í einhverju eða þú getum orðið best í jarðvísindum og eitthvað fleira. En við ætlum bara að gera samning við Kaupmannahafnarháskóla efnafræði. Já, við eigum rektor á ekki rektor ekki að ákveða hvað verður rannsakað, heldur það vex náttúrulega úr starfi fræðamannana sem innan stofnunarinnar. Þannig að það náttúrulegur vöxtur og það við tökum bara eins og ég nefndi jarðvísindin, það eðlilegt að þarna séum við að því við sitjum hér á tilraunastofu sem eru bara Ísland og sem eldfjallaland. Þannig að þarna verður náttúrulega vex upp og síðan getur það jafnvel komið á óvænt að það eru ákveðnir hópar sem bara fyrir algjöra tilviljun vaksa upp og geta mynda öfluga rannsóknarhópa, þá rektor ekki að taka ákvörðun það á hvaða sviðum þetta gerist, heldur á þetta að vaksa náttúrulega upp og samfélagið á bara fjárfesta í rannsóknum, nýsköpun og við höfum ekki ákveða fyrirfram það á hvaða fræðasviði það vex upp náttúrulega. En við þurfum að sinna grunnnámi fyrir samfélagið okkar en í doktorsnáminu það miklu dýnamískara byggt á svona náttúrulegum vextir byggt á styrkleika mismunandi fræðasviða og svo framvegis. En við erum með á öllum þessum 5 fræðasviðum erum með öfluga rannsakandi þar allstaðar en við höfum ekki ákveða í smáatriðum ákveða sviðum. Það ekki hlutverk rektors. Nei. Þannig að síðan bara þú vilt þá ekki nefna eitthvað sem að háskólinn ekki að gera. Nei, en við þurfum að vera í bara virku samtali það hvað það sem við erum að gera. Hagfræði til dæmis býður ekki upp á meistaranám. Þau eru með litla námsbraut í grunnnámi, þau eru með nokkra doktorsnema, en þau hafa metið það sem svo að það sé ekki hagkvæmt fyrir þau að halda úti meistaranámi vegna þess að þau eru ekki með mannskapinn eða fjölda nemenda til þess að reka meistaranám. Þetta er búið upp á svo fjölbreytilegt nám að þau geta, ef þú vilt fara í framhaldsnám í hagfræði, þá eftir strax eftir grunnnám, þá ferðu til útlanda. Ef þú vilt koma í doktorsnám, þá getur þú skoða að koma heim eða þá að erlendir nemar koma hingað. Og þetta er bara samtal sem við þurfum alltaf reglulega að vera í. Þurfum við að vera með allar þær námsleiðir í boði sem við erum með. Í minni deild höfum við fengið athugasemdir þegar við förum í gegnum úttektir við séum of margar námsbrautir á meistarastigi
og við höfum farið og svona tekið til í því og sameinað línur vegna þess að við þurfum líka að hugsa bara við sem að nýta peningana sem við höfum á sem skilvirkastan hátt og ég veit að það erfitt ofta sko vera fyrir utan háskólan og átt að sjá því að reyna að skilja sko kostar eitthvað meira að bjóða upp á nám í Evrópufræðum og alþjóðasamskiptum heldur en bara í alþjóðasamskiptum. En bara það að vera með skilgreinda námslínu ákveðin kostnaður. Þannig að við höfum til dæmis tekið þá ákvörðun að vera ekki með Evrópufræði heldur bara með alþjóðasamskipti vegna þess að það hagnýtari lausn fyrir okkur og dregur mjög lítið úr tækifærum okkar stúdenta til að stunda nám á þessum sviðum. Við erum með valnámskeið sem eru fókusir á Evrópu og ef þú vilt algjörlega leggja Evrópufræðin fyrir þig, þá valkostur að fara til útlanda. Farðu til Evrópu. Já, til dæmis. Nei, og þetta er samtal sem við þurfum alltaf að vera í og allar námsleiðir þurfa að skoða ef það dregst saman aðsókn í námið, eitthvað sem er að eða þetta nám kannski ekki lengur mikilvægt, þarf að beina sjónum eitthvað annað. Og sumt auðvitað verðum við að gera, við verðum að þjálfa hérna lækna sem eru tilbúnir til að vinna á Íslandi, við verðum að hafa hjúkrunarfræðinga, við þurfum að vera með fólk sem inn í ákveðnum stéttum, en margt annað getum við sagt, hér ætti bara fólk að kíkja í það að fara til útlanda. Ég fór sjálf erlendis í BA-nám vegna þess að ég vildi læra alþjóðastjórnmál og þau voru ekki boðið á grunnstigi og ekki enn. Og oft verður út úr samfélaginu verða svona tengsl við tiltekna háskóla og skiptinám sem að býður fólki upp á að sérhæfa sig í greinum sem að kannski ekki boðið hér og þarf ofta ekki mikið meira heldur en 1 ár til að styrkja það. Háskólinn í samkeppni náttúrulega opinbert fé við margt en undanfæri finnst mér sko samkeppnin hafa því að við svolítið verið að tala svona áherslur á grunnrannsóknir og að rannsóknir innan háskólans borgi sig og það sé þetta benda á endalausar rannsóknir sem að sýna fram að það. En hins vegar hefur sko aukningin hefur verið tilfærsla á fé sem að hefur verið til rannsókna, verið frá opinberum þáttum, ég veit ekki hvort það hefur verið tekið úr háskólanum en við þekkjum að nýsköpunarmiðstöð og fleira hefur verið skert á sama tíma og fyrirtæki með boðu upp á skattaafslátt sem hafa sótt og ég held að síðast að tala hafi verið eitthvað 17-18 miljardar sem að fyrirtækin hafi sótt sem raunverulega styrk til rannsóknar og þróunar. Þetta er vísindapólitík. Þetta er þessu kallið vísindapólitík og það var fyrir svona til 10-15 árum vaknaði mikil umræða nýsköpun í landinu. Vísinda- og nýsköpunarráð lagði til ýmsar tillögur, síðan þegar koma framkvæmdinni, þá var pikkað út ákveðnir hlutir. Alltaf þegar verið að leggja vísindapólitískar ákvarðanir um það hvernig við ætlum að stuðla að rannsóknum og þróun, í öllum okkar nágrannasamfélögum, þarf að skipta kökunni þannig við séum að fjárfesta í öllum geirum samfélagsins, þannig við sjáum nýsköpun í öllum geirum og grundvallaratriðið að við erum að fjárfesta í háskólanum, því þeir eru grunnurinn að því að mennta fólkið. Í okkar nýsköpunarstefnu höfum við séð þess merki, við skoðum núna síðustu 10 árum tölur frá Hagstofunni, það var aukist 50% rannsóknar og þróunar fjárfesting íslensks samfélags miðað við landsframleiðslu, 50% úr tæplega 2% upp í tæplega 3%. Mjög jákvætt, en þegar við horfum á hver á vísindapólitíkina bak við það var að nota endurgreiðslur og skattaafslætti til fyrirtækja og ég ekki að mæla gegn því að það geti verið ein leið, en það var eina leiðin sem var valin og við sjáum það að háskólar og aðrar opinberar stofnanir, það alveg flöt lína. Öll aukningin, þessi 50% aukning, hún öll að fara til fyrirtækja og aftur ég ekki að mæla gegn því að fyrirtæki stundir rannsóknar og þróun, það er mjög mikilvægt, en þarna vísindapólitíkin verið mjög einhliða. Háskólinn held ég hafi ekki verið nógu góður talsmaður þarna og ég held að ofta tíðum í opinbera kerfinu svolítið erfitt að stunda svona lobbyisma en lobbyismi þar segja að þú ert bara að berjast fyrir þeim hagsmunum sem þér andum og ég held að háskólinn þarna hafi sofnað svolítið á verðinum. Vísinda- og nýsköpunarráð mjög öflugt stjórntæki en síðan það stjórnvöld sem útfæra það og tillögur vísinda- og nýsköpunar vísinda- og tækniráð sem þá hét hunsaði margar tillögur
sem snéru að háskólanum og opinbera kerfinu en valdi út tillögurnar sem voru til fyrirtækja. Þannig að þetta dæmi pólitíska forgangsröðun þar sem að við sofnuðum á verðinum og við höfum séð mjög einhliða aukningu í einum geira samfélagsins. Þetta hafa verið rangar ákvarðanir? Já, ég tel að þetta sé af hinnu slæma skoð. Það alveg augljóst að fé sem að sett inn í fyrirtæki, að það ekki samskonar eftirlit með því eins og með fé sem að kemur til eins opinbera og til opinbera stofnana eins og Háskóli Íslands. Og að auki þá vitum við að þeir sjóðir sem að við getum sótt í fyrir utan skólan að þar þurfum við að fara í gegnum stíft jafningjamat á okkar verkefnum til þess að þau fáist fjármögnuð og jafnvel verkefni sem að fá hæstu mögulega einhvern eru talin úrvalsverkefni fá ekki fjármagn og þarna mjög ógegnsætt ferli hvernig sótt hvernig matið og meira og minna virðast eiginlega allar umsóknir svona endurgreiðslu fara í gegn. OECD hefur bent á það hvarta yfir það sé ekkert aðhald. Nei, nákvæmlega, það ekkert aðhald og við horfum á upphæðirnar, þú nefndir hérna milli 15 og 17 milljarða sem ég held að sé nær í lagi ef ég man rétt, að háskólinn fær 27 milljarða frá hinu opinbera í sína starfsemi. Þetta hálfur háskólinn, rúmlega. Hugsaðu hvað þyrfti raun og veru lítið til þess að koma til móts við, lítið af þessu til að koma til móts við þarfir háskólans. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að hugsa bara hvernig erum við að hugsa vísindi, hvað það sem eru rannsóknir, eru það virkilega bara verkefni meira og minna sem eru á vettvangi enga fyrirtækja eða eru það grunnrannsóknar sem að eiga sér stað miklu fremur inn í háskólakerfinu og þetta stór hluti af þessu myndi ég vilja sjá að kæmi til háskólastigsins og eitthvað að þessu myndi ég vilja sjá fara í samkeppnissjóði. En þetta pólitík og við höfum heyrt það og það ómar samfélagið að verðmæti verði til í enga fyrirtækjum og sér sóað og opinberum starfsmönnum þið þekkið. Já, það heilu stjórnmálaflokkarnir sem keyra á þessari hugmynd. Þegar að ríkisstjórnin 2017 var stofnuð þá var nú sett fram að þetta blása til stórsóknar í málefnum háskóla og þá var sett fram talan að 1 króna sem fær í háskóla skapaði 8 í atvinnulífinu, í hagkerfinu. Þannig að ef við erum bara nálægt þeirri tölu, þá það ekki, það ekki verið að sólunda opinberu fé með því að setja það í háskólastarfsemi, það verið að auka það. Þannig að þetta eitthvað sem að stjórnvöld ættu bara að hlusta á sína eigin niðurstöður og greiningar og fara eftir vegna þess að háskólar eru bara með mikilvægustu stofnunum og innviðum í íslensku samfélagi og það þar sem við þurfum að efla það en ekki grafa undan. Ég má byrja hérna með núna því að ég bara neyðist til þess að ég byrjaði alltaf með málið hjá þér og reyla aðeins að snúa í við. Hérna varandi svona samkennum peninga og svona hugmyndur að verði til frekar verðmæti í einkafyrirtækjum heldur en hjá hinu opinbera sem að einhver leyti hefur leitt til þessa sem þeir voru að lýsa. En það líka svona, finnst manni vera átök bara hörð átök þekkinguna í samfélaginu. Og einhver leyti held ég að háskólinn standi bara svona í almennu umræði, hafi minni áhrif í almennu umræði heldur en var kannski fyrir 20, 30, 40 árum. Og meira núna, þetta kallað alls konar hlutum, bara óreiða, upplýsingaóreiða og eitthvað meira. Það sem eitthvað sem kemur út úr rannsóknum í háskólanum jafngilt og það sem einhver grípur bara, kannski svona menn eins og ég bara í einhverju podcasti, þegar ég jafngilt því sem að hefur verið dregið fram í rannsóknum. Háskólinn hlýtur að standa einhverjum svona tímamótum að samfélagið, stóra samfélagið, það er að breyta svo hratt að það ekki gefið að háskólinn haldi sínum sessi og ég held að sé ekkert ljóst heldur hvernig hann á að bregðast við. Nei, þetta gríðarlega mikilvægt verkefni og eitthvað sem við verðum að vera bara mjög vakandi fyrir sem samfélag að það sé ekki verið að halda á lofti falsfréttum og auka upplýsingaóreiðu bara mjög mikilvæg mál eins og loftslagsbreytingar og smitsjúkdóma og viðbrögð við þeim. Þannig að þetta það sem við erum að sjá gerast bæði austanhafs og vestan, það sem að vera að grafa undan þekkingu, banna notkun ákveðna hugtaka, meina fólki að rannsaka málefni sem að varða loftslagið til dæmis, allavega ekki fyrir opinbert fé, við erum að horfa á með stærstu og ríkustu menntastofnunum í Bandaríkjunum, bugta sig og beygja fyrir kröfum alríkisins þar
að nota ekki bara ákveðnar hugmyndir. Þannig þetta eitthvað sem að háskólasamfélag verðum að vera ofboðslega vakandi fyrir og þess vegna hef ég einmitt talað fyrir að við þurfum að verja akademískt frelsi og við þurfum að sækja til í raun og veru aðferða aktivista sem eru vön því að þurfa að stíga inn í þegar fólk verður fyrir ofsóknum. Þess að við höfum séð ég á sjálf kunningjakonu sem að sætti líflátshótunum vegna sinna skrifa Brexit á sínum tíma. Þannig að hún þurfti að fara fram á það við sinn skóla. Hann fjarlægði staðsetningu á skrifstofun hennar af vefnum vegna þess að það var fólk að koma og skilja eftir óvelkomnar gjafir fyrir utan og hún óttaðist bara líf sitt vegna tölvusendinga sem hún var að fá. Við þurfum að vera meðvituð þetta að fólk verður að hafa umboð til þess að setja fram sína niðurstöður og það verður að geta treyst því að háskólasamfélagið standi með því og taki upp málstæðan, magni upp raddirnar fyrir að kannan skilja fólk eftir eitt út á akri, óvarið. Og þetta bara held ég verði eitt af stóru verkefnunum okkar í háskólasamfélögum víðum heim á næstunni vegna þess að við sjáum þessar hugmyndir sem eins og þú sagðir, svona að vísa þér í að mín skoðun jafngild þinni þekkingu og þínum rannsóknum jafnvel. En þetta eitthvað sem bara mun skipta ofboðslega miklu máli og verður verkefni okkar sem háskólasamfélags að standa saman gagnreynda þekkingu og hvernig hún sett fram og henni haldið á lofti. Og við ræddum þetta nú aðeins þegar ég kom til þín í einstaklingsviðtölin sem þú nefndir bara hversu miklu máli það skiptir að miðla þekkingu inn í samfélagið. Og Vísindavefurinn sem fagnaði 20 ára afmæli daginn var svona hluti af því að fólk geti fundið trúverðugar upplýsingar. Wikipedia frábær en það hægt að eyðileggja hana með ofboðslega einföldum aðgerðum. Það hægt að taka vefsíður niður, breyta þeim hratt og áður en að samfélagið farið að bregðast við og þá getur fólk verið farið að taka mark á þessu og síðan auðvitað með þá algoritma og allt sem við erum að horfa á núna. Þannig að þetta eru nýju tímar í bara vísindasamfélaginu. Það hefur verið lengi að því að þú varst að tala að fólki verið ógnað, það líka svona með þöggun að Magnús Bennarsson hefur sagt frá því að þegar Íraksstríðið byrjaði að þá voru fjölmiðlar sem leituðu til hans og fleiri sem höfðu svona góða þekkingu á þessu svæði. Það dugði í viku. Eftir viku var bara að tala við þá sem voru sammála stjórnvöldum. Þetta eru grundvallaratriði í akademísku starfi, það akademíska frelsið. Við vitum það skiptir miklu máli fyrir bara það að þetta samfélag fungeri vel og að þetta sé gagnlegt fyrir samfélagið í heild sinni. Þetta grundvallar, hvað má segja, ethos í háskólasamfélaginu. Við þurfum að verja það og þurfum að passa upp á það mjög vel og háskólayfirvöld þurfum að vera sérstaklega á varðbergi fyrir því að vernda alla okkar háskólaborgara að tryggja það að þeir geti tekið þátt í þessari samræðu. Við þurfum líka að muna það að pendúlar sveiflast fram og tilbaka. Við erum núna á mjög hættulegum stað og þá skiptir svo miklu máli að þær stofnanir sem eru kannski að reyna að vernda til dæmis lýðræðislega umræðu sem háskólar hafa mikið hlutverk í, að hlutverk þeirra verður þá ennþá sterkara að vega gegn pendúlnum að fara of langt. Við erum að sjá það núna í mörgum samfélögum að pendúllin komin alveg út á ystu nöf og við erum að sjá sterk lýðræðissamfélög á barmi þess að breytast yfir í samfélög sem eru með allt aðra stjórnarhætti. Við sjáum þetta jafnvel í Bandaríkjunum og við erum að sjá virkilega hættumerki og þess vegna skiptir svo miklu máli að háskólar taki hlutverkið alvarlega og það standi vörðum þessi grundvallagildi að passa upp á þetta, vera þáttakendur í lýðræðislegu umræðunni því háskólar eru ekki bara einangraða stofnanir. Það eru grundvallarstofnanir í lýðræðuna því þekking og staðgóða upplýsingar eru partur af lýðræðislegri umræðu. Þannig að þarna megum við ekki gleyma því hversu mikið hlutverk háskólar hafa. Þetta grundvallaratriði og við þurfum að standa vörð þetta, taka þátt í þessu og muna það líka að pendúlar þeir á endanum farið hérna áttina, það er bara spurning það hversu mikið þýst á móti og það okkar hlutverk núna að passa það að pendúllin hér á landi og það eru mikla rannsóknir samt upplýsingaóræðu sem til dæmis benda á það að traust í samfélagi skiptir miklu máli, traust á grundvallarstofnunum og það til dæmis ein ástæða fyrir því að okkur gekk þrátt fyrir það að væri talsverð upplýsingaóreiða til dæmis á COVID-tímanum. Þá voru minni hér heldur en annar staðar. Það var meðal annars vegna þess að grundvallarstofnanir í okkar samfélagi nutu trausts
Þannig að stofnanirnar sem að njóta traust þurfa að passa upp á það þurfa að vera traustinsverðar og núna reynir á það að Háskóli Íslands sé traustinsverður á það sem við sjálfur eru tímum. Það er ekki tvær fylkingar í háskólanum. Þau eru líklega bæði að endurspegla svona það sem þá stefnu sem hægt að samina háskólasamfélagið til þess að efla það og styrkja. En það er fólk sem hlustar á okkur heyri svona blæbrigðamun og svona ráða í það. Ég vona að það sé ekki rangt metið hjá mér að það er ekki háskólasamfélagið ekki að klofna í Sannarlega ekki. Magnúsar og Silju arminn, það er ekki þannig. En þá ætla ég bara að enda á því að spyrja ef að ég hefði atkvæði rétt, af hverju ætti ég að kjósa þig frekar heldur en Silju? Fólk verður virkilega ég byrst afsökunar því að þetta persónukjör og ég hef alltaf erfiðleikum með þetta að vera að tala persónukjör. Þetta er mjög mikilvæg spurning. Ég ætla kannski nefna tvennt. Ég held við bæði brennum fyrir háskólan. Ég hef yfir 20 ár verið málsvari fyrir fjármögnunarkerfis. Ég hef verið alveg óhræddur við að tala og tala gegn stjórnvöldum þegar ég hef verið ósammála. Ég hef tekið þátt í því yfir 20 ár núna að berjast fyrir fjármögnun háskóla og vísindastarfsemi. Þannig að þar er ekkert vafamál að ég hef brunnið fyrir þau málefni og verið tilbúin að leggja mig að veði þarna og ég hef ekki verið að berjast fyrir mínu fræðasviði heldur fyrir vísindin almennt og þessa stóru mynd, númer 1. Og númer 2, þá hef ég líka verulega stjórnunarreynslu, þar að segja, ég hef reynslu af því að stýra stórri deild í háskólanum og þetta er ekki einfalt starf að stjórna þessari stóru stofnun. Það er akademískt starfsfólk og akademísk stofnun, það krefst ákveðinar þekkingar og reynslu af því hvernig þú færð fólk í lið með þér. Í akademíska tíð, þú þarft að fá fólk í lið með þér, þú þarft að vera leiðtogi sem fær fólk í lið með þér. Þannig að ég hef þessa miklu reynslu af því að stýra flóknu starfi innan háskóla, þannig að þessi tveir þættir stjórnunarreynsla og löng reynsla af því að berjast fyrir fjármögnun þessar stofnunar. Silja, bara. Okkur ætti ég að kjósa því frekar en Magnús. Já, takk. Ég tek undir það. Við öll sem að byggðum okkur fram í þessari, hvað maður kallar það, þessari lotu, að þetta er allt fólk sem að brennur fyrir háskólanum og vill gera honum, leggja honum sitt lið og gera honum allt það besta. Það sem að ég kemur þetta með er bara úr stjórnmálafræðinni. Ég þekki stjórnkerfið vel og skil hvernig það virkar. Ég hef líka reynslu innan úr stjórnkerfi háskólans. Ég hef setið í háskólaráði í 3 ár í stjórn fasteigna Háskóla Íslands og þekki vel fjármálinn og þessi stóru rekstramál. Ég hef líka starfað í ólíkum störfum innan háskólans, þannig ég þekki það að vera í stjórnsýslunni. Ég hef verið lausráðin, þekki þessa óvissu stöðu sem að ungir fræðimenn oft hafa verið með og kem með stjórnunarreynslu úr 3. geiranum, þar sem ég hef verið formaður Rauða krossins. Og kannski fyrst og fremst að þá er ég þrautreynd í því að vera talsmaður fyrir flóknar hugmyndir og fyrir málefni og það er það sem ég vil fá að gera fyrir háskólan. Kæra þakkir Magnús Karl og Silja Bára fyrir að koma hingað og ræða háskólan og gangi ykkur bara vel á morgun og hinn. Og ykkur sem er að hlusta og hafi atkvæðisrétt í háskólanum, ég hvet ykkur til þess að taka þátt í þessu. Þetta er nú svolítið fallegt að háskólasamfélagi kjósi sér rektor. Fólk getur tekið þátt í kosningunni á morgun og á fimmtudaginn og hún er rafræn. Þannig að þú verður bara einu fingrahreyfingu frá því að greiða atkvæði. En við höldum áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, við ætlum að næst að ræða menningu og listir, krísu sem uppi er. Við heyrðum í gær af örlögum kvikmyndaskólans, gjaldþrot og óvissa framhaldi þar. Og í dag hafa verið fluttar fréttir og einn í gærkvöldi reyndar
ákveðna við sjá í söngmálum hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að það sé einhver vandi sem að steðjar að söngskólum í Reykjavík og hefur jafnvel heyrst að geti ógnað tilvist tiltekinna skóla. Ég ætla að fræðast aðeins þetta mál með ykkur, kæru áhorfendur, komnir 3 góðir gestir hér að rauða borðinu. Gunnar Guðbjörnsson, þú ert skólastjóri Söngskóla Sigurðar Demens og Hallveig Rúnarsdóttir, þú ert aðstoðarskólastjóri í sama skóla, ekki satt? Já. Og svo erum við Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur frá Söngskólanum í Reykjavík. Sko, getið þið sagt mér hvers vegna þið eruð að svolítið senda út neyðarkall til stjórnvalda? Hver krísan? Það peningavandi, hvaða vandi það? Við skal gripa þennan bolta svona til að byrja með, því að við erum nú kannski svolítið hér í dag því að ég fór að segja þér okkar stöðu strax í síðustu viku. Já. Síðan þegar þessi krísa kemur upp hjá kvikmyndaskólanum þá hefur eiginlega boltinn bara alveg farið af stað og við erum að segja frá því að við séum í svipari stöðu. Við sjáum fram á það að þurfa að loka haustið 2026. Þannig við næðum að reka skólan 1 ári viðbót ef að verður ekki breyting á. Hversu? Ástæðan er sem sagt svo, bara svo ég fara út í smá svona flokknar útskýringar, er að árið 2011 þá tók ríkið yfir greiðslur fyrir kennslukostnað í sem sagt efri stigum tónlistarnáms, í hljóðfæranámi bara framhaldsstig en í söng bæði mið og framhaldsstig. Og að því að það er í eðli söngskólana að þá erum við augljóslega með mun stærri bút af okkar kennslukostnaði undir þessari greiðslu frá jöfnunarsjóði sveitarfélagana. En greiðslan, hún tekur ekki tillit til launahækkana. Nei. Og hún reyndar fylgir launavísitölu en nú hafa nokkur sem komið hækkanir sem hafa farið töluvert fram yfir launavísitölu. Það talað 24%. Núna verður 24% hækkun í heildina frá júní á síðasta ári. Og skellir þetta bara ykkur flötum? Þetta skellir okkur bara flötum og við til dæmis eins og núna, við horfum bara upp á það að það eru 10 milljónir sem að skólinn þarf að greiða sem að eru bara ekki til. Það er bara ekkert flokknar en það. Og við erum auðvitað bara skóli sem rekur sig á sléttu. Og þetta eru bara peningar sem að við tökum ekkert upp á götunni. Þannig að þetta er mjög alvarlegt mál sérstaklega fyrir okkur í Söngskóla Sigurðar Demens því að við erum yngri skóli en Söngskólinn í Reykjavík og þau búa kannski að því að eiga svolítið aur sem þau geta gripið til en hann náttúrulega endast ekki þetta eilífu en þetta er bara nú stendur fyrir dyrum að það þarf að skrifa aftur undir samkomulagið þessar greiðslur úr jöfnunarsjóðnum ef ég skil það rétt og nú bara biðlum við bara til stjórnvalda, bæði ríkis og borgar, að þau lægi þetta gallaða samkomulag sem við erum búin að standa frammi fyrir síðan 2011. Þetta er þriðja, ef við fáum uppsagnarbréf eftir ár, það er þriðja uppsagnarbréfið sem ég fæ frá skólanum síðan þetta samkomulag kemur til. Já. Og þetta er bara hræðileg staða. Það er bara ekki öðru sem það. Og samt á söngurinn að vera okkar flaggskip í lista? Já, við erum náttúrulega að vona að þjóðarópera verði að veruleika og það er planið. Og en eins og málin standa núna þá rauninni söngvarir ekki með nein föst störf á Íslandi. Nei. En hugmyndin að það verði föst störf í þjóðaróperu. En það sem að söngvarar geta unnið við í föstu starfi söngkennsla. En náttúrulega ef að söngkennarar missa þá vinnu að þá er náttúrulega bara mjög mikið af fólki sem er að fara að missa vinnuna og getur ekki kennt söng og það þýðir náttúrulega að þá eru ekki margir sem að geta lært söng og við þurfum náttúrulega að framleiða einhverja söngvara til þess að syngja í þjóðaróperu þegar hún verður stofnuð. Svo spyr ég mig líka þegar lítil útgjöld miða við þjóðaróperu, þegar ekki hægt að sinna þeim sæmilega, hvernig verður þá með þjóðaróperuna? Já, það er spurning, því að einmitt í svona stóra samhenginu þá er þetta kannski ekki eitthvað rosalega mikill peningur sem að okkur vantar til þess að redda okkur Það er að vísu þannig að í Reykjavík þá er allt til að halda því til haga að Reykjavík fær helmingin af því framlagi sem fer til þessa samkomulags frá árinu 2011
og það varð í rauninni til á þeim tíma sem að svo ákvörðun var tekin í kjölfar hrunsins að byggja Hörpu. Þannig að það var alveg svona samhengi þarna á milli hlutana. Reykjavík hafði tekið ákvörðun eftir hrunið að hætta að borga með efri stigum í hljóðfæranámi og í söngnámi og ástæðan var svo að þau töldu það einhvern veginn ekki stætt á því að borgin sem sveitafélag væri að borga fyrir nám sem að í rauninni ætti heima á menntaskólastigi og það í sjálfum sér alveg rétt, það er alveg fullgildar röksemdir en það sem gerist hins vegar er það að það er búið til samkomlega, það er gert í miklu hraði og það er gert sem svona einhvers konar mótvægis aðgerð að það verði ekki hrun í tónlistarkennslu á landinu á nákvæmlega sama tíma og það verði ákveðið að byggja tónlistarhús. Það er náttúrulega mjög mikil þversögn í því og það er eins og það myndi vera auðvitað mikil þversögn í því að sjá hrun í söngkennslu á sama tíma og við ákveðum að búa til þjóðaróperu. Hvað er þetta miklu peningar? Miklar vonir við það. Hvað er þetta miklu peningar? Sko ef við myndum hugsa söngnámið sjálf þá held þetta sé nú ekki nema kannski svona eða eftir svona vera kofvera og vel það þá er launahækkunin kannski 50-60 milljónir en það eru auðvitað búið að myndast sko fækkun á nemendum, söngnemendum í Reykjavík alveg frá því 2011. Það eru miklu færri nemendur núna heldur en voru þá. Í ykkar skóla? Bæði í okkar skóla, í okkar skóla, við höfum reynda fundið leiðir til þess að fjölga þeim en það er svo allt annað, það er bara því að það hefur verið meira frelsi til þess að veita stundir á nemendur en það sem hefur kannski hins vegar gert er það að söngdeildir inn í tónlistarskólanum hafa horfið, söngskólinn hefur líka eitthvað fækka nemendum sem eru kvotanemendur eða nemendur sem eru með stuðning þessa sjós. Þannig að það hefur myndast í rauninni svona einhvers konar bakslag í söngkennslunni og þetta er auðvitað eitthvað sem við þyrftum líka að fá tilbaka vegna þess að það hafa líka orðið breytingar innan beggja skóla, það eru báðir skóla konum með söngleikjadeildir. Við erum farin að vinna svolítið meira líka með leiklist, það hefur bara verið þróunin og við sjáum auðvitað að það hefur líka orðið bara ákveðin breytingin að leikhúsun okkar, það er miklu meira sett upp að söngleikjum og þar að leiðandi breytast leið kröfunar hjá leikhúsunum fyrir því hvernig leikararnir ná sér í menntun. Það er meiri krafa til leikara að þeir séu söngmenntaðir og geti komið sér vel sem söngvarar fyrir á sviði. Og fyrir vikið þá náttúrulega erum við að taka þarna ákveðin bolta innan menntakerfisins í listunum sem að við fáum alls ekki bættan og við höfum aldrei fengið neina fjármuni til þess að bæta við þessu nemendum, við höfum bara tekið á klassísku söngurunum. Þannig að það er eiginlega svona, það er tvöfaldur vandi, fækkun söngnemenda í Reykjavík pluss það að við höfum verið að taka einhver stærra hlutverk sem svona ryþmískur eða söngleikja skólar. Þetta á við báða skóla. Harðveig, upplifir þú svona skort á virðingu gagvart þessu umhverfi hjá þeim sem að stýra fjármálum og stjórnvöldum? Eða er þetta... Ég veit ekki einu svona alveg hvort ég vilji kalla það. Ég held að þetta sé bara vanþekking. Og það er náttúrulega verða breytingar á þessum stjórnvöldum. Náttúrulega nú erum við enn og aftur, eins og ég var að segja þér, að ég var að tala um þetta við í síðustu viku þegar ég var hérna í viðtali út af öðru. Þann sama dag skrifaði ég bréf sem að allir mínir kennarar í skólanum ætla að skrifa með mér undir og við ætlum að senda á fjölmiðla en ég satt upp með það var engin ráð þegar ætla að senda bréfið. Þannig að það fer út í dag og ég menn sér það er auðvitað, þú getur rétt svo að sé það þegar það eru svona örskipti og sérstaklega í ríkisstjórninni. Þetta er bara sífelldur stólaleikur og þú getur rétt ímyndaðir hvað þetta með menntamálaráð þeirra fær í fangið og ég held bara núna, þess vegna erum við að reyna að kýla í gegn þessa umfjöllun bara alls konar vettfangi og meðal annars eru komin hingað til þín til þess að hreinlega bara skýra þetta út eins einfalt og hægt er og bara líka vekja athygli á því að auðvitað þó að við séum að fá hérna óperu sem að verður þjóðarópera eða hvort hún á að heita óperan stóru ó eða hvað hún á að heita, skiptir ekki máli, þá eru auðvitað bara pínlítið hluti að því fólki sem að er inn í okkar skólum sem að nokkuð tíminn eftir að standa því sviði, við erum auðvitað sko, það er alveg ólýsanlegt hvað söngnám getur verið uppbyggjandi fyrir fólk. Vegna þess að söngnámið það vinnur bæði með sem sagt líkamamanns og huga og það er fátt hollara mannesku en að syngja. Og það er bara marg sannað.
Þannig auðvitað langstærsti hluti á okkar nemendum í öllum þessum skólum. Þetta auðvitað bara fólk sem er þarna og býra þeirri stórkostlegu þekkingu og þeirri uppbyggingu á þeirra sjálfstrausti og annað sem að það fær þarna inni. Við erum til dæmis búin að vera að byggja upp síðustu ár, síðan ég tók við sem aðstoðarskólastjóri fyrir nokkrum árum, þá höfum við markvisst unnið að því við Gunnar að vera að byggja til dæmis upp heilsueflandi hluta námsins, þar sem við fáum inn fólk sem að kannski af einhverjum ástæðum hefur fallið milli skips og bryggju og kemur inn til okkar og getur þannig byggt upp. Við sjáum líka krakka sem að eru skynsegin, sem að ná alveg gríðarlegum árangri. Við höfum hort upp á krakka sem að koma kannski inn í skólan, geta valla hort í augun á manni, eru svo bara komin út í heim núna, farin að syngja við óperuhús. Þetta er óendanlega mikilvæg, þetta er svo mikilvæg starfsemi sem er unnin í þessum skólum. Og við mögum ekki gleyma því að við erum ekki bara hér til þess að framleiða einhverja heimsöngvara, en þó að það sé það er auðvitað alveg stórkostlegt að það náist mjög oft. Það eru þvílíkt margir sem eru starfandi út í heimi. Ég held að bara fólk trúir því ekki. Nei, það er alveg ótrúlega há prósenta, sko. Þetta eru mikið til krakkar sem eru að koma á þessum 2 skólum. Vegna þess að hjá okkur fá þau nám þar sem þau læra bæði tónlistina en líka mikil áherslu lögð á leiklist og uppbyggingu, og það eru settar upp glæsilegar sýningar, margar sýningar á ári í báðum þessum skólum. Já, einmitt núna er til dæmis söngskólinn í Reykjavík að sýna söngleikinn Oliver í Tjarnarbíói, og það eru hátt í 50 nemendur sem að taka þátt í þeirri sýningu, ungdeild og söngleikjadeild og lítil hljómsveit sem spila með og uppselt og alla sýningar og mjög mikið gleði, eins og Hallveig segir að auðvitað erum við náttúrulega mjög glöð ef einhverju verða atvinnusöngvarar, en við vitum að það er alltaf bara svona toppurinn á píramídanum, en svo er fullt af fólki sem bara nýtu þess að syngja og einmitt getur hjálpa fólki alls konar aðstæðum, en svo er þetta líka fólki sem fer út í kóran okkar og Ísland á náttúrulega ótrúlega mikið af frábærum kórum og svo verða margir kennarar og þeir verða leikarar eða stjórnmálamenn eða ýmislegt og þau búa öll að þessu, því eins og Hallveig var að tala að þarna ertu að vinna með líkamann og þú ert að vinna með röddina, með djúpa öndun, með slökun, hvernig á að koma fram fyrir framan fólk, hvernig á að beita röddinni, vinna með öðrum í hópi, vinna í sýningum og svoleiðis, þannig að það eru ótrúlega margir hlutir. 7 árum síðan að ég googlaði í rauninni bara singing and mental health og ég held ég hafi fengið svona rétt í kringum 100.000 svona niðurstöður út þeirri leit. Ef að gera þetta í dag þá fer það upp í 20 milljóna. Og það hefur orðið gríðarlega mikil uppvakning á þessu svið og fólk er farið að átta sig á því að það gerast ýmsir hlutir inn í fólki þegar það fer að syngja. Það verða bara til hormón sem í grunninn gerist svolítið það sama þegar þú fer bara út að hlaupa. En það er náttúrulega bara ekkert fyrir alla að fara út að hlaupa. Sumir vilja bara gera eitthvað annað og sumir vilja syngja, og við sjáum það á Íslandi, þá virðist það bara vera býsna mikið eitthvað sem við viljum gera, það er að fara í kórana og syngja og taka þátt. Og þar að auki að þá sjáum við gríðarlega mikla félagsstyrk í kringum leiklistarnám og það að vera þáttakandi í leikstarfsemi og skólanir okkar eru auðvitað að sameina þessar 2 listgreinar og við sjáum að það gerist eitthvað innra með þessu fólki sem að tekur þátt í því. Og það sem við höfum upplifað hafa verið þannig breytingar að okkur er þótt ástæða til þess að fylgjast með því. Við fengið fólk til þess að koma og tala við okkur þessi mál, fólk sem svo músíktherapista og sálfræðinga og fólk í fagfólk. Og niðurstaðan er alltaf svo sama, það virðist vera algengt hjá þeim sem vilja syngja, þeir séu með ADHD, það er mjög stór hluti af nemendum með það er einhverfa, það er kvíði og mikill kvíði og þetta fólk leitar í nákvæmlega þessa listgreinar, þannig að því virðist líða miklu betur þegar það er þáttakandi í verkefninu. Heilin framleiðir endorfín, gleðihormón og alls konar hluti sem að viljast bara verða til. Og er það þannig að þessi heilkenni stoppi mann ekki endilega af því að komast í fremstu röð? Nei, ég held að mjög stór hluti af fólki sem að nær langt í listum er til dæmis með ADHD. Við þekkjum þetta frá þessar listleksju ekki ná langt í listum. Nei, en sko það en eins og ég segi, við erum alltaf þessar sýningar sem við erum að setja upp, það eru þetta ekki allir þar innanborð sem að munu verða einhverju stórsöngvarar, en við erum bæði að setja upp Shrek og Töfraflautuna núna í vor
og það ótrúlega magnað að horfa á munin á nemendum sem að taka þátt í þessum sýningum frá því að æfingatímabili hefst og þegar þau labba út á síðustu sýningunni. Eitt styður gríðarlega mikið söngurinn leiklistina og leiklistin að styðja sönginn, þannig að við sjáum líka að það ekki bara að það styðja þau sem einstaklinga, heldur styður líka söngurinn oft í því að leikararnir verða betur tengd á sviði og svo leikurinn hins vegar færðu til þess að fara meirinn í líkamann og sækja meira í rauninni sönginn sinn út frá líkamannum og þetta bara hlutir sem haldast saman. En ef ég spyr þig, til dæmis Guðrún Jóhanna, þegar þið eruð í viðræðum við fólki sem með peningana, hleypir það ykkur að þessum kafla sem að þið eruð að ræða hér? Eða horfir það bara á einhver Excel-skjöl og við hefum fengið fund í mennta- og barnamálaráðuneytinu og við hefum reynt að ná fundi við fjármálaráðherra ekki fengið og reynt að fá fund með borgarstjóra ekki fengið en við erum líka viðræðum við stéttarfélögin til þess að útskýra fyrir þeim okkar vanda og Gunnar er búin að vera að tala við marga þingmenn og svoleiðis þannig að og það virðist alveg vera skilningur svo sem hjá fólki og eins og þú varst að tala virðingarleysi, ekki það að ég upplifi eitthvað virðingarleysi, ég held að sé eiginlega bara svona kerfisvandi, þetta það bara, þú veist að skipulega geta betur hugsa lengra fram í tíman líka, þú veist ekki bara rettingar, bara rettingar. Þetta komin 14 ár sem ég hef verið í þessu, því ég hef verið í þessu allan tíman frá því þetta samkomulag var til og það er mjög algengt að fólk svari mér, ég er að skoða þetta. Og það er bara búið að vera viðvarandi ástand í 14 ár. Það er alltaf sama svarið. Og þetta er svona vissu leyti svolítið störukeppnin sem er alltaf milli sveitarfélaganna og ríkis. Það er bara hver er að fara að borga þetta og hvernig er að leysa þetta. En staðan í Reykjavík verri heldur en í öðrum sveitarfélagum. Já, því að þetta með kannski þetta gerist eða sama allir með svo Selfossi að þá borgar sveitarfélagi Árnes mismunin. Það sem að sveitarfélagi fær ekki frá jöfnunarsjóði, borgar sveitarfélagi þá inn í tónlistarskólan. En það gerist ekki í Reykjavík. Þannig að allir þessi sjálfstöðu skólar sem eru á framlögum frá ríki og borg, þeir þurfa bara að taka skellin sjálfur. Þetta er munurinn Það sem er svolítið merkilegt, fyrir ég ætla að fá að koma einmitt bara eitt punkt í sambandi við nákvæmlega þetta, að við höfum náttúrulega reynt að leysa það svolítið mikið þannig að við borgum þennan kennslukostnað sem út af stendur af skólagjöldum og það er ólöglegt. Það er raun og verið að neyða okkur til þess að brjóta lögin okkur einasta ári og þetta finnst mér líka bara mjög óeðlilegt. Og þá náttúrulega gerir það líka það verkum að skólagjöldin hjá okkur verða rosalega há og þá verður þetta einhvers konar elitunám sem við viljum ekki að það sé, þegar við viljum að allir hafi aðgang að þessu námi. Við erum til dæmis eiginlega í þeim skrifum núna að klára umsókn menntaskólabrautir bæði í söngleikjanámi og einsöngsnámi eða óperunámi og við vitum náttúrulega ekkert hvernig því máli mun reiða af, eins og vitum í rauninni ekki fyrsta lagi hvort að einhverjir menntaskólanemendur hafa efna á því að fara að stunda nám hjá okkur. Við höfum alltaf séð að þeim er alltaf að fækka nemendum sem eru á þeim aldri. Það sem gerist með það er það að þau byrja í skólanum en flosna á námi vegna þess að það hefur ekki verið að fá nógu mikið einingum fyrir það sem þau eru að gera. Þannig að þau eru að fá 30 einingar fyrir söngnám sem er í rauninni í vinnuframlagi eitthvað eins og 100-120 einingar. Það er alltaf augljóst og svo er það að borga skólagjöld á hana það sem þau þurfa helst að vera þá í vinnu með þessu. Þá eru þau eiginlega komið þrefalt af álagi, vinnuna sem þau þurfa að vinna til að segja fyrir skólagjöldunum, tvöfalda í rauninni svo vinnu í einingunum sem að þau ætti í rauninni að vera að fá metið. Og svo er framhaldsskólinn líka 3 ári staðan fyrir 4 og svo er búið að stytta námið þar líka þannig að þessi 200 einingar eru teknar inn á skemmri tíma. Hins vegar eru gríðarlega margir sem hafa lýst áhuga yfir því að taka þátt í svoleiðis og ekki síst af því það er leiklistan með. Þannig að inn í þessu námi. Þannig að sko við svona bindum mikla vonir við það og höfum alltaf verið að koma fram bæði með þetta heilsueflandi nám og svo þessar menntaskólabrautir og við erum alltaf búast þá við því að sko ef við sýnum lit eða við erum með lausnir til þess að í rauninni bara þá að fá einingapeninga til móts við það sem við erum að gera í eininganámi ef við erum með samstarfsskóla sem vil vera með okkur í þessu verkefni. En það er bara aldrei opnast og það bara virðist eiginlega að gerast mjög lítið að það opnist þessi möguleikar. Við höfum reyndar fengið örlítið fjármagn til þess að vinna með heilsueflandi námið og það breytti algjörlega okkar stöðu síðasta haust. Það bjargaði okkur í 6 mánuði en auðvitað settum við allt fjármagnið í að kenna fyrir svo þegar launahækkanirnar koma þá erum við eiginlega í verri vandræðum en áður. Vegna þess að við settum allan peningin í kennslu sem að við auðvitað þurfum þá að hækka launin út af.
Þannig að það eiginlega setur okkur í glandur núna að hafa fengið þetta fjármagn. Þetta svona frekar öfugsnúið. Það alltaf frábært sko að fá launahækkanir, frábært fyrir kennara, en það ekki frábært og það verður það bara bjarnagreiði ef að sko, þú veist, ef við eigum ekki fyrir þessum launahækkunum sem þýðir að þá þurfum við bara að segja upp kennarum og þá eru náttúrulega kennarar með minni vinnu. Við þurfum að minnka hlutfall hjá öllum þeim kennurum sem fengu launahækkun núna, við þurfum að minnka hjá þeim í rauninni hlutfallið í haust, þannig að þau fá í rauninni launahækkunina en svo fá þú bara minni vinnu næsta haust, þannig að þetta svona, það má eiginlega næstu að segja þetta séu gerfi launahækkanir sem er svona pínu kjaftsök. Ef maður tekur fókusinn á ykkur sem kennurum og við setjum fókusinn á notendahópinn, krakkana, unga fólkið, þá við vorum að ræða það hérna áður en við setjumst þetta gætu kannski verið á milli 300 og 400 manns eða eitthvað á 400 manns, það ekki samanlagður nemendahópur ykkar 2 skóla pluss 3. skólans. Það er 3. skólinn í Reykjavík sem heitir Thomas Fox, þau eru ekki alveg að bondum málum og við vegna sem þau kenna bara upp í miðpróf. Þannig að þau eru ekki með framhalds- og háskóladeild innan borðsins og báðir skólarnir okkar. Ég get enga síður trúa að það sé svona 40% eitthvað svolítið. Það getur verið. Svo náttúrulega annað eins og sko að Reykjavíkurborg líka fyrir nokkrum árum breytti reglunum sínum varandi tónlistanám þannig að þú getur ekki hafið sko hljóðfæranám eftir 18 ára aldur og ekki söngnám eftir 26 ára aldur. Þannig að það er mjög mikið af fólki líka sem að vill læra hjá okkur sem er í kórum og svoleiðis. Þetta fólk í gamla daga, það gat alveg bara farið í söngskólana og stunda söngnám. En núna þá mega þau ekki stunda söngnám í skólunum vegna þess að við megum ekki kenna þeim ef þau eru nóg gömul. Nei, ekki fyrir eftir þau eru búin að taka það grunnpróf. Já, ekki nú þau taki grunnpróf Var þetta ekki óhefnileg breyting að ykkar mati? Jú, algjörlega og það eru meira sem margir atvinnu söngvarar á Íslandi í dag sem að byrjuðu eftir þennan aldur sko. Kristján Simundsson, hann var 30 þegar hann byrjaði. Díselstillingarmaður norður á Akureyri, hérna Kristján Jóhannsson. Hann hefði ekki fengið að læra söng á sínum tíma. Hvaða rugl Já, þannig að þetta er náttúrulega og það sem að þú veist, það sem allir missir svo Þetta er eitthvað sem við getum alveg skrifað á Reykjavík. Þetta er borgarstjórn Reykjavík. Já. Píratar. Það sem að þú veist, við gerum sem í söngskólanum í Reykjavík þá bara bjóðu upp á svona 8 vikna námskeið eða fólk getur komið í engatíma eitthvað svoleiðis en þá þarf fólk bara að greiða alveg fyrir það sjálf. Það er ekki sko, þú veist, engin stuðningur frá ríki og borg, þú veist, það er þá bara þú bara borgar. Við erum með eins og kallum það béleit því okkur og þá borgar fólk bara kennurum bara beint. Fær þá ekki aukaflaun og slíkt. Það er þáttaka í því. Það er talsveit mikið af fólki. Þannig að það er mjög mikill áhugi sko á náminu en það komist ekki allir að. Það er biðlist í okkur sko, við bara getum ekki tekið fleiri. Mér finnst skipta máli í þessu samhengi líka bara saga Íslendinga að við áttum hér listamenn fyrir meir en 100 árum sem að áttu bara brimbrot í þjóðarstoltinu fóru út og vissu ekkert hvað þeir voru að gera þetta hafi verið fyrstu svona útrása víkingarnir voru íslenskir hérna óperusöngvarar eins og Pétur Jónsson og Stefán Marja Markan sem stórkostlega fyrirmyndir sem að hafa sko, maður sér alveg að þessa fyrirmyndir, þessi listamenn hafa blásið íslensku þjóðinni kjark í brjóst og komið okkur í gegnum allt það sem að þurfti að koma okkur í gegnum og gert mjög mikið fyrir sjálfsmynd þjóðarinnar líka það er sjálfsagt að segja að þeir hafi gert líka mikið fyrir sjálfsmynd þjóðarinnar afskaplega mikið þjóðarstolt af Stefáni Íslandi og þessu fólki sem var að syngja út í Kaupinu eða út í Þýskalandi og Marja Markan sem söngumett og Gunnar Guðbjörnsson og Kristján Jóhannsson og Kristján Sigmundsson og Dísela Lárusdóttir og fullt af fólki sem er út í heimi núna að syngja. Ég er sá sem ég er ekkert síst út af sko Pétur Jónssoni eða Einari Kristjánssoni. Mér finnst Einar vera sko ótrúlegt dæmi snilling sem að fer út í Þýskalands. Ég held hann að ætla að læra tannsmíði frekar en tannlækningar. Og eða svona, það er það sem hann sagði. Það veit nú enginn hvort að það var það sem ég ekki á spýtuna. Það var allavega farin að læra söng á langt og leið. Og þetta er sko listamaður sem að söng fyrsta Albert Herring í Þýskalandi í óperunni í Dresden og þetta er svolítið svona, þetta er eiginlega svolítið sturluð staðreind sko því að óperusöngvarar eru einhvern veginn menntun og óperusöngvarar gerir talsverða kröfu til tungumálamenntunar, til tónlistamenntunar, til rallegrar menntunar, til nám sem er svona fysiskt og svo að geta staðið á sviði. Þannig að þú ert komið talsvert sko marga þætti í þínu námi sem þurfa að vera svona eins og maður segir svona í hærri, hvað maður segja, hærra laginu á kultúr
og þetta eru sem sagt Íslendingar sem koma úr svona frekar kannski, skulum við segja, menningarlega snauðu umhverfi og bókmyndirnar hafa verið sterkar. En við við eigum enn þann dag í dag, erum við þetta búin að eiga alls konar fólk sem hafa náð ótrúlegum árangri og enn þann dag í dag erum við að horfa upp á bara einhverja skærustu stjörnur í bara söngheiminum sem eru bara núna nákvæmlega, nefna Arnheiði Eiríksdóttir, Jóhann Kristinsson, Álfheiði Erlu Guðmundsdóttir. Þetta eru bara manneskjur sem standa á stærstu keppnisviðunum og stærstu Ólendum Ólafi Kjartani. Ólafi Kjartani í Bærum. Ekki Ólafi Kjartan, en ég var líka að taka dæmi þessi aðeins þessi yngri Ólafi Kjartan er náttúrulega bara einn skærasta stjarna. Einn af mínum nemendum er Sveinn Hjörleifsson sem er að syngja öllum húsum sem ég söng á í Þýskalandi, svo Halle og Frankfurt og Leipzig út allt og bara það er svo gaman að fylgjast með því og manni finnst það svo skemmtilegt að sko það skuli vera næsta kynslóð, hún er komin á þennan sama stað og maður var sjálfur á fyrir 25 árum síðan og það eru þetta bara líka eitthvað sem að vekur hjá manni svona smá ugg að það að vita til þess að kannski verður þetta ekkert svona eftir 30 ár. Það verður kannski engin sveit hérna að kenna söng eftir 30 ár sem getur þá sagt, já, þessi farin að syngja líka í Halli og þess vegna. Og við Íslendingar eru náttúrulega það sem er svolítið sérstakt er hvað við erum mikil söngþjóð. Og þetta er náttúrulega okkar menningararfur, náttúrulega bókmyndirnar, en líka, þú veist, ef maður hugsa bara, þú veist, þegar fólk var bara í torfbæjunum og það var varla með nein hljóðfæri og svona, fólk söng og það var að kveða rímur og svo leis og það er náttúrulega ótrúlega mikið af kórum og söngurinn er svo mikið okkar listgrein. Fólk saminast í söng og söngur er náttúrulega eitt af því sem að líka heldur tungumálinu gangandi, bæði íslenskunni og hjálpar okkur líka að læra erlend tungumál. Garðar Hólm er ein þekktasta bókmenntapersóna syngja til dæmis, þá ertu náttúrulega að syngja sko ljóð, þannig að þú ert að nota tungumál sem þú ert ekki að nota bara í hversdagsleikanum og kynnist þá bæði íslenskri ljóðlist og svo erlendri á sama tíma og þarft að læra svo önnur tungumál og svo leist til að geta tjáði í söngum á erlendu tungumáli og ég held að líka sko að með alls ekki vanmeta söngin þegar við erum hugsun til dæmis nýbúa og inngildingu á Íslandi að nú er náttúrulega mjög stór hluti þeirra sem búa í Íslandi eru á erlendu bergi brotnir og margir, náttúrulega mikil áskorun fyrir marga að læra íslensku og við vitum það náttúrulega bara hversu sko mikið þú lærir tungumáli með því að syngja á því því að við sungum líklega öll á þýsku og ítölsku og fransku og eitthvað áður en við lærum tungumálin sko. Þú veist og svo þegar þú byrjar að læra tungumáli þá er náttúrulega miklu auðveldara því að þú ert búin að læra framburðinn og þú ert búin að læra alls konar orðaforða og svoleiðis þannig að þú veist ég held að þetta vera lykilatriði fyrir sérstaklega börn á Íslandi sem eru að reyna að aðlast þjóðfélaginu og svoleiðis að þau fái að syngja lög og syngja íslensk lög og þú veist og við erum að tala um söngskólana en söngskólan eru líka sko hluti af stærra lífi, sönglífi Íslendinga sem eru þá náttúrulega líka bara grunnskólanir og það er alveg rosalega sorglegt að sjá hvernig sko tónlistarmenntun hefur verið dregin út úr grunnskólanum. Það er nefnilega kemur annað. Já, og svo er annað að það er ekki búið að vera mennta tónmenntakennara og svona þannig að það er svona minni söngur í grunnskólanum. Það ætti náttúrulega að vera kór í hverjum einasta grunnskóla á Íslandi. Og svo má líka tala um leikskólana, þar er raun og veru þó það sé mikið sungi úr leikskólanum þá er það ekki gert á réttan hátt. Leikskólakennarnir er alltaf að syngja bara í sinni legu og veskanisbönnur bara Óskar Steinar. Þetta kemur fagþekkingin, það er að syngja harri tóntegund fyrir leikbönnum sem að vinna við þetta í Vesturbænum. Hann er ábyggilega smá undantekning, þannig að við skulum taka hann út úr breytuna en þetta er alveg rétt sem að Guðrún segir að sko söngur er auðvitað bara okkar listgrein og eins og við vorum að segja áðan þetta er raun og veru hvernig við tjáum okkur og hefum gert frá örófu alda eins og hér voru ekki hljóðfæri eins og Guðrún benti svo réttilega á en þetta með inngildinguna er mjög gott og við höfum einmitt tekið nokkra krakka sem eru innflytjendabörn inn í gegnum heilsueflandi hlutan hjá okkur Við viljum bara líka sjá meiri mikla aukningu í bara erlendum einstaklingum sem eru orðið eldri sem vilja bara koma inn á og en ég vildi síðan líka bara kannski enda á jákvæðum nótum að þegar verður búið að laga þetta hjá okkur
þá eitt sem við erum búin að vera að stefna á í svolítinn tíma og það einmitt þetta að skólinn gæti á einhvern hátt komið að því að stofna aftur þessa skólakóra sem að voru svo sterkir hér fyrir nokkrum áratugum síðar og ég veit það kannski manna besta því að móður mín var stjórnandi af einum af þeim kórum til 20 ára skólakór Garðabæjar. Þetta var bara menningarstofnun þar sem að bara öll börn sem það vildu í Garðabæ máttu koma og syngja með, eða það sé í Flataskóla, þeim skóla sem mamma var og það var engum meinað að taka þátt en samt var þetta á þannig háum standard. Það sama sagan hjá henni Tótu í Kársnesi og honum Agli í Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. Þetta voru bara menningarstofnanir og þær eru náttúrulega ennþá til. Við vorum að tala Dómus Vogs 3. skóla náðan. Hann byggist náttúrulega stórum hluta á kórastarfi, stórkostlega góðu kórastarfi og eins getum við nefnt Langholtið. En það eru samt sem áður kórar sem að starfa inn í enga í raun og veru eða annars vegar í kirkju sem ekki allir vilja hafa börnin sín í starfsemi í kirkju, til dæmis bara út af trúarlegum ástæðum með annað, eða einmitt í svona einkareknu framtaki sem að það sem þú þarft að borga fyrir það. En þessi skólakórar sem að þeir voru bara opnir fyrir börnin að taka þátt, samt með gríðarlega háum listrænum standard. Og þetta er líka svo ódýrt. Nei, það bara kostaði ekki krónu. Og það er svo ódýrt að vera með þennan, þetta og þetta. Þetta langar okkur í okkar skóla til dæmis að geta komið getum bara verið Reykjavíkurborg til aðstoðar með að koma þessu aftur á koppinn á meðan það er svona mikil vöntun til dæmis á tónlistarkennslu. Þetta er einmitt alveg, ef við viljum vera í ákveðna nótum, getum við samt líka séð þetta sem ákveðna lausnin í skólakerfinu okkar sem er að glíma mikið við ofbeldi og það hefur verið mikla aggressjón og erfiðleika. Að eitt af því sem að einmitt góðum maður sagði, það syngur engin reiður maður og það er það sem að kannski væri það hollasta fyrir börnun okkar að upplifa, það væri skólasöngur í öllum bekkjum og það ég veit að það eru verkefni sem eru einmitt af þessum nótum í Danmörku það er reyndar í gangi líka hérna en það er bara miklu minni skala en það er á miklu minni skala og það er verið að gera meira og meira úr sér Danmörku út af þessari aggresjón og líka vegna þess að börnin eru talin líka bara að þú gera þetta í samhengi við tónlistarnám að þá mun þetta skila sig líka í námsárangri og þetta er líka svo lítil fjárfesting með það sem hægt er að fá út úr þessu hvað þarftu fyrir eitt kór eins og talum, þú þarft engin hljóðfæri þú þarft náttúrulega píanó eða flíil til þess að og svo þarftu náttúrulega velmenntaða mannesku sem getur leitt þetta starf og en ef þú plantar einni svoleiðis mannesku í hverjum skóla þú veist, samkenndin sem myndi aukast á meðal krakkana og líka bara þú veist að læra íslensku og gera eitthvað saman vinna sameiginlegu markmið sem er ekki þú veist að vinna hinn eða eitthvað þannig þú veist í einhverjum hernaði heldur bara búið til eitthvað fallegt saman. En þeir eru frændur okkar fannir að skoða þetta. Já, þú veist, þetta er bara, mér finnst þetta eitthvað svo borðleggjandi en auðvitað erum við náttúrulega úr þessum heimi þannig að þetta er mjög svona auðlust fyrir okkur. Við erum full af fróðleikum þetta allt saman eins og líka að syngja með gömlu fólki og hjálpa heilabiluðum með söng og allt þetta. Þetta er bara verkefni sem að, en það þarf fólk til þess að það sé hægt að búa til svona verkefni í framtíðinni. Og það er auðvitað það sem við höfum líka verið að reyna að vinna í það er einmitt að búa til farveg þannig að þetta fari í þá átt. Því við vitum að það er ekki allir að fara upp á óperusvið eða leiksvið. En það er líka gott að haga, það er svona verkefni í gangi nú þegar í einhverjum örfáum skólum í Reykjavík. Harpa, jú, en það er samt bara söngur og sal sem er góður út af fyrir sig. Skólakórarnir er annað. Það er miklu meiri starfsemi, það er miklu stærra verkefni. Það þyrfti þá fleiri, það er ekki nóg að það væri þá 1-2 manneskjur eins og er í gangi núna. Heldur væri það bara stærra verkefni og eins og það er nefnilega líka hefur verið rannsakað hvað gerist í heilanum þegar fólk syngur í samhljómi. Og það er eitthvað það jákvæðast sem þú getur gert inn í þinn dag, í þínu lífi. Og það er að syngja í hljómi með annar mannskju. Það er fjárfestingi andlegri og líkamlegri heilsu nemendana. Og svo líka eins og þeir að tala heilabilun og svona, þú veist, eins og við sjáum með fólk sem að þjást að heilabilun eitt af því síðasta sem að það eru þú veist, sönglegur æsku sinni. Þannig við viljum náttúrulega að fólk hafi þennan minningabanka
í heilanum. Þegar börnin læri ekki neinn lög, fólk hefur sagt samhengi í því að aðstandendur sem sjá sem sagt sína heilabiluðu foreldra eða þau hafa á tilfinningunni sem sagt þau allt í einu þekki sig, sjá allt í einu bleiki augunum sem þau kannast við hjá fólki sem kannski eiginlega alveg horfið og það þá í þessu samhengi við söng að fólk einhvern veginn kemur tilbaka í smá stund. En til þess að það geti gerst í framtíðinni, þá þurfum við börnin að læra lögin í dag. Þau ekki að læra lögin í dag. Ég tel mig hafa notið mikillar blessunar. Ég ólst upp í Mývatnssveit og Jón Stefánsson heitinn, organisti í Langskirkju á næsta bæ og sama fjölskylda. Og við erum svo heppnir að skólastjórinn í Skútustaðaskóla, það allavega einu sinni í viku, þá bara allur skólinn að syngja saman. Og það til orgel eða píanó hverju einasta heimili og í hverju einustu veislu, hvort sem það skírnaveisla, fermingaveisla eða hvað það þá safnast fólk saman í kringum orgelið, oft harmoníumorgel, bara einhverstaðar í stofu eða herbyggi og allir syngja, hvert einasta kvikindi, niður í 10 ára gamla krakka og upp í nýrætt fólk. Og einhverja hluta vegna þetta virkar nú mjög rómantíserað en eitthvað hafði leitt til þess að fólk kunni raddirnar sínar 4 og það var alltaf sungið 4 raddar. Og þannig annar galdur sem verður að börn, fullorðnir og ríkfullorðnir eru allir að gera saman hluti. Og ég bara væri allt öðruvísi manneskja en ég væri ef ég hefði ekki notið þessa eppi. Bara svo ég leggi það á borðið með ykkur. Næsta hjá ríkisstjórninni harmoníum á hvert heimili. Er það ekki? Harmoníum á hvert heimili. Algjörlega. Það er bara að verða mjög bjartsýnn á þetta reddist. Nákvæmlega. En vonandi verður þetta spjall okkar að minnsta kosti til þess að opna augu einhverra í hópi almennings sem getur þá lagt þessu málefni lið með einhvers konar þrýstingi við það náttúrulega gengur ekki að okkar bestu stofnanir séu hér í hættu vegna rekstrar erfiðleika út af góðum hlutum eins og kjarahækkunum kennara. Þannig að takk fyrir spjallið. Takk kærlega fyrir að bjóða okkur hingað. Öll 3 og við ætlum að halda áfram dagskrá hér við Rauða borðið, ekki fara langt, meira efni eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakarí, íslenskt handverk síðan 1834. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komiði sæl og verið velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góður gestur, það Pétur Tyrfingsson, sálfræðingur og vinstrimaður, virkur í vinstrihreyfingunni og hefur líka verið virkur í áfengisvarnarmálum, hefur verið ráðgjafi og unnið á yfirmaður í geðbatteríinu. En ég eiginlega bæði að koma vegna þess að ég hlustaði á viðtal sem Gunnar Smári tók við þig fyrir cirka ári, þar sem hann var svona eins og að taka viðtal við vinstri fólk Gömlu hróin og Gömlu besservissar hana. Gömlu besservissar. Nei, en að því að það eitthvað núna, það svolítið erfitt virðist vera, eða það á einhvern nátt vandkvæðum bundið að tala vinstri pólitík og það eins og maður lendi alltaf í einhverjum óútskýralegum ógöngum og það verða svona sumpart skiljanlegar hugmyndafræðilegar deilur og þannig, en stundum það eitthvað svona erfitt að festa hönda það og til dæmis núna nýverið í Sósíalistaflokki Íslands hafa verið deilur sem að maður voru einhver leiti persónlegar, en líka hugmyndafræðilegar eða taktískar eða veit ekki alveg hvað og því tilefni fór ég aftur að hlusta á viðtal við þig. Það svo ansi gott þar sem þú ert að tala þessar svona væringar innan ólíkra vinstri hópa á sínum tíma þegar þú varst ungur maður og mér langaði bara til að biðja þig að kannski
taka upp þráðinn svona, að ég sé að spjallu þig geti bara orðið mjög góður í seríu. Já, það sem ég langar að byrja að segja, sko, að til dæmis eftir síðustu kosningar, þá var ég svolítið hissa á því að svona sósíalistar vinir mínir ýmsir, sko, höfðu orðið fyrir svona einhverjum ofsalegum vonbrigðum. Og það var talað svona árangur sósíalistaflokksins bara í sömu andráni og hrun Pírata og Vinstri grænna. Sko, ég bara sá þetta ekki svona. Ég bara sé þetta ekki svona. Sko, í fyrsta lagi þá, ef við berum saman þessar tvennar kosningar, í fyrsta lagi var það þegar var farið út í kosningarnar í fyrra skipti til Alþingis, þá var það bara kraftaverka yfir höfuð að geta boðið fram. Mér fannst mannvalið ekkert vera óalega gott, en ég sá ekki í því að flokkurum væri vondur fyrir vikið, heldur ég sá þetta bara þannig, já, ok, við erum bara stödd svona. Þetta mannvalið sem við höfum, og þetta bara sýnir okkur að við erum ekki komin lengra en þetta og framistæðan var bara í atkvæðum talið bara betri en þú kannast átt von á. Bæði svona, þú veist, stefnan ekki alveg ljós, fólk ekki vant að koma fram og allt þetta. Allt í lagi. Svo líða 4 ár eða næstum því. Fólk fékk einhvern styrk og hann var settur í einhverja starfsemi. Svo færðu seinni kosningarnar. Og þá mannvalið mun betra, fólk svona sterkar á svellinu, vissi betur hvað það var að gera og svo framvegis og atkvæðin fleiri og allt þetta. Og þá hugsaði ég, já, eitthvað hefur nú þessi flokkur gert rétt fyrst hann náði þessum árangri. Og að fara að tala þetta í sömu andröðum eins og dauða VFG eða eitthvað slíkt, það bara ekkert í gangi hér. Þetta ber ekki vott það að fólk hafi vilst af leið og það sé verið að refsa því eða það sé að hálsbrjóta sig á einhverju vondri stefnu eða starfsháttum, bara alls ekki. Og ég vil horfa á þetta sem ákveðna framför. Þannig sá ég þetta, sko. Já. Og borgarstjórnar þáttaka flokksins í millitíðin líka. Já, akkurat, sko. Gerir hann svona meira áberandi virkan. Býta eins, ég meina, fyrsta við höfum náð meira fylgi þar og svo framvegis, eitthvað hefur fólk verið að gera rétt. Og fólk þá náttúrulega byrja bara að horfa á það. Hvað það sem við gerðum rétt? Áður en við förum að miða við einhverja væntingar sem við höfðum. Það ekkert voðalega góð viðmiðun. Skilur, vegna sem við getum verið með væntingar sem eru fullkomlega óraunhæfar og bera okkur saman við það, já, við náðum ekki upp í þær. Þetta vitum við öll að í okkar eigin persónulega lífi mjög skaðlegt, sko. Maður lærir ekki mikið af reynslunni en maður alltaf að bera sjálfan sig við einhverja fallega mynd af sjálfum sér sem heilsteyftri mannesku, skilur við förum ekkert vel út úr því. En þarna eiginlega orðar það vel, sko, þennan ágreining sem síðan kemur upp og valla ágreiningur, eða jú, það ágreiningur einhvers konar, kannski fjölþættur vandi, ég veit það ekki, en hann stýrist kannski svolítið einmitt þetta sem þú nefnir, að sumir voru á því að læra af reynslunni og sjá það sem við höfðum gert gott í vinstri, svona stórri vinstri hreyfingu og jafnvel að opna flokkin meira bara fyrir vinstra fólki sem ætti hvergi heima eða svoleiðis og opna fyrst og fremst kannski á umræðu það sem málefnin og annað og kannski ákveðin ánægja með strúktúr flokksins og þessa grasrótar fyrirkomulag, sko, sem meira svona, ekki mjög kannski kommunist, meira svona í anda kvennalistans eða þannig og þannig að það var ákveðin ánægja að svo eru kannski sumir sem urðu óþolumóðir og vildu bara fara reyna að gera svona, ég veit ekki, þjappa valdinu og einhvern veginn breyta því þannig að það væri hægt að ná skjótari árangri og undirliggjandi hugsanlega einhverjar hugmyndur hvað væri hinn rétti sósíalisti eða þannig. Þetta kemur kannski ekki beint fram en hefur svona opinberlega, sko, en hefur samt verið, maður heyrir
ávinningu þetta, þessa réttu vinstri hugsun. Mér langaði alltaf að spyrja þig þetta. Þú kannast nú vel við þessa hugsun, er það ekki? Já, minn hreinræktaða sósíalista. Já, og sko, nú vil ég ekki vera að tala í raun og veru þessar deilur í sósíalistaflokknum. Ég veist vera að koma nóg að því svona opinberlega, þetta svona liggur fyrir. Það verður aðalfundur og þeir sem mæta á hann og greiða atkvæði, bara ákveða hvernig hlutinir eiga að vera og ég held að fólk eigi bara að vera þolinmótt og standa því bara á svona lýðræðislegan hátt sem að þá merkir að þú ferð bara eftir því formi sem að flokkurinn hefur ákveðið að búa til í kringum hvernig ákvarðanir eru teknar og svo framvegis. Sko, ég vil ekkert fara að ræða í sjálfu sér þessar deilur. Það sem ég sé hins vegar í þessu eru svona ákveðin klassísk mál og þess vegna myndi ég vilja sko fara alveg aftur í sögunni og svona veltaði svolítið fyrir sér hvernig bara, hvað ég að segja, sem við getum öll verið sammála sko. Ég náttúrulega trotskisti og allt það skilur og við erum komin of langt ef við ætlum að fara að athuga hvernig við störfuðum eða svo hefð sem við fylgdum. Við getum farið aftur fyrir það og sagt sko, já eins og sósíaldemókratar voru á 19. öldinni. Nei, við skulum fara sko það sem við getum öll verið sammála svona innan gæsalappa, já, fyrirmyndin eða hefðin sem við viljum kannski fylgja, það er nú svona hvernig þetta allt saman byrjaði. Svona hugmyndafræðilega og pólitískt með bara Marx og Engels. Byrju, hvernig unnu þeir? Hvernig löguðu þeir sig að ástandinu? Við ætlum að horfa í það. Við komum einmitt með kommunista ávarpið. Já, gott hjá þér. Innbundið svona til þess að maður þarf eiginlega að fara svona. Já, ég vil bara vitni í það. Það er líkil hugmynd þar sem við þurfum einmitt að átta okkur á. Sko, en áður en við fyrir kannski að tala þetta, þá ættum við að gera okkur grein fyrir því, sko, hvílík frá sjónarmiði vinstrimannsins, sósíalistans, kommunistans, marxistans, jafnvel bara anarkistans og syndikalistans. Sko, þá þurfum við að átta okkur á því, bara í íslenskri umræðu og íslensku pólitísku lífi, sko, hvílík eyðimörk var hér, svona upp úr 1990, hvílík eyðimörk, sko. Sem að kemur síðan í ljós sko hvað gerist í hruninu 2008 sko þá myndi maður hugsa sem svo sko ég meina semst upp úr 90 sko þá er ekki þetta að tala stéttabaráttu, það er ekki að tala herinn og NATO, það er ekki að minnast á sósíalisma, jafnvel sko vinstri sko allir, já þetta vinstri hægri og svona þetta er úrelt og eitthvað slíkt sko, fólk er þarna þannig að allt sem að maður sagði var bara gamaldags og það var bara fólk voru bara flissa eða eitthvað svoleiðis að þú fórst að tala þessa hluti. Og flokkarnir sem að töldust til vinstri áður að sem sagt að það verða algjört rof milli verkalýðshreyfingarinnar og bara annara félagasamtaka alþýðunnar í landinu og þessara stjórnmálaflokka og það er allt í einu farin að tala stjórnmálamenn eins og það sé eitthvað fag sko það sé eitthvað starfsgrein eða eitthvað í svona umræðu þáttum og eitthvað slíkt. Okay. Sko, svo kemur hrunið allt í lagi og hvað sprettur upp úr hruninu? Þú skildir ætla það að við slíkt áfall og það sem gerist að svona, það myndi spretta upp eitthvað svona vinstri, eitthvað svona sósíalismi, eitthvað svona verkalýðs eitthvað. Það var ekki það sem gerist. Við fengum svona einhverja undarlega pólitíska vegferð með svona bjartri framtíð og Jóníknar. Þú sérðu hvernig hann endar NATO maður í nýfrjálshyggju flokki sko, ok, en sko, þú fær borgarhreyfinguna og þú fær alla þessa hluti, menn standa á Austurvelli og veifa sko Evrópusambandsfánanum, svona eins og það sé lausnin á þessu. Ég meina, ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar hrunið var, hvernig heldur að Ísland væri í dag? Ég meina, hvernig fór Grikkland út úr því? Ég meina, fólk gleymir þessu. En stjórnarskrármálið, hvar kemur það inn í? Já, sko, ég gef ekki krónu fyrir það, en það er allt önnur umræða. En sko, þetta var algjör eyðimörk, þannig að 2017 þá er ekkert hérna
Og þá kemur upp þessu hugmynd, við þurfum eitthvað flokk, við þurfum eitthvað vettvang, við þurfum eitthvað til þess að kalla sósíalista saman, til þess að kalla vinstra fólk saman, til þess að kalla stéttabaráttu sinna saman, til þess að kalla þá saman sem vilja treysta á einhvers konar fjöldabaráttu, eitthvað slíkt. Við þurfum að kalla þetta fólk saman, við þurfum að búa til eitthvað slíka vettvang. Og hvað það búið til? Sósíaldaflokkurinn búin til, allt í lagi, og ég skildi hann þannig, og ég skildi það þannig. Byrju, hvað var hægt að gera? Áttur að stofna litla klíku sem ætlaði að fara að reyna að standa upp og segja, já, heyrðu, hérna erum við með stefnu, hérna erum við með prinsip, hérna erum við með hugmyndafræðina, hérna það sem á saman okkur og nú ætlum við að fara að búa til flokk sem ætlar að leiða hvað? Ertu með eitthvað reyfingu? Ertu með eitthvað til að leiða? Ertu með eitthvað til að taka fórustu fyrir? Nei. En ok, þetta hefði verið það allra vittlausasta sem hægt var að gera. Staðan var einfallega þessi að við getum sagt sem svo, ég skildi hugmyndan á sósíalistaflokknum í raun og veru þannig, já, hörðu, við ætlum að búa til eitthvað vettvang þar sem pláss fyrir alla og allt. Við búum til einhvern veginn vettvang að þeir sem vilja vera virkir, vilja gera eitthvað pólitískt, það sé pláss fyrir þá. Þeir geti gert það einhvern veginn tengslu við flokkin, inn í flokknum og vegum flokksins eða hvaðina. Og þannig pláss fyrir allt og pláss fyrir alla, það sé svona eitthvað rými fyrir það. Svo bjögum menn náttúrulega til eitthvað struktúr skilur í kringu þetta og þegar þú lest þetta að þá þetta náttúrulega einhvern veginn þannig að þetta ber þess keim að menn að búa, fólki sem skrifa þetta að búast við öllu. Það að reyna að búa til form utanum allt sem þið datt í hug að gæti nú komið upp. Þannig að struktúrin eins og ágætt kona sagði, þetta eins og matreiðslubók eða svona tertubökunar kóksbók en staðin þannig eins og við stöndum núna eftir þessi ár að þá náttúrulega, já, það voða lítið hveiti til það svolítið sigur það ekkert múskat en ef það hefur verið sett hveiti kannski upphaflega og múskat og það súkat og annað svona þá væri nú kannski kaka miklu líka þar að segja það kannski bara ágætt að það skuli vera já, ég held það og þá erum við kannski þá getum við komið komið að þessu að sögunni, við ætlum kannski að velta því aðeins fyrir okkur og einhvern tíma var sagt við mig þegar ég var svona að réttlæta þetta svona þetta og þá sagði svona einhver gamall félagi minn býtu síðan hvenær fórst þú að tala fyrir kjaftaklúbbi Pétur síðan hvenær varstu komin að þá hugmynd ok, ég svaraði því nú til og sagði ég býtu allar sósíalistiskar hreyfingar og kommunískar hreyfingar allstaðar í heiminum í hverju einasta landi hefur alltaf byrjað sem kjaftaklúbbur mér sé að Lenin og rússarnir sólstengarprófatar byrjað sem kjaftaklúbbur þetta byrjað þannig að það eru menn einangræður hér og þar Rússland sem voru marxistar og voru bara átt að segja á því að þjóðbyltingamenn svo kallaðir og það byggja sósíalismann og annað slíkt á og bænda samfélaginu þú veist, það var orðið úrelt einfallega svo bara hugmynd hún stóðst ekki lengur vegna þess að Rússlands keisaradæmi var komið inn á braut kapitalisman og það verður ekki aftur snúið þannig að þetta er spurning verkalýðsstéttina og svo framvegis og þá voru þetta einangraði menn sem söfnuðu í kringu svo ungu fólki og voru að reyna að samfara þá marxíska kenningu kjaftaklúbbur, byrjar á því og ef við sjáum bara hvernig Mars byrjaði tökum við, ég ætla að sleppa svona nýjum ég ætla að sleppa rínatíðundum 1840 og 23 við förum bara í kommunistabandalagi sem var stofnað að þeir eru búin að komast að því, Marx og Engels, að já, það sé verkalýðsstéttin sem sé hreyfiaflið og það verði stéttaleg hreyfing sem að geti umskapað þjóðfélagið. Og þeir eru fyrir að skoða það, þeir komast í tengsl við þessa tísku útlaga sem voru í London og hvað voru þeir að gera? Jú, þeir höfðu tekið þátt í uppreisn í París og farið ill út af því með Blanqui og þeim, þar sem átt að gera svona kúp og taka völdin og eitthvað.
Og þeir voru komið til London sem útlagar og voru svona að gera upp þessa reynslu og þá voru svona alls konar sósíalistiska og kommunískar hugmyndir í gangi, svona útópískur sósíalismi og svo var gamli Vilhelm Weitling sko sem var á því að hélt eiginlega þessari stefnu og sagði það að það ætti ekki það sem var á dagskrá var ekki að upplýsa verkalýðin fræða og svo framvegis, heldur bara, hann bara mælti með því, ég meina öreigarnir munu þurfa bara sinn Napoleon skilurðu og það var einn armurinn sko, svo varstu með arm sem voru kallaðir sannir sósíalistar sem byggðu á kærleikanum og allt það og Marx fékk nú ákúrur fyrir það að gagnrýna þá mjög harðlega, en hvað var hann að gagnrýna? Hann var að gagnrýna það að yfirstéttar fólk sá félagslega vandamáli, fátæklingana og allt það, það þurfti að breyta samfélaginu og þetta var fólk sem í raun var að biðla til yfirstéttarinnar að breyta samfélagið, trúðu því ekki að verkalýðinu geti gert það sjálfur. Ok, og við fengum út úr þessum kjaftaklúbi, þeir fara að vinna með þessum mönnum og það verður svona stefnuskrá og allt það og þú getur skoðað kommunista-ávarpið og það er tvennt sem er athyglisvert þar. Og það að þetta er náttúrulega stefnuplagg sem að þarna eru fullt af prinsipum sem við myndum kalla í dag, en skoðaðu sjálf stefnuskrána. Fyrir hvað stendur hún? Það er búið að framkvæma margt af þessari stefnuskrá á þeim mörgum árum sem liðin eru, en þetta er fyrst og fremst stefnuskrá lýðræðis. Og akkur er þetta stefnuskrá lýðræðis? Það er vegna þess að lýðræðisbylting var á dagskrá og að því ættu menn að vinna. Ok, og þetta voru framsýnir menn, þetta eru menn sem eru vallorðnir 30 sem skrifa þetta og byltingin er yfirvofandi, hún verður bara á sama árinu og komast á ársbyggja út, þá bara hrynur öll Evrópa og við höfum vortíma þjóðana sem kallað skilurðu, mikið lýðræðis og þjóðurnistreifing og allt þetta sem rís gegn valdhöfunum og Marx og Engels eru með þessa stefnu, við þurfum að taka þátt í lýðræðisbaráttunni. Akkur þurfum við að taka þátt í lýðræðisbaráttunni? Jú, við þurfum til þess að verkalýðshreyfing geti þróast. Þá þurfum við ritfrelsi, við þurfum félagafrelsi, við þurfum alls konar aðgerðir til þess að verkalýðshreyfingin geti þróast og dafnað. Og þeir stofna blað, þeir vildu vinna þetta þannig að við erum með þess að blað sem rekur áróður og rekur þessa stefnu og þá kemur nýrínatíðindi eða Neue Rheinische Zeitung sem er gefið einmitt út í Köln og er það málgagn hvað? Kommunisma? Sósíalisma? Nei, það er málgagn lýðræðis. Allt í lagi. Og deilurna milli Marx eru og hinna sem verða náttúrulega strax snúast þetta. Í fyrsta lagi, þegar þeir eru staddir í París, áður en þeir fara síðan til Þýskalands, þegar Marx-byltingin verður þar og svo framvegis, þá eru svona þýskir útlagar og ýmsir sem voru í kommunistahjálpinu að safna pening og safna sér vopnum að þeir þurfa að fara með hersveit inn í Þýskaland til þess að vinna að byltingunni, kollvarpa stjórninni. Þetta þóttu nú Marx og þeim ekki mjög skynsamlega stefna, allt í lagi. En í kommunistávarpinu stendur mitt, sem sagt, kenningar kommunista eru ekki eitthvað sem er í brjóstvitinu og allt það, heldur segja að þetta orða þetta þannig, kenningar kommunista eru tjáning á staðrendum stéttabaráttunar. Hvað eru þeir að segja með þessu? Þeir eru að segja það að við eigum að byggja okkar stefnu, baráttuaðferðir og svo framvegis, við eigum að byggja það á greiningu á þjóðfélagsástandinu, greiningu á hvar stéttabaráttunni stödd, ekki á einhverjum svona hugmyndum sem að við gripum úr lausu lofti eða einhverjum ídeölum sem við látum úr dett í hug. Hvað þá, sem að var þannig mjög algengt, eins og þú veist nú sem hugmyndasakfræðingur, að sem sagt á bara það, já, að finna út hjá hvað segir skynsemin okkur að gera, menn voru alltaf svona að raungera skynsemina, skilur við. Og þarna sjáum við þetta í kommunistávarpinu. Nú, við sjáum þetta svo seinna líka, að sem sagt 1864, þá var Alþjóðasamband verkamanna stofnað, þá hefur Marx komið til London og svo framvegis. Hvað var þá í gangi? Ég meina, þú veist, þarna voru alls konar öfl. Í raun og veru það sem að lágu undir þessu voru annars vegar prótonistar í Frakklandi og hins vegar verkalýðsforingjar í Englandi. Og svona hvatina því að stofna þetta samband var frá hálfu englendingana, þá var þetta spurningu verkfallsbrot. Það var verið að flytja inn verkamenn frá Belgíu og Hollandi til þess að
taka þessi störf þar sem að enskir og írskir verkamenn voru í verkfalli og þeir voru að reyna að koma í veg fyrir þetta. Við þurfum alþjóðlega samstöðu. Þetta var svona hið praktíska vandamál sem að þeir sá, sem að þarf að takast á við og ekki hægt með alþjóðlega samvinnu. Prótónistanir, þeir, og það má ekki gleyma því, þetta voru menn sem voru á móti verkalýðsfélögum, þetta voru menn sem voru á móti verkvöllum, þetta voru svona smáborgaralega öfl, handverksmenn og svo framvegis sem að töldu peningana vera upphafins illa og sem sagt vildu koma upp einhvers konar lánastarfsemi, einhvers svona banka, einhvers svona alþýðubanka þannig að handverksmennir gætu svona starfað eitthvað því. Þetta er svona alveg dæmigert að þannig eru svona einyrkjar að berjast fyrir lífi sínu. Ekkert að því sjálfur sér. Allt í lagi. Og upp á alþjóðasambandsins akkurat það, Napoleon III, að hann svona setur pening í það að senda einhverja svona verkamenn, einhverja prótonista á heimsýninguna í Englandi og þá notaði tækifærið og hittast þarna. Og svo eins og menn störfuðu, menn sendum hvor öðrum svona ávarp og eitthvað og allt það og svo verður þetta alþjóðasamband til með þáttöku úr náttúrulega mörgum löndum. Þar á meðal eru sem sagt kallaði til þýsku útlagarnir í Englandi, skilur til þess að þið þurfum að vera með og eitthvað svoleiðis. Þetta voru fyrrum meðlimir kommunistabandalagsins í fræðslufélagi verkamanna og þá sjáum við að starf kommunistabandalagsins hafði nú skilað sér til næstu kynslóðar þannig að þeir komu þarna inn og það eru þjóðverðir sem draga marsinn. Okay. Og það tekst að stofna sambandið þrátt fyrir það hversu sundurleitt þetta er. Ég menna þarna voru ítalskir hvað ég var að segja, skæruliðar sem að vildu vinna sameiningu Ítalíu, þarna voru Ungverjar, þjóðurninsinnaðar Ungverjar sem voru að berjast gegn Austurríkans keisaradæminu sem að byggðu svona einhvern kristnum, gúrúmennsku eða hvað við kalla það. Þarna voru prótonistar, anarkistarnir voru ekki mættar á staðin ennþá og þarna voru enskir verkalýðsforingjar og svo framvegis og framvegis. Og hvernig óskumanum átt að koma þessu saman? Menn höfðu svona alltaf að stofna svona samtök svona lengi eða af einhverju tægi og Mars hafði aldrei vilja vera með eftir 1851 eitthvað svoleiðis. Af því að honum fannst útlaga umhverfið vera svo mikil pest. Það var að segja að það var svo mikil læti þar og persónulegar átök og eitthvað slíkt. Það var ekkert svona pólitískt að gera. En hann segir í bréfi til Englands, ég skynjaði það að það er eitthvað hreyfing í gangi, það er eitthvað öflaverki, ég varð að vera með. Og semst hann skrifar hann stefnuskrá sem að einhvern veginn öllum tókst að sameinast öllum þessum ólíku öflum. Og hann starfaði þannig í alþjóðasambandinu að hann beiti sig fyrir því að það sé einungis gerðar samþykktur verkefni sem eru sannarlega á dagskrá, praktísk verkefni sem verkalýðshreyfingin stendur fram fyrir og þú ferð ekki lengra en það og þú gerir ekki samþykktir einhverja hugmyndafræðilega hluti sem hafa enga praktíska merkingu. Og hans sjónarmið var þetta, við störfum hér og erum þá með strúktúr bara eins og hægt að hafa og svo lærir hreyfingin af reynslunni. Og fyrsta til dæmis bara deilan inn í miðnefndinni það þegar Mars heldur fyrirlestra. Ímyndaðu það, þannig eru óvinistar, síðan fylgist með Robert Owens í Bretlandi, þannig eru positivistar og svona, sem vildu einmitt svona, hjálpa verkalínum eins og þetta byggja einhvern veginn á, svona fátæktar vandamálið ekki leyst með því að verkalífurinn berst sjálfur fyrir sínum réttindamálum og skapar sína veröld sjálfur, heldur það einhverju yfirstétt eða eitthvað sem réttir verkalínum, hjálpar honum eða hvað sem er. Og þessir menn voru svona með aðfylltust hagfræðikenningar sem launahækkanir væru slæmar og væru bara slæmar fyrir atvinnulífið og þar með fyrir verkafólkið og allt það. Og fyrstu átökin sem Mars í, það að halda langa fyrirlestra það, nei, þetta ekkert svona. Þetta stenst engar hagfræðikenningar að launahækkanir séu vondar.
skilur, til dæmis. Nú, svo kom seinna ákveðin prinsip sem settur upp verkalýðsfélög að því að vera deilur það á að stofna þau eða ekki og svo framvegis og svo náttúrulega vitum við að þegar París er komið og verður fransk-prússneska stríðið og allt það og þá sjáum við sko einar mest leiftrandi rit í öllum sósíalistiskum bókmenntum það er náttúrulega borgarastríði í Frakklandi eftir mars, þar sem hann gerur úttekt á Parísarkomunu og mjólkar út úr henni alla þá lærdóma sem hugsanlega er hægt að mjólka út úr því og þetta voru ekki marxistar sem stóðu fyrir þessu, þarna voru prótonistar, þarna voru anarkistar, það var alls konar fólk þarna og þegar þú lest þessa sögu, það var aldrei hallað á neitt í sjálfu sér hugmyndafræðilegan straum, hann þurfti ekki að gera það því að hann var að draga álíktanir af reynslu stéttabaráttunar. Ok, förum nú til dagsins í dag, skilur við, stórt stökk svona? Já, ansi stór stökk, á Íslandi í dag, þessum litla hreppi og þú ert með sósíaldaflokkin eins og hann er og svo framvegis, hvernig eigum við að hugsa? Við eigum við að hugsa eins og Mars, við eigum að spurja hver er staðan í stéttabaráttunni, hvert er hún komin, hver eru verkefni hennar og svo framvegis. Ég meina við byggjum það ekki á einhverjum svona siðferðilegum hugmyndum okkar þú veist, jafnrétti, frelsi, bla 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 bla. Nei, já, við erum með þær hugmyndir, þær eru bara teknar sem gefnar. Við erum að skoða hver staða hreyfingarinnar er með tillit til þess að það er stéttarhreyfing verkalýðsins sem býr þetta allt saman til. Það er hún sem að býri þetta allt til og hversu búin er hún undir það að gera það og hvernig ætlar þú að taka þátt í því eða örfa það eða eitthvað slíkt. Það snýst þetta. En sko, má ég spyrja, má ég aðeins skjóta inn hérna á truflaði, sko, að því þú segir hérna uppálega er þetta spurning lýðræði og sko í svona sósíalískri og kommunískri og marxískri og hvernig, hvað má segja, hreyfingu, að þá er að þessi tendens í að vilja raunverulega fá einhvern leiðtoga, einhvern Napóleon eins og þú segir, fá sinn Napóleon, fá einhvern sem getur og her og vil og svo náttúrulega vitum við með söguna að sósíalismin var það var svolítið illa farið með hann þegar hann raunverulega dettur úr tengslum við einmitt stéttabaráttuna þegar hérna í Sovétríkjunum, þegar raunverulega undir yfirskinni því að vera virkja og gera vel við hérna verkafólk að þá er raunverulega bara er algjört allræði sem er sett á þannig að það er algjör andstæða lýðræðis þannig að ef eitthvað sem við getum lært þá er það einmitt að lýðræðishugsunin verður að vera mjög til grundvallar í sósíalískri hugsun finnst manni maður geti lært svo er annað sem er þá líka eitthvað sem maður heyrir hljóma í dag. Það er að segja þessi hugmyndur formgerðirnar og struktúr og svona. Þetta er raunverulega snýst sko þolinmæði gagnvart lýðræðinu og hennum lýðræðislegu ferlum. Það finnst mér vera áhugavert að heyra. Það er endrómar núna. Svo er hitt. Það er þetta hvort að ég að vera baráttan með verkalýðnum eða fyrir hann sko að sérfræðingarnir hérna sem líka lítur það að vera bara fulltrúalýðræðið lítur að vera þar einhver pæling og svona og þegar að fulltrúalýðræðið dettur úr tengslu með verkalýðshreyfinguna og eins og úr að segja var ástandi hér á Íslandi sósíalistaflokkurinn er stofnaður og það byrjar strax raunverulega uppbygging samhliða á grasrótarsamtökum og á verkalýðsbaráttunni í Eflingu og annars staðar. En svo kemur þetta moment byrju á verkalýðurinn eða stéttabaráttan eins og þú segir þetta þá sér bara eins og þú ert að vísa í Marx að sannleikurinn einhvern veginn bara sprettur úr verkalýðsbaráttunni eða stéttabaráttunni og byrju og svo segir þú svolítið að það komi bara sjálfu sér frelsi og mannréttindin og þetta sé nú bara svona jafnréttishugmyndirnar þær sé nú bara svona koma sjálfu sér það komi raunverulega út frá ef við höldum okkur við alvöru stéttabaráttu að þá komi hitta sjálfu sér. En núna erum við samt í svona vinstri umræðum í heiminum er ekki pínuldilt styr þetta. Það er að segja í Þýskalandi þannig flokkurinn sem klauf sig frá vinstri flokkurum sem að sagði og þessi svona antivókismi og það er eins og gerðar að andstæðum. Það er verkalýðs, halda okkur við stéttabaráttuna, verkalýðsbaráttuna og þurfa þá einhvern hátt að losa sig undan mannréttindaumræðunni, mannréttindaáherslunum sem ég finnst eitthvað svo furðulegt. Af hverju þarf að gera þennan greinamun? Já, ég held ég viti aðeins hvað þú vart að
tala sko og ég orða þetta stundum sko að það búið að stela frá okkur sögunni. Það að segja að fólk talar reynslu verkalýðsbyltinga, verkalýðshreyfingarinnar, sögu stjórnmálaflokka og svo framvegis. Og það svo merkilegt sko að fólk talar ekki þetta eins og sársauka fulla þroska sögu verkafólks kynslóð eftir kynslóð til þess að reyna að umskapa samfélagið. Samúðin ekki þar og reyna að átta sig á því undir hvað skilyrðum þetta átti sér stað og að fólk var knúið áfram af, það að segja bara efnislegri þörf og hvötum. Nei, það látið eins og, þú veist, þú færð aftur inn sko, söguspeki stóramannsins. Sagan sköpuð af sterkum einstaklingum. Byltingarnar, það leynilögreglu viðhorf til þeirra. Allar byltingarnar eru svona valdarán. Þarna það að hugsa eins og leynilögreglan í raun og veru sko. Og síðan, sósíalismi fór illa og svona, þá kemur inn með mannlegt eðli. Þetta passar ekki við mannlegt eðli og allt þetta dótari sko. Og við erum búin að láta stela frá okkur sögunni og við erum ekki að láta stelinu frá okkur og ég ætla ekki að fara að ræða Sovétríkin og allt það sko. Það sem ég ætla eins og að ræða af því út að tala lýðræðið. Þá sem mikilvægt að því að nefnilega búið að stela Lenín frá okkur. Og ein barátta Lenins við aðra sósíaldemókrata, sína samherja og allt þetta var það að Lenín lagði áherslu á það alvöru verkalýðsflokkur og þá erum við að tala rússneska keisaradæmið. Alvöru verkalýðsflokkur. Ef hann á að vera það, þá felst hann í því að verkalýðsstéttin og samtök hennar taka forystu fyrir öllu samfélaginu. Það snýst þetta. Þess vegna verkalýðsstéttin hreyfiaflið, ekki vegna þess að við vorkennum henni, ekki vegna þess að hún hefur það verst og eitthvað svona kjaftaði. Nei, það vegna sem hún býr í ákveðnu sköpunarkrafti. Og einn hluti af þessum sköpunarkrafti sá að geta tekið til sín allar framfarasinnaðar kröfur, allar lýðræðiskröfur og gert að sínum. Og hvað gerðu rússarnir? Þeir tóku meðal annars upp á sína arma baráttumál sértrúar safnaða. þar sem að fólk vilja bara stunda sína trú, ekki inn í réttrúnaða kirkjunu heldur eitthvað annað, urðu fyrir ofsóknum og svo framvegis. Við styðjum meira að segja þetta fólk, að það megi rækta sína trú eins og því sýnist. Hann fekk ákúrur fyrir það, býtu, ert þú bara að hlaða undir trúabröðinu eða eitthvað? Nei, þetta er spurning að fólk hafi frelsi og njóti sín og svo framvegis. Og meira að segja, til þess að hnykkja á nú öllu saman, að þá voru dæmi það, þar sem að þeir saminuðust það að smikla inn blöðum, bæði ískra og líka blaði einhver sértrúarsafnaðar, að það var svo sami smiklarinn sem fór yfir og svo fór hann með lagerinn annars vegar á sósíaldemókratana og hins vegar á þessa trúðu. Og þú tekur upp alla lýðræðishreyfingar, þess vegna tókuður upp kröfur bænda og þess vegna tókuður upp kröfur stúdenta og svo framvegis. Það sem við sjáum í dag og þegar við verum að skoða það sem við köllum identity politics eða samsendarpólitík, þar sem að fólk afneitar í raun og veru stéttakúgun, sér ekki kjarna málsins að það er stéttakúgunin sem að liggur undir allri annari kúgun. Að fólk sér þetta ekki og vegna þess að verkalýðshreyfingin, vinstrihreyfingin og svo framvegis býður sína ósegra bæði hugmyndafræðilega og bara efnislega, félagslega, að þá rísa upp svona þessar hreyfingar. Þeim finnst það að vera afskiptar, það heitir jaðarsettar og svo framvegis í dag og svo framvegis og undir þetta kyndir, undir þetta kynda borgarafli, við skulum ekki neita því, þau kynda undir þetta, vegna þess að þau eru ána með það að einhver jaðarsettur hópur hendi skít í verkalýðskolfan eitthvað svona, þetta er ekkit bara stéttabarátta og eitthvað svona, ég er kúaður sem þetta og sem hitt og sem alveg rétt. En af hverju kemur þetta upp? Jú, það er vegna þess að verkalýðshreyfingin hefur verið vanmegnuð til þess að taka öll þessi baráttumál upp á sína arma. Og ef að henni tekst ekki að gera það, þá er hún ekki það forystulab fyrir þjóðinni sem að verkalýðshreyfingin þarf að vera. Þetta snýst málið.
þess vegna eigum við ekki að vera að henda skíti eitthvað vók eða eitthvað identitetspólitík og eitthvað svoleiðis. Við eigum að benda á það að ég meina ef að þessir hópar alltaf ná einhverjum árangri, þá verður það ekki fyrir þeirra eigið afl, því að þeirra hafa ekki þá stöðu í þjóðfélaginu að geta sko að vera í raunverulega eitthvað þjóðfélagsafl. Þeir eru eitthvað umræðuafl, hugmyndafræðilegt afl. Þetta eru vanmáttugir minnihluta hópar, áttaðu á því. Ég meina, þeir þurfa að treysta á þá sem að geta stoppað þjóðfélagið. En hugsaður þetta eins og verkalýðurinn, ef hann mætir ekki vinnuna þá hreinur þjóðfélagið. Jú, en það bara þessi furðulega, einmitt hverjum þjónar það, þetta rofi, þessi aðgreining á milli hins íslenska verkamanns, íslensku verkakonu og svo hinnar innfluttu verkakonu. Sko, ég meina það eins og þetta hefur alltaf verið vandamál. Já, og sko það þessi aðgreiningur og eins og þú segir, þessi ef einhverju jaðarsettir sjá ekki mikilvægi stéttabaráttu í sinni baráttu, þá finnst manni ekki þar með sagt að þeir sem standa í stéttabaráttu eigi hafna, það eigi að vera sko hafna hinum líka sko. Að sjálfsögðu ekki. En það nú kannski það sem svolítið virðist vera í gangi. Já, við getum líka veltið fyrir okkur og ég skil það, þetta ákveðin pirringur. Ég meina, ég man bara eftir því þegar það var ákveðin þróun í feministarhefingunum og kona mín Sáluga, hún var mjög virk í rauðsukarhefingunni og allt það. Þannig að manni var nú kennt ýmislegt þegar maður var ungur, að ég man alveg eftir þessari senu þegar var eitthvað að tala um það, þetta væri nú... Þetta var að kvenfrelsishreyfingin væri að fara í einhverja átt sem að sumar konur sem voru í kringum mig voru ekki alveg ánægðar með. Og ég man alltaf þegar að kona mín Sáluga sagði þessa setningu, ég ríf hana bara úr samhengi, þetta alveg skelfilegt, það hefur engin lengur áhuga á vöðvabólgu verkakvenna. Hvað var hún að tala um þannig? Sko, ef við förum aftur í tíman á þennan tíma, að þá voru svona konur voru að vinna í fiskvinnslu, þær þurftu að vinna langa vinnutíma, til þess að hafa almennilegt kaup, þá þurftu þeir að vinna sig alveg í drep til að fá bónus og þær stóðu eftir auðvitað, kannski fertugar, þær hefur verið að vinna í þessu frá þegar voru unglingar, þær voru kannski fertugar og þær voru með stórkostlega stoðkerfisvanda, skilurðu mig. Já, kvenfrelsishreyfingin hefur bara, þetta eru svona eitthvað skítug baráttumál. Þetta eru svona skítug baráttumál. Við þurfum að koma svona konum á þing og við þurfum að koma konum í stöður og forustustöður í opinberu stofnunum eða í fyrirtækjum eða einhverju og þetta snýst eitthvað um tungumálið. Við þurfum að tungumálið þarf að bera virðingu fyrir konum og svo framvegis. Og þetta sáu þessar róttæku stelpur á þessum tíma, þegar þetta var að fara í einhvern annan hátt, sáu þetta að fara út í eitthvað sem ekki praktískt, ekki, og það var akkurat þetta, ég meina það var kjörorð sem var algjörlega útrýnt, kvennabarátta stéttabarátta, þetta alveg farið, skilur við. Þetta nú, einmitt, Sólveig Anna hefur nú verið ítrekkað þetta núna, einmitt varnarbaráttu gagnvart því að þessu rofi sem er orðist, maður hefur tekið, þess vegna hef ég bara nýverið verið að lesa á netinu, sko, en þessi umræð einhvern veginn svolítið lost, þannig að það er svolítið áhugavert að heyra hana hvernig hún þetta endurómar. Við heyrum sko þessa baráttu alveg frá upphafi. Já, grunnvandamálið okkar ef við hugsaum sem sósíalistar, stéttabaráttu sinni og svona, grunnvandamálið auðvitað það, hvað við erum í raun og veru ennþá veik. Skilur við. Við getum sagt sem svo, við erum svo veik og lítil og höfum verið það svo lengi að það búið að stela alls konar lýðræðis hugsjónum og frelsis hugsjónum frá okkur þannig að kannski fólkið sem að berjast í þessu að það kannski, það jafnvel upplifir sér þannig að sko, nei, verkalýðshreyfingin ekki eitthvað sem verkalýðshreyfingin bara eins og einhver opinber stofnun sem við þurfum eiginlega að lemja líka á, sko, eins og bara öllu hinu. Það búið að stela líka náttúrulega orðræðinni og hugmyndunum og svona. Já, og þannig að, og þetta segir ykkur svolítið hvar við erum stödd. Þannig að ef við erum að fara að búa til strúktúr sósíaldemókrataflokkin eins og hann nákvæmlega staddur núna, þá þurfum við að bara horfast í augu við það. Við erum ekkert ofsalega mörg, skilurðu?
og það ýmsir hlutir sem kannski ekkit endilega komnir á dagskrá. Sko, það er ekkit á neinni dagskrá og Sósíalistaflokkurinn hafi liðsafla á að skipa þar sem að við getum í fjölbreytilegri starfsemi tekið að okkur eða ætlað okkur að fara og leiða einhverja baráttu eða hafa forystu fyrir einhver út í samfélaginu. Ég meina, verkalýðurinn og allar hreyfingar eru alltaf undir einhverju forystu og ef að verkalýðsflokkur og Sósíalistaflokkur á að vera eitthvað vit í honum, þá hefur hann það hlutverk að reyna að leiða hvers kyns baráttu. Allt í lagi. Og við erum ekkert í þessu stöðu. Ef það er eitthvað sem við getum leitt eða líkist þessu, þá það að Sósíalistaflokkurinn hefur ákveðið það að bjóða fram til kosninga og reyna að fá, það þar kannski, það helst getur við farið að tala verkefni sem ganga út á það að já, við þurfum öll að vera sammála það hvaða stefnu við ætlum að keyra fram. Þeir sem eru fulltrúar okkar, þeir eiga að vera kontrolleraðir af flokknum, þeir eru ekki bara að segja það sem sýnist, það flokkur sem ákveður hvað þeir eiga að segja, þeir eru komnir inn í opinberar stofnanir, þá eiga þeir að fylgja stefnu flokksins en ekki eins og stendur í stjórnarskráni samvisku sinni og kannski bara gangi í einhvern annan þingflokk eða eitthvað, skilur mig? Þú veist, ég meina, þetta hin hliðin á lýðræðinu. Það ekki bara það ákveð og allir séu með í að móta einhverja stefnu og við ákveð. Nei, lýðræði felst líki í því að stefnunni fylgt eftir. Það mjög ólýðræðislegt og þú kýst einhvern á þing, það einhver kosin á þing á grundvelli stefnu Sósíalistaflokksins og fyrir starf sósíalista, svo fyrir hann bara að gera það sem hún síðist eða hún. Nei, það ekki lýðræði. Það ekki valddreifing. Jú, það valddreifing. Þá búið að dreifa valdinu þannig að einhver bara gerir það sem hún sýnist, sko. Og en þetta eini staðurinn, þar sem að þú getur sagt, sko, já, það bara einn hluti á starfi Sósíalistaflokksins sem þú getur hugsað svona. Við erum með stefnu, við erum með einhverja sem eiga fylginni fram, við förum út og bjóðum fram og við höfum okkur eins og samstiltur flokkur. Við tölum svona sirka bát með einni rödd sem hefur alltaf þessa niðurstöðu. Þú ert að kjósa Sósíalistaflokkin, skilur mig. En það náttúrulega bara lítill hluti af starfi flokksins. Já, þess að sósíalistu hreyfingar hitt náttúrulega bara að efla svona grasrótar. Já, hitt bara kjafta klúpur í bestu merkingu þess orðs. Já, virkja. Já, bestu merkingu þess orðs. Í bestu merkingu, já. Þetta svona umræðu vettvangur, þetta ætti að vera fræðslu vettvangur, þetta svona sjálfstyrkingar vettvangur fyrir fólk sem vil berjast fyrir einhverjum málstað, út af það á þessi starf sem að ganga og þess vegna þarf að vera með strúktúr sem gefur pláss fyrir þetta. Og eins og segir pláss fyrir allar allir, því að til dæmis núna alþjóðlegi kvárdagur og margir voru, sum einstaka voru kannski ósáttur við það að væri konur og kvár í feminismanum eitthvað svolítið. Alltaf þessi raunverulega aðskilnaðar stefna, sko. Við höfum ekki bolmagn sem við verðum bara að einbeita okkur að hverréttindum, við getum ekki verið að taka alla hina borð eða við getum ekki eins og muni dreifa fókusnum sem mér finnst það vera eiginlega, sko, það að við séum í slíkum vanda finnst mér vera til marks eins og þú ert að segja að tungumálinn hefur verið stólið dálítið af okkur. Að við skulum lenda í þvílíkum ógöngum en ekki sjá máttin, raunverulega samtakamáttin, að það þurfi ekki þar með sagt að slitna, sko, þótt við tengjum okkur við einhverja jaðarhópa, að þá ekki þar með sagt að við slitnum úr tengslum við stéttabaráttunar, sko. Þarf ekki vera. Áttaðu nú á hvað þú ert að segja, Árný. Þú ert að segja, sko, við verðum að fylgja stefnu Lenins í þessum málum. Þú ert að segja það. Ég veit það ekki. Jú, þú ert að segja það. Þú ert að segja það. Þú taka bara samstöðuna eins og hún er. Miðað við núverandi aðstæður, ef maður hefði verið svona einhver fullur sekterískur marxisti eða eitthvað þínlít, sko, alveg svona upptekin af þessu svona, ég þekki þetta fólk, ég var svona sjálfur að sumu leyti en ekki miklu leyti, sko, við tökum samstöðuna og þá segum við, já, við erum með Sósíalistaflokki, við erum með sósíalistaflokkshreyfingu og svo framvegis við þurfum málgagn, og við ætlum að segja að samstaðan sé málgagn, allt í lagi.
Og þá spurning svo, við þær núverandi aðstæður, hvernig á þetta málgagn að vera? Býtum við, getur þetta málgagn verið þannig? Við getum farið aftur í tíma sko og þá er þetta sambarlegt við eitthvað tímarit eða blað eða eitthvað þýðilegt og býtum hvernig á blaðið að vera? Hvernig á málgagn að vera? Á það að vera svona málgagn flokksins? Ok, já, segjum já, ok. Og hvernig á það þá að vera? Jú, þetta er málgagn sem við höfum. Þarna skrifum við greinarnar, þarna komum við slagorðin, þarna komum við með stefnuna og félagarnir fara út með blaðið, þeir selja það, blaðið þjónar þeim inn í verkalýðsfélagi, samvinnufélagi eða hvar sem það nú er, svo bakkar upp þeirra málflutning og allt þetta. Býtu, eru aðstæðurnar svona? Nei, aðstæðurnar eru ekki svona. Þannig að málgagnið, í þessu tilviki samstöðin, getur ekki voru svona. Hver er staðan á Íslandi? Ok, við getum komið inn hérna með þennan fjölmiðl sem er hér. Þú kemur inn á Ísland þar sem er algjör ördeyða í sko pólitískri umræðu. Sjónvarpsþættir, útvarpsþættir og eitthvað. Þetta er alveg skelfilegir þættir sem ganga allir út af það að þú safnar saman nógu mörgu fólki og ekki rétta fólkinu. Það gengur þetta aðalega út af það að þáttastjórnin er að stoppa fólk. Að tali nú ekki of lengi. Geti nú ekki útskýrt fyrir áherendum raunverulega meiningu sína. Og þá er þetta svona eitthvað gjamm eða fólk fer með svona almælt tíðindi eða eitthvað sem maður hefur engan áhuga og það kemur ekkert út úr þessu. Ok, við þessar aðstæður, hvernig ætti þessi fjölmiðl? Já, heyrðu, við búum til, í fyrsta lagi erum við með fjölmiðl, þar sem er umræða, byrjar sem er svona podcast og eitthvað, svo verður þetta svona bara einhvern svona sjónvarpi, þar sem að við bara erum með betri umræðuþætti en hafa þekkst á Íslandi sem ganga út af það að þeir sem koma, þeir fá að segja allt sem þeir þurfa að segja og ef þeir komast ekki yfir þetta í einu þætti þá koma þeir í næsta þætti og klára máli. Það er ekki þakkað niður í einum eða neinum, ok? Og síðan er þetta ákveðin snild í þessu að þú kemur inn með fólk sem kemur úr öðrum pólitísku flokkum og ég hef heyrt sko, hvað er verið að gera hérna með Bergþór? Ég ætla ekki að segja hvað ég uppnefni hann alltaf, Bergþór í miðflokknum eða einhverjum, og ég sagði, eitt flottasta viðtal bara, þú veist, bara á Íslandi í lengri tíma, segi ég, það var akkurt viðtal Gunnar Smárason við Bergþór í miðflokknum. Af hverju? Af því að hann bara fékk að tala endalaust og þar með afhjúpaði sig sjálfur. Svona eru þeir í raun og veru. Með öðrum árum, marga borgaraflum sem komu hérna inn, þeir eru bara klæddur úr fötunum hérna í þáttunum. Þetta er eitt parturinn af þessu. Svo þau tala við alls konar fólk, þetta er vettvangur fyrir einhverja ungi sósíalistar fá að vaða hér á súðum eins og þið sýnist, einhverja konur sem eru feministar fá að vaða hér á súðum og fólk kemur hér og er að tala um borgarmálefni. Hvenær hefur verið talað um borgarmálefni í einhverjum fjölmiðli þar sem að þú færði einhverjar upplýsingar? Bara aldrei. Og hvað erum við að gera með þessu? Við erum að byggja upp sem sagt lýðræðishreyfingu, við erum að byggja valkost og hvað er það? Samstöðu nýtur virðingar sko alla leið inn í sjálfstæðisflokkin. Það er bara sjálfstæðismenn margir bara viðurkenna það að sko þetta sé bara, já, þetta sé bara menningar auki. En ágreiningurinn einmitt sem við byrjum á að tala sem við ætlum ekki að tala beint en svona hefum bara til liðsjónar í þessum sósíalistaflokki, kannski snýst einmitt svolítið samstöðuna. Vegna þess að það eru sumir sem að telja að það sé algjör og óhæfa hér sé orðin vettvangur fyrir svo margar raddir að það væri betra að hafa þetta gamaldags, sem ég segi gamaldags, málgagn þar sem að bara sósíalískar raddir heyrast og því er ég til dæmis persónulega mjög einmitt á mótfallin og er á þessu eins og þú segir að það sé miklu meiri styrkur í því að búa til vettvang enda er þessi er samstöðin ekki bara sósíalískt málgagn, hún er líka í eigu bara þeirra hlustenda Það er búið að stela frá okkur Lenin Lenin ítti undir það, ég meina það raddirnar eiga að fara að heyrast, það var alveg skýra verkefni. Er ekki Lenin svona fyrirhluti Lenin? Nei, bara allan tíman. En hann var nú líka með... Hörðu, það var alls konar menn sem að gáta bara gefið út bækurnar sína og blöðin sína og ég veit ekki hvað, þetta er 1917. Við erum búin alltaf að styrsa frá okkur. Ég er ekki að móti Lenin, en ég samt að segja eitt, hvað með til dæmis, sko, þegar þú ert þarna í hvað er klokkan? Já, við erum búið með tíman á því. Nei, ég var að hugsa, sko, við greinlega ef þú ert til að koma aftur, sko, að því við verðum að segja, þegar þú ert í þessu trotskismannum og það er maóismin og allt þetta, þetta með, sko, þegar að menntamenn voru drepnir og sem sagt, og raunverulega þessi hugsun,
þessi hugsun að það sé annarkvort eða, þú veist, það sé verka fólki sem eigi að gera framkvæma byltingun og sannleikurinn koma úr stéttabaráttunni og ef að verkafólki hefur ekki tíma til að vera í kjaftaklúbunum þá má ég ekki bara kjaftaklúbarnir koma og taka, en má ekki vera samræða allir með þess að milli, svo kemur það mátti ekki vera samræða að milli einhver sem hafði meira tíma til að hugsa málin ef við förum í gegnum söguna þá hefur verkalýðshreyfingin, sósíalistarhreyfingin, marxistarhreyfingin, kommunistarhreyfingin, hvað eina meira að segja anarkistar og syndikalistar aldrei geta verið án menntamanna. Það hefði ekki verið hægt að stofna mörg verkalýðsfélög hér á Íslandi ef að menntamenn hefði ekki notið við. En ertu ekki sammála samt að þarna svona aðgreining sem hef reynt að gera stundum sem sagt menntafólk á móti þetta séu andstæður, sko? Já, ég man bara eftir í ungur menntaskólanemi og fundi í Alþýðubandalaginu Kópavogi og ég fór eitthvað svona að rífa mig og eitthvað og ég var ekki nema 18-19 ára gamall að þá kom sko Gvendur Jaki og sko út og hraunaði gjörsamlega yfir mig og þá kom einmitt Loftur Guttormsson sá mæti maður stóð upp og talaði mitt það svona eigum við ekki að tala og allt þetta en sko vegna þess að Gvendur Jaki var bara bírókrat, hann var engin verkamaður lengur, hann var í ákveðni forréttindastöðu þar sem hann hafði tíma til alls og naut þessuna aflsmunna, hann var í sömu stöðu og menntamenninir sem unnu léttari vinnu eða höfðu meiri frítíma og svo framvegis. Verkalýðshreyfingin hefur alltaf haft þörf fyrir þennan mannskap, skilurðu. Hins vegar það að síðan það hitt að þessi mannskapur, hann náttúrulega sveiflast svolítið til, skilurðu. Já, og þokkarlega, og losa sér síðan við verkalýðsstéttina og heldur hann geti verið án verkalýðsstéttina. Það er það sorglega. Já, og hver er mótleikurinn gegn því? Það er það að verkalýðsflokkurinn, hann stjórnar og kontrollerar alltaf mentamennina. Hvar eru mentamennir? Þeir eru að vinna á blöðunum. Já, flokkurinn á blaðið og svo framvegis og við erum að kontrollera blaðamennin okkar ef þeir vilja skrifa ykkur aðra stefnu og aðra hugmyndafræði þá geta þeir bara unnið á ykkur öðru blaði þess að það er að vera að kontrollera og flokkurinn kontrollera sín blöð flokkurinn kontrollera líka sína þingfulltrúa á þingum í sveitastjórnum og svo framvegis þetta snýst það, þetta snýst ekki menntamenn eða ekki menntamenn þetta snýst það á hvaða skilmálum menntamenn vinna fyrir hreyfinguna. Fyrst og fremst. En það er ekki að vera án þeirra. Annað þátt í Lenin og ég er heimilt með bók, minn var Georg Lukács, ungverskur skrifar Lenin og er svona að túlka hann því að það er nú líka hægt að túlka. En getum við verið sammála að við erum kannski ekki mikið, alls ekki í stalinismannum. Nei, ég vil helst ekki vera að ræða það og vera að ífa upp eitthvað umræðu sem að, þú veist, ef það er eitthvað rít eftir Lenin sem að getur kennt okkur margt og væri hægt að skoða, þá er það sem að hefur verið þýtt á íslensku sem vinstri róttækni, sem er rit sem var skrifað 1920 lagt fram á öðru þingi Komintern, þangað fóru 2 Íslendingar og ég segi alltaf, ef að þeir hefðu skilið hvað var í gangi á þeim fundi og hefðu lesið raunverulega þessa bók þá hefði þróun íslenskar verkalýðshreyfingar orðið önnur þannig að þá hefðu menn kannski starfað svolítið öðruvísi og þetta rit er alveg stórkostlegt íslenska þýðingin er vond og það er margt þar sem er illa þýtt og allt það en sko þetta er bók sem ætti að kenna þeim sem að vilja nú vera bara við marxistarnir við kommunistarnir í sólstaflokknum og svo framvegis, lesiði vinstri róttækni og áttuðu ykkur á því hvað Lenin er að segja þar að þá kannski missið ekki hausinn þegar þið farið að tala hvernig sósíalistaflokkurinn á Íslandi 2025 á að vera miðað við þær aðstæður sem hér eru ríkjandi hvaða úrvala mannskap til staðar, hverjir eru viljugir, hverjir eru að koma inn í þessa hreyfingu lestu vinstri róttækni eftir Lenin vertu nú bara almennlegu leninisti það er mitt ráð og
þá fer fólk kannski, þá færum við kannski að ræða svona spurningu skipulagsform eða eitthvað þessáttar á kannski pingulítið annan hátt þannig við byrjum að skilja hvort annað mín mynd, ég vil ekki halla á neitt í þessu að svo miklu leyti sem að ég þekki þessa deilu, þá vil ég ekki halla á neitt, en ég sé það strax að deilan hangir ekki alveg saman við, það er ekki svona samhengi, fólk er ekki að tala möguleg ágreiningsmál sín skipulagsform með útgangspunkt í hver er staðan og hver ættu og geta verið verkefnin okkar sem eitthvað svona pólitískar hreyfingar. Það er ekki verið að ræða þetta út frá því. Það er bara svona eitthvað sem þeir finnst slembilval, eitthvað sem þeir finnst valddreifingu, eitthvað. Með öðrum orðum, þetta er bara frasaplaninu. Það þarf að taka útgangspunkt í því með hvernig hreyfingu erum við, hvernig skiljum við hana, hver eru verkefni við núverandi aðstæður, hvað getum við gert, og meðal annars hver er mannaflinn og svo framvegis. Allt í lagi, við erum sammála það, erum með greiningum þetta, við getum verið með mismunandi greiningum þetta og ef við erum með mismunandi greiningum þetta, þá áttum við okkur á því hvað ágreiningur einhvern skipulagsform snýst. En erum við ekki þá svolítið góða málum að við séum allavega með umræðu vettvanginn og getum, ef við getum reynt að ræða saman, þá erum við nú svolítið. Já, ég meina, það er eins gott, Góðmálum, Já, og svo náttúrulega þarf fólk stundum að gera upp við sig. Ég segi fyrir mig til dæmis, ef að ég ætlaði mér að vera virkur í Sólstafloknum og svo framvegis, og ég er svona að hugsa sem marxisti og svona að hugsa, hvað væri nú á dagskrá kannski hjá okkur marxistunum? Já, það væri nú að búa til bara einhvern svona marxískan klúbb, svona klúbb Mars, þar sem þetta er að ræða söguna Mars, hvað er þetta í raun og veru og eitthvað slíkt og hverjir eru kannski kringum okkur í næstu löndum sem eru kannski marxistar og hafa eitthvað að segja, eru með versiður bemta á það og kannski er einhverju fundir og þing og fræðslu og svona flokkskólar sem við getum farið á og kynnt okkur þessa hluti. Ég meina, ég myndi fara í þetta. Ég myndi búa til einhvern svona klubb og segja já, ef ekki að koma svona og ræða málin. Í staðis að stilla mér upp sem marxista, þetta er marxíska stefna og nú ætla ég að fá flokkinn til að samþykkja hana. Við erum ekkert komin þangað. Nei. Það er ekki, en þú lýstir í viðtölunni fyrra við Gunnar Smára þegar þú komst aftur inn í pólitíkina eitthvað 1990, það hefur fundið til svona pólitísks einmannaleika eiginlega, eða bara einmannaleika. En er ekki núna svolítið mikil gerjun, bara, það er verið að, við byrjuðum þáttinn á að tala með ég að tala vanda vinstrisins eða svoleiðis, en það er líka bara heilmikil gerjun og opaslega áhugaverð umræða og þú benti mér á unga konu sem heitir Fiona Lally, í Bretlandi. Mín kona í Bretlandi, já. Ég meina það er ýmislegt að gerast þar og við getum kannski talað það seinna. Ræðum með Fiona Lally og Fiona Lally og það er gaman að hlusta á hana á netinu. Revolutionary Communist Party og allt þetta en ég held að hvað maður að segja ég segi fyrir mig að það er gerjun í gangi og allt það en ég held að ég gengst alveg við því að vera kreddufullur marxisti. Mér finnst það bara hrós. En það er að vera kreddufullur? Já, nei, mér finnst það bara hrós þegar það er sagt við mig. Ég meina, við vorum að tala Björn Lúkas daginn og hann skrifa bara grein sem heitir hvað er kreddumarxismi? What is orthodox marxism? En ég finnst svolítið mikill munur að vera marxisti og ég myndi kalla mig marxista en með mörgum það har haft svolítið margar neðamálsgreinar og en aldrei kreddumarxista. Nei, ég hef bara lært svolítið af hreyfingu samkynhneigðra. Taktu bara skammaryrðin og eignaðu þér þau. Skilurðu, og þá ertu búin að slá vopnin úr höndunum á öllum. Það er það sem fólk gerði. Og skilurðu, og þess vegna segja ég er kreddufullur marxisti en ég átta mig á því hver staðan er. Ég hitti fólk sem er 30 og ég var einmitt að og maður svona allar fara að tala við þau við erum að ræða kommunistárbæði og ræða þessa hluti og ég svona tala við fólk með 30 sem eru sósíalistar og frá og ég hugsa það hefur ofsalega mikið kynslóðurnar
hafa alist upp við bara mjög ólíka hluti. Sko ég hitti fólk sem 30 í dag og það bara veit ekki neitt. Það veit ekki kommunistáarpi, hvenær það var til, við hvað aðstæður það var til eða eitthvað slíkt og það alls konar hluti sem þetta veit ekki og ég fer að hugsa sko, heyrðu, já, ok, 30 Pétur, hvað varstu búin að lesa? Pétur, ég var búin að lesa öll 3 bindi Kapitalsins til dæmis og það fyrsta 2 sinnum. Plús síðan einhverja bækur sko á háum fræðilegum standard, ég ekki að segja að við skiljið þetta allt saman, en maður var þarna. Ég var búin að lesa sögur rússnesku byltingarinnar, ég var búin að lesa ævisögur Stalins, Lenins og Trotskís og allt þetta, ég var búin að lesa sögu alþjóðasambandana allra og þar hendur götunum, skilur, löngu áður ég var 30 og fullt af átti bara allan Trotski í enskri þýðingu, ég var einn af þeim fyrstu sem eignuðust 45 bindi á heldaverku Lenins og nefnt að lesa þau og þar hendur götunum, skilur mig og ég að hugsa sko, þetta ekki af því að ég var svona eitthvað merkilegur eitthvað, nei alls ekki, það kynslóða munur þarna, skilur, það bara kynslóða munur þarna. En núna var heldur Netflix-seri Stalin. Þú veist, það er náttúrulega bara kannski þú þyrftir að skrifa handrita að svona orthodox Netflix-seríu Marx til þess að ná kannski svona samræðu grundvelli. Nei, menn nú eitthvað að lesa samt. En það er kannski bara búið að það er ákveðin áhrif sem hefur verið í gangi að þetta séu löngu úreltrit. Já, akkurat, það er búið að stela þessari sögu frá okkur og svo finnst mér oft fólk fara einhverja svona vitlausa leið í þessu. Það grípur einhverja ævisögu Mars og eitthvað. Þú átt að lesa standardæfisugunar sem eru byggðar á almennri sagnfræði, ekki einhverju djöfulsins blaðamennsku. Já, en ekki vera að lesa einhverja blaðamennsku sem er meira og minna sko, bjöguð og eitthvað. Ég meina, hvað eru alvöru bókmenntirnar í okkar hefð? Hvar eru þær? Þetta á maður að lesa það. Ekki einhverja útleggingar einhverja manna, seinni tíma manna eftir að búið að stela frá okkur sögunni sko mörgum sinnum sko og þannig að þannig er ég að tala kannski svona klassískar bókmenntir sko og ég myndi segja sko ef að maður ætlaði að fara að vera virkur eða gera eitthvað sem marxisti þá væri þetta einhvern veginn svona, maður svona sæti og væri svona að reyna að fá fólk til að kannski taka þátt í bara einhverjum ofsalega gamaldags lesþring sko, eins og þeir voru bara í gamla daga, þar sem eitt sem að vissi kannski meir en hinnir eða ég meina ég satt til dæmis í lesþring og svona fræðslufundum með Einari Olgesinni. Svo veist, ungur menntaskólanemi, margir fundir í röð og þetta bara opnaði fyrir manni nýjan heim. Ég meina maður vissi náttúrulega hvaðan Einar kom og hvað hann stóð fyrir og allt það. En hann var slíku fróðleiksbrunnur og það var þetta að spurja hann allt fyrir nú utan hvað þetta var bara dásamlega persóna, skilurðu. Og hvað hann var boðinn og búinn. Hann bauð manni heim til sín og syndi manni gömul rit og svona maður var alveg heillaður af þessu öllu saman og aldrei var hann að segja manni í sjálfsvegar hvaða skoðun maður ætti að hafa eða þið að gera þetta krakkar, farið nú og gerið þetta, gangið nú í alþýðubandalega og hann var ekkert í þessu hann bara hitta ungt fólk og tala við það og örfa og þessi samræði er hluti af stéttabaráttunni og þetta er það sem að til dæmis að marxistar ættu, ef að þeir vilja finna sér eitthvað að gera á vettvangi sósíaldemókratíu, þá var það eitthvað svona og sá vettvangur ætti að rúma Já, þeir eru ekki að koma fram og segja hei, sem er náttúrulega inntakið í því sem að marga langa til að segja þetta er eitthvað rugl með hennar djöfisins flokk, við þurfum að koma okkur upp lýðræðislegu miðstjórnarvaldi Ég fylgist maður lýðræðislegs miðstjórnarvald, það bara á ekkert við hvaða flokk sem er eða hvaða hreyfingu sem er þú veist. Hér á frekar að vera þessi vettvangur samræði Já, ég meina verkefnin segja það Þú ert líka sálfræðingur þannig að þú veist að það er kannski Já, svo kemur bara upp þetta svona hópefli eins og í öllum flokkum, öllum samtökum ég menna mér að segja bara líknafélagi á bakvið að reka áfangahús fyrir alkohólista það kemur alltaf upp eitthvað að fólk vil gera hlutinu öðruvísi og eitthvað og það kemur alltaf upp þessi dýnamik sko að einhverjir eru með tillögur að breyta einhverju skipulagsformi eða eitthvað af því að bara fólki langar voðalega mikið til að gera bara það sem það langar að gera og finnst ekki vera pláss fyrir það og eitthvað og maður getur alveg skilið þetta En er ekki bara því að við erum búin með tíma núna maður getur átt skilning á þessu skilur þó maður þurfi ekki að vera sammála því Nei, já, skilning á því og samræðan er ákveðin líka í sálfræðinni. Það er bæði í pólitíkinu og stéttabaráttunni og sálfræðinni þá er samræðan svona svolítið mikilvæg.
Já, en svo það líka þannig í sálfræðinni eins og ég vil halda fram. Ef við tökum sállækningar eða psykoterapíu, hvað góð psykoterapía? Það þegar ég, sem psykoterapistinn, hjálpa annari mannesku að skapa sér lífsreynslu þar sem hún lærir það sem hún þarf að læra til þess að komast yfir vandamáli sitt. Ok? Og ef við horfum á bara unga fólkið okkar í dag og svona, hvað þurfum við að gera? Við þurfum að eiga samræðu við það, þannig að þetta fólk skapi sér einhvers svona lífsreynslu í pólitísku starfi sem það geta lært eitthvað gagnlegt af. Pétur Tyrfingsson, sálfræðingur og hvað ég var að segja, leninisti, marxisti, eða bara vinstri maður, sósíalisti, segi bara sósíalisti. Já, trotskiisti og leninisti og marxisti og engelsisti og hvað sem þú vilt, sko. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og ræða bara sósíalismann og samræðina. Ég þakka hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir að vera með okkur í þessari samræðu og eiginlega bara virðist mér sem að við þurfum að halda þessari samræðu áfram ef að Pétur til í að koma aftur og ég hugsa að sé nú fleiri sem eru til í að leggja orð í belg. Ég þakka Laufu Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar og ég segi bara ekki fara langt, það eru frímínútur við rauðaborðið og við höldum áfram hérna að ræða málin. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum næst að ræða trúmál, við ætlum að ræða mannúð eða skort á henni. Við ætlum að ræða hvort hættu ástand í heiminum sem menn rekja til dæmis bandarískra stjórnvalda, breytinga sem hafa orðið á stjórnarfari vestra. Við ætlum að ræða hvort viðsjáin í veröldinni komin inn í kirkju landsins, eru prestar þjóðkirkjunnar, eru þeir í auknum mæli að ávarpa söfnuði sína í ljósi þess að okkur finnst meira óryggi í heiminum heldur en oft áður. Það má kannski áður en við vindum okkur í umræðum þetta benda á að í dag hef ég skrifað 2 fréttir inn á samstöðin.is. Önnur fjallaði rasisma og hinn fjallaði þessa snillinga í Bandaríkjunum sem plotta sprengjuárásir á Líbíu á Signal og adda bara einhverju fólki inn á það þegar þeir eru að plotta sprengjuárásir bandaríska hersins þar sem börn falla í valinn og hingað komin sóknarprestur í Grafarvogskirkju, Arna Ýr Sigurðardóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Ástæða þess að mér langaði til þess að fá þig hér að rauðaborðinu svo að ég rak augun í predikun frá þér helgina og það var svolítið grípandi byrjun á henni. Þú sagðir Elon Musk hélt því fram í viðtali að samkennd væri helsti veikleiki Vesturlanda. Svona á maður að hefja predikun, sko. Já, takk fyrir það er gott að heyra. Það er alltaf þetta verkefni að finna eitthvað til að vekja áhuga fólks og fá fólk til þess að hlusta. Já, þér tókst að vekja minn áhuga og takk fyrir að koma hérna að rauðaborðinu. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og sko, það sem þú segir svo eftir, það hverfist það kannski að sumt af því sem við höfum talið að væri til góðs, að það sé búið að snúa því svolítið á haus. Eins og samanber þetta þegar ráðamenn eru farin að tala um samkennd sem veikleika. Já, það algjörlega verið að snúa hlutum á haus þar og ég náttúrulega leiðrétti Elon Musk í þessari predikun þar sem að það alveg morgunljóst að í raunar að samkenndin sem að undirstaða siðmenningarinnar og ef ekki hefði verið fyrir samkennd þá hefði ekki þróast
mannlegt samfélag hefði ekkert þróast eins og það gerðist nema vegna þess að við fórum að sýna hvert öðru samkennd. Við fórum að hlúa að þeim sem voru veik á meðal okkar, fólk sem var á þessum þessum flækingi á milli veiðilendna og yfir hlýjara loftslag, þá fór að taka með sér hina öldruðu og hina veiku í staðinn fyrir að skilja það eftir. Og það bara grundvallaratriði í mannlegu samfélagi að við þrífumst best þegar við vinnum saman. Þegar við stöndum saman, þegar við hjálpumst að og þegar við nýtum hæfileika allra í samfélaginu, ekki bara þeirra sterkustu og þeirra sem að geta þeirra sem beita ofríki og jafnvel ofbeldi. Má ekki alveg segja að samkenndin sé eitt af því sem skilgreinir okkur sem mennsk? Ég myndi algjörlega halda því fram, klárlega. Ég ekki vissum að samkenndin sé það eina sem greinir okkur að eða gerir okkur mennsk, en hún klárlega eitt af því. Það hefur líka komið fram að til dæmis ákveðna dýrategundir hafa þróast einmitt vegna þess að þær hafa samkennd, til dæmis hundar, sem að eru náttúrulega besti vinur mannsins vegna þess að þeir hafa einhverja svona tilfinningalega tengingu við manneskjuna. Þannig að þetta einskorast ekki kannski bara við manneskjur, en svo sannarlega held ég eitt af grundvallar atriðum í mannlegu eðli. Já, ástæða þess að ég nefndi nú hérna í inngangnum þessar 2 fréttir sem ég skrifaði í dag, annars vegar rasisma og hins vegar þessa ömurð og þetta þennan skort á virðingu og fagmennsku getur maður sagt hvað hitt var þar, að þetta náttúrulega til marks að það ekki samkennd, það ekki nægileg samkennd. Við rasismi náttúrulega í einhvers konar hólfa skipting, það eftir með selektífa samkennd og nú erum við svolítið að óttast að heimurinn hann sé í einhverjum skilningi að fara til helvítis. Ef ekki huglægt, þá í bókstaflegum skilningi. Og hvernig eru þið prestar landsins eða eru þið eitthvað að fjalla þetta? Eru þið eitthvað að taka á þessari tilfinningu sem við mörg höfum að nú séu erfiðari tímar en mjög langt skeið? Heimurinn hefur alltaf verið að fara til helvítis. Það kannski svona eitthvað sem við þurfum bara að ganga út frá sem núlpunkti. Og það eru alltaf blikur á lofti og það eru alltaf viðsjárverðir tímar. En við aftur á móti hér á Vesturlöndum höfum náttúrulega lifað í friði í töluvert langan tíma núna og búið við mikla velmegun og kannski eru einhverja blikur á lofti með það. Það náttúrulega hlutverk, ég lít á það sem mitt hlutverk sem prestur að ávarpa veruleika fólksins sem að kemur í mína kirkju og ávarpa veruleika mín safnaðar og einhvern veginn það svo ótrúlegt til dæmis bara við biblíuna að allir textar sem þú lest þeir einhvern veginn kristallast alltaf í umhverfinu og ég man til dæmis bara þegar ég var prestur á árunum eftir hrunið að það fannst mér allir biblíutextar fjalla hrunið, fjalla græðgi, fjalla hvað gerist þegar að við ofmetnumst, þegar við teljum okkur, við erum alltaf hreinu og fyllumst bara af drambi og allt í einu fór það bara allir biblíutextar að fjalla það. Núna finnst mér allir biblíutextar fjalla svona veröldina og ástandi í heiminum og það sem að gerast í kringum okkur. Og ég held að þetta hvíli alveg töluvert á fólk er áhyggjufullt og okkur fellur það ekki, við viljum vera vinir, við viljum að allir í skóginu séu vinir, alltaf. Okkur fellur það ekki þegar að það er sundrung og ósætti, en leið kannski erum við samt líka svolítið ginnkeft fyrir því og það var auðvelt að kannski telja okkur trúum að okkur stafi ógn af alls konar hlutum. Til dæmis útlendingum eða einhver slíku. Það kemur fram í ræðuðinni að Musk sprettur upp úr aðskilnaðarstefnunni í Suður-Afríku. Það kann að hafa mótað einhverju leyti
hans afstöðu til lífsins eða hvað? Það alveg ábyggilega rétt. Hann er náttúrulega alinn upp í samfélagi sem að það sem ríkir mikil sundrung og ég held að það geti nú það sé alveg óhætt að segja aðskilnaðarstefnan eins og hún birtist í Suður Afríku var mjög mannfjandsamleg og var mjög særandi og ýtti mjög undir ójöfnuð, undir ofbeldi, undir brot á mannréttindum og allt það sem að til dæmis kristintrú eða ég legg áherslu á í minni predikun að ég ekki hluti af því ef þú vilt vera kristin manneskja þá tekur ekki þátt í slíku. Sko er ekki mannúðin og samkenndin undirstöður í kristinni trú? Það myndi ég segja, algjörlega. Já, og þess vegna það fyrir okkur með þessar rætur hér á Íslandi þetta mjög sláandi að sko við sáum Trump komast í valda í fyrra skiptið með því að sparka ansi mikið niður fyrir sig í þá sem að minna mega sinn og svo kemst hann aftur til valda og þá hann undirbúinn, þá hann miklu meira betur undirbúinn með alla þessa ríku gæja og það sko, mér liggur við að segja að það hatur gagnvart lítil magnanum og þannig erum við komin svo rosalega langt frá því sem við teljum góðan heim og góða stjórnsýslu, góðu Bandaríkin sem alltaf pappi framsóknarmaður bóndi í Mývatnssveitinni. Bandaríkin stóðu alltaf fyrir alltaf besta í hans huga. Bara blessu sem minning pappa, mér skott að hans ekki að lifa, sko þann paradísamissi sem að margir er að upplifa þarna. En hvaða áhrif hefur þetta á íslensk sóknarbörn í dag, þetta ástand? Ég held að íslensk sóknarbörn, íslenskir meðlumi þjóðkirkjunar eru svo sannarlega áhyggjufullir og ég held að sé mjög mikilvægt að við leggjum áherslu á þennan kærleiksboðskap sem að kristin trú stendur fyrir og í grunninn kjarni biblíunar, kjarni kristinnar trúar og það það að elska náungan eins og okkur sjálf og að fylgja gullnu reglunni, allt sem þú vilt aðri gera þér, það skal þú líka gera þeim og þetta bara kjarnin í boðskap Jesú Krists og þarf alltaf að hafa í huga að við megum aldrei missa sjónar á þeim grundvelli í okkar samfélagi og ég held að það sé svona, mínu sóknarbörnum bara töluvert hugleikið. Já. Eru börn áhyggjufyllri en verið hefur? Ég veit það ekki. Heimsenda, kvíði? Já, það góð spurning. Nú á ég ekki sjálf lítil börn, en ég ræði þetta við syni mína sem eru ungir karlmenn og þeir sjá auðvitað þessa þróun í heiminum. Þeir sjá líka uppgang eitrara karlmennsku og svona þessa kynjabaráttu sem að orðin miklu polariserari heldur en hún var og það ákveð bakslag í jafnréttismálum og það blasir líka mjög vel við. Heldur það með að einhverju leyti skýra af hæpnum fyrirmyndum eins og þeim sem við höfum verið að ræða hér í stjórnarfari vestra? Já, sko hvort kemur á undan ekki að hænan, það auðvitað alltaf kannski erfitt að greina það en það einhver svona hreyfing í gangi eða einhver bylgja sem að ég veit ekki hvað veldur beint í mínum huga það nú samt þannig sko að þegar ójöfnuð vex í samfélögum þá vex líka hatur, þá vex sundrung og það kemur að því í samfélögum þegar ójöfnuðurinn orðin yfirgengilegur að þá gerst eitthvað og það svona mín tilfinning núna að það sé hluti af því sem að gerast og hafi verið að gerast síðustu kannski frá því svona aldamótin. Já. En svo eru margar víddir í þessu sko, eitt af því sem að við erum líka kannski að tala tíma þar sem töluvert mikil neysluhyggja hjá ungu fólki og einhverju leyti það ruglandi líka með við að segja að þeir eiga alla peninga alheimsins og það svolítið sókn í peningalegt öryggi, efnahagslegt öryggi
og já, ég veit nú ekki alveg hvert ég að fara með þessu, ég bara svona að hugsa upp á þetta bara ekki nefnishyggja já, og sko og það er líka, maður hittir líka fulltrúa ungs fólks sem finnst bara hvað Trump var ríkur, ríkur, hefur mikil völd og svona, þetta sé alveg óbúslega spennandi þannig að Biblían sem þú nefndir áðan, hún náttúrulega fjallar mikið átök hinnar snauðu og ríku, mammons dýrkun og fleira þannig að það er ein vítin sem að kannski kirkjurnar að fást við núna eða eitthvað Já, og erum alltaf að fást við við erum alltaf að fást við það að þegar fólk fyrir að dýrka eitthvað annað heldur en hinn æðsta mátt, kærleika og sköpunar að þá ná svona hjá guðir yfir eins og mammon eða Bakkus og þá náttúrulega bara veldur það sundrungu, það veldur því að við völdum yfir hvert annað og við misnotum hvert annað við komum ekki vel fram við hvert annað og sumir verða ákveðin græðgjabráð og kannski er græðgin fyrst og fremst svona uppspretta eða uppsprottin í óttanum að hafa ekki nóg, óttanum að hafa einmitt ekki þetta öryggi og fólk fær einhvern veginn ekki nóg en svo virðist líka náttúrulega bara eins og fólk ánetjast ákveðnum hlutum eins og til dæmis peningum og efnislegum gæðum og þá hættir maður stundum að sjá skóginn fyrir trjánum kannski getur maður ímynda sér að eins og ungt fólk í dag það hefur svo góðan aðgang að þessum lífstíl sem að ríka fólki lifir og það er einhvern veginn svo kannski rík áhersla á að leika hann eftir og þegar við sjáum að einhver nýtur einhverja gæða þá viljum við að sjálfsögðu fá að njóta þeirra líka og það er bara líka hluta okkar réttlætiskennd sem manneskjur að ef einhver nýtur gæða þá vil ég líka njóta þeirra þannig að kannski má segja að efnishyggjan sé það er svona þessi aðgangur okkar að upplýsingum aðgangur okkur að lífi annars fólks kannski til að einhver leiti undir það vegna þess að auðvitað líka samfélagsmiðlar og annað já, af því það er náttúrulega líka fólki sem er að koma sínu lífstíl á framfæri til þess að selja okkur hinnum allt sem að það vil selja Ég líka velta fyrir mér sko maður er alltaf að velta fyrir sér erindi kirkjunar ég upplifði þetta þannig að fyrir einhverjum x árum þá urðu þjóðfélagsbreytingar og sem leiddu til þess að hér hefur verið minni umræða dygðir og inntak lífsins það hefur kannski skort svolítið upp á umræðu það hjá ungu fólki heimsóknir í kirkjur voru sumstaðar bannaðar á aðventu og eitthvað svona og kirkjan sem hafi verið svona þetta sameiningarafl eða hvað maður að segja hún hrakti svolítið út í hot sko. það svo er mín upplifun en svo heyrir maður núna að það sé eitthvað að breytast finnur þú það? Algjörlega, það er mjög mikið að breytast það voru náttúrulega þarna svona ákveðnir umbrota tímar þar sem að kirkjunni var, já það var svona svolítið átaka íta kirkjunni út úr almannaríminu sem að var tölvert sársaukafullt fyrir kirkjufólk og kirkjufólk er mjög margt á Íslandi en leið kannski setti þetta okkur í þá stöðu í kirkjun að fara í ákveðna sjálfskoðun og það hefur orðið mjög mikil breyting á því hvernig kirkjan sér sjálfa sig í samfélaginu og sem að hefur kristallast bara niður í löggjöf kirkjuna og svona nýju umhverfi fyrir okkur og ég held svona sjálfsmynd okkar
svona minnar kynslóðar presta og svona þeirra sem eru yngri byggist ekki á þessum embættismannaskilningi og þessum nánu tengslum við ríkisvaldið sem var náttúrulega mjög sko brýnt að slíta eða skilja á milli. Að því að tala dygðirnar, það var náttúrulega mjög mikil umræða hér í samfélaginu upp úr hruninu dygðir. Og við fórum mjög mikið bara Íslands samfélag í naflaskoðun dygðir og það var haldinn stór þjóðmálafundur bara dygðirnar og það var ekki svo margt sem við ætlum að gera. Algjörlega, og nú ætlum við aldils að læra reynslunni og við ætlum sko aldils ekki að lenda aftur í sömu forarpittunum og öllu því sko. Og ég man að tíma var ég bara rosa bjartsýnn á að þetta myndi allt ganga eftir. Já, og kannski gerði það einhverju leyti. Vonandi. Ég meina, ég held sko allt það sem við gerum til að skoða okkur sjálf og okkar svona breyskleika og að vinna með okkar veikleika og allt það skilar alltaf einhverju góðu og við eigum náttúrulega bara alltaf að vera að vinna í því. Og það náttúrulega til dæmis bara það sem að kirkjan gerði töluvert mikið núna á þessum svona árum frá hruni og þangað til núna. Og það hefur bara orðið mjög mikil andleg vakning í samfélaginu. Og það mjög... En svo stundum verður til þegar kreppir að skó, það ekki? Já, það má kannski segja það svona ein afleiðing efnishyggjunar birtist kannski ákveðni yfirborðsmennsku. Og auðvitað eru náttúrulega líka bara miðlarnir sem við erum að vinna með í dag, þeir íta undir það vegna þess að við erum auðvitað alltaf að birta yfirborð. Ég birti mig á yfirborðinu þegar ég birtist á Instagram eða Facebook og við gerum það öll. Og ég held að við kannski erum að bregðast við svolítið með því að gera okkur grein fyrir að við þurfum að leita dýpra. Við þurfum að fara niður fyrir yfirborðið. Við þurfum og líka held ég kannski það sem að breytast að þessi andlega leit og þessi andlegi þorsti ekki bara einkamál einstaklingsins. Ég held líka að það sé mjög mikilvægt. Og við til dæmis Íslendingar tölum mjög sko ég hef mína trú fyrir mig, ég á mína barnatrú og okkur finnst ekkert þægilegt að ræða trú. En núna að koma upp sko kynslóð fólk sem vill bara tala trú. Og það vill tala og það má tala trú og það á að gera. Ég hef sannlega ekki tekið þetta viðtal fyrir 5 árum. Það er ekki vist að mér dotti það ég hafa. Þá hefði mér sjálfum fundist, í besta falli hallærislegt að tala trú. Og í versta falli bara alveg fáránlega vond hugmynd. Þannig að já, þetta hefur breyst mjög mikið á síðustu árum. Og ég ætla að leyfa mér að halda þið fram að alls ekki eina ástæðan en kannski hluti af því að þjóðkirkjan sem slík einhvern veginn svona eflast og fá stærri sess eða meiri viðurkenningu í samfélaginu að hluta til vegna þess að kannski starf þjóðkirkjunar orðið á einhvern hátt faglegra heldur en það var. Já, svo sagði þér áðan að þið fóruð í naflaskoðun. Fórum í naflaskoðun. Ég held að við búum yfir meiri auðmýkt og séum tilbúnar að læra af mistökum og við höfum bara aldels þurft að gera það. Ég held líka það sé alveg komin tími til að vestræn kirkja, mótmælendakirkja, mótmælendatrú horfist í augu við það að við kostum svolítið barnin út með baðvatninu þegar að við lögum áherslu á rökhyggju og skynsemi að þá týndust ákveðni hlutir sem að mjög mikilvægir hlutir að trúarupplifun fólks, ákveðin mystík. Já, við teldum rökhyggjunni fram gegn trúnni kannski á einhvern tímapunkti. Nei, í rauninni það sem ég að segja að trúin var gegn síð af rökhyggju í mótmælendatrúnni. Já, út að tala það, já. Og þá var til dæmis sko farið að líta á svona ákveðin tegund trúariðkunar var sko litin mjög miklu hotnauga og það náttúrulega auðvitað tengdist líka ákveðnum menningar árekstrum þegar að sko vestrænir landnemar og landkönnuðir og kristnibúðar fóru
með sína menningu yfir í aðra menningarheima og þá var náttúrulega urðu miklir árekstrar þar og þar með var svona lögð lína að kristintrú svona og hún alls ekki eins og þessi frumstæðu trúarbrögð og allt mögulegt sem þar gert bara demonist og bannað. Ég man bara þegar ég var unglingur sjálf, það þótti bara næstum því djöfladýrkun að spila á trommur í, ákveðnum kreðsum, Þannig að en við erum svona að gera, við erum að færast aftur meira inn í þann skilning að það hægt að tjá trú á margvíslegan hátt, það hægt að iðka trú á margvíslegan hátt og við sem kristin mótmælendakirkja þurfum að endur uppgötva ýmsa hliði á andlegri iðkun. Til dæmis erum við að gera það með öllum þessum vinsælu jóga bænastundum í kirkjum. Þetta bara ein leið sem að... Eru kirkjurnar fullar að jóga bænastundum núna? Nú skaltu ekki fara að setja það í einhverja fyrirsagnir, það ekki, en við erum alveg farin að horfast í augu það að okkar andlega iðkun hefur alveg gott af því að læra líka af öðrum trúarbrögðum. Það bara ekkert að því. En í einhvernum kirkjum jógadínur og fólk kemur bara á daginn? Já, víða. Víða? Ég bara mista af þessu. En svo náttúrulega að því að við byrjum á því að ræða þá félaga Doll og Dodda, Musk og Trump og svona og ég var að ræða ræðina þína þá maður hefur líka fundið það svolítið að ef ekki bara berjast við þessa gæja, ef ekki stofna her. Já, akkurat. Síðast í Silfrinu í gærkvöld á RÚV þá var talað einhverja löggu og við höfum sem var að tala hvort við getum ekki bara hóað í almenning og náði eitthvað til herlið Dregið fram haglabissurnar í fjárhúsunum og eitthvað. En það aldrei snúið fyrir einhver prestana að meta það og miðla því áfram hvenær við eigum að grípa til varna og hvenær við eigum bara að vera auðvitað. Aldeilis og það náttúrulega bara til guðfræði doðranda sem fjalla bara siðfræði stríðis, guðfræði stríðis, hvenær stríð réttlátt, hvenær stríð árásastríð, varnarstríð og ég held og það bara með þetta eins og svo margt í mannlegri tilveru að það svolítið auðvelt að tala hvernig við sjáum hlutina fyrir okkur en við vitum aldrei hvernig við munum bregðast við nema við lendum í aðstæðum. Úkraínumenn áttu þeir bara til dæmis að segja við Putin gjörðu svo vel, hérna Krímskagi til þess að bjarga mannslífum. Það alveg ein nálgun hvað ef að segjum til dæmis að þessi ráðist inn í Ísland og það ríki sem að mjög mannfjandsamlegt andstætt öllum þeim auknum mannréttindum sem við höfum komið á eins og réttindum hinsegin fólks, transfólks, kvenna allt þetta ætlum við að sætta okkur við það komi einhverju hér og taki völdin í krafti yfirburða í krafti ofríkis hvað ætlum við, hvenær ætlum við að segja hingað ekki lengra hvað ætlum við þá að gera ég hef alveg hugsað ég á sinni, þú átt líka sinni hvað ef að ræðist hér inn erlend ríki, ætla ég að senda sinna mína hvetja þá til þess að fara og verja landið. Já, eða stelpurnar okkar. Já, eða stelpurnar okkar. Eru konur þeir tímar? Og ætla ég að hvetja, ég á bara stráka, þannig að ég tek það fram. Já, akkurat. Þú veist, ætla ég að hvetja til að flýja land og vera flóttamenn. Já. Þú veist, ég get ekki svara þessu nema ég lendi í þessum aðstæðum. Nei. Og Guð, gefi mér styrkin til þess að taka siðferðilega réttar ákvarðanir en ég veit ekki núna hverjar þær yrðu. Og það eitthvað sem ég held við verðum alltaf að muna. Og allt þetta sem við vitum að voru réttar ákvarðanir, við vitum það aldrei fyrir en eftir á. Nei. Við getum aldrei dæmt söguna fyrir en eftir á.
Og ég held að akkurat núna séu nefnilega mörg okkar svolítið rugluð. Við vitum ekki hvort þetta auga fyrir auga, tönn fyrir tönn þegar verið að brjóta á okkur samanber Gamla testamentið eða hvort þetta Kristur með hinn vangan. Við vitum ekki alveg hvort viðmiðið við eigum að nota sko. En nú ætla ég, af því að ég svolítið biblíunörd, sko auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hugtakið eða konseptið er nefnilega oft misskilið vegna þess að það í rauninni var sett sem takmörkun á hefndarskyldu. Fram að því var bara every man for himself, fram að því var bara ríkti bara lögleysa ef að svo má segja. Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn þýddi það þú mátt ekki gera meira heldur en. Það var svona jafnaðarregla. Þannig að þetta var ákveðin, þetta var takmarkandi sko regla. Þannig að sko þegar við tölum auga fyrir auga og tönn fyrir tönn þá lítum við á þessu mjög sko neikvætt hugtak. En í rauninni var það sett sem sko svona taumhaldsskylda sem bara mjög mikilvægt að hafa í huga og það svo margt í til dæmis Gamla testamentinu sem að við bara sko lítum á með gleraugum dagsins í dag sem að oft bara mjög mistúlkað og misskilið. Einmitt. Sko það sagt að þessi góðu dagur maður lærir eitthvað nýtt. Og þetta finnst mér mjög merkilegt. Þannig að þakka ég fyrir þetta. Þótt að verði ekki annað en þetta sem ég læri í dag, þá er ég bara mjög þakklátur fyrir að koma hér að rauðaborðinu og ræða þetta. Við þurfum að útvarpa þessu hærra, þessum skilningi því að ég hugsa hann sé nýr í huga margra. Huga margra, já, vissulega. Þannig að þið biblíunördarnir, þið eru kannski ekkert svo mjög mörg, sko. Nei, og það auðvelt að lesa biblíuna og einhvern veginn pikka út og svona fá út úr henni auðvitað, hvað ég segja, þinn eigin skilning og því miður er náttúrulega sorglegt hvernig Biblían hefur verið notuð til að réttlæta ýmiss konar ranglæti og ýmiss konar misnotkun á Guðs orði. Öll trúarbragðarit eru meira og minna misnotuð náttúrulega það ekki? Trúarbröð er náttúrulega, bara trúarbröð eru misnotuð og það á náttúrulega líka bara við allt sem að við manneskjur erum annarkvort tilbúin að deyja fyrir eða drepa fyrir. Það eru ákveðni hlutir í mannlegu eðli sem að eru bara það mikilvægir fyrir okkur að við erum tilbúin annarkvort að deyja fyrir það að drepa fyrir það og trúin er eitt af því og ástin er eitt af því landið okkar á einhverjum tímapunkti gæti verið eitt af því fjölskyldan okkar, fólkið okkar þið vitið og þetta eru bara þeir hluti sem standa okkur alltaf nærst og verða til þess að þeir birta annars vegar alltaf besta og fallegasta í mannlegu eðli en líka alltaf ljótasta og ömurlegasta. Já. Og þótt allt eigi sér sína agnúa, þá er hlið fegurðarinnar oft líka. Hlið fegurðarinnar er alltaf líka og það er náttúrulega auðvitað oft þannig að í mesta ljótleikanum birtist stundum eitthvað fagurt. Og það er kannski svona, að því vorum að tala það áðan, svona hvað getum við gert og hvernig ámaður að fara í gegnum tíma sem eru viðsjárverðir. Minnug þess að ég held að séu alltaf viðsjárverðir tímar og einhver tíma verður heimsendir. Við vitum ekkert hvenar, við vitum bara sólin brennur upp eftir einhverja milljarða. Og ég sá, talandi samfélagsmiðla, maður sér ýmislegt þar og ég sá eitt mjög bara gott ráð sem er bara ótrúlega hollt að hafa í huga og það er þetta með sko að þú þarft að horfast í augu við illskuna. Þú þarft að gera það og þú átt að gera það en þú mátt ekki sko missa þig í því að horfast í augu við illskuna og þú mátt ekki láta illskuna gleypa þig og þú mátt ekki týna þér. Þegar þú ert búin að horfast í augu við illskuna í einhverja stund, farðu þá og gerðu eitthvað sem að eykur á haminginn í heiminum. Þú veist, þetta er ekkit flóknar en það. Þú veist, við verðum að geta horfst í augu við það hræðilega sem gerist í heiminum. En við verðum líka hvert og eitt okkar að gera eitthvað til að auka haminginn í heiminum.
eins og Nietzsche orðaði, hann sagði sko að þú væri að stara of lengi í hyldýpi, þá yrður þú sjálf hyldýpi. Og ég hef einmitt fundið fyrir því sko, það er umræðum það innan minnar fjölskyldu núna að aktíft lyfta gleðinni. Einmitt. Að bara sko aktíft, bara leið og vöknum, reyna að muna það að við eigum kannski kost á því að fara úr mólnum upp í dúr. Ef það er, en þannig að það er svona, ég held að mörg okkar tengi við það að það er núna einhver svona leit að einhverju bústi og það er drungi og það eru áhyggjur en með því að bara aktíft reyna að setja gleðina, bjartsýnina, þórið, kjarkin og þetta á dagskrá, þá er nú sennilega hægt að flytja fjöll svo vitna sér til bókarinnar. Já, og við breytum alltaf einhverju kringum okkur, jáfnvel þó að við gerum okkur ekki grein fyrir því sjálf og kannski bara með því einmitt að gera þetta í dag, aktíft að auka gleði og hamingju í heiminum, þá erum við kannski bara að breyta atburðarás sem okkur óar ekkert fyrir, sem okkur óar ekki fyrir, jáfnvel í stóru samhengi. Hvað sagði í daglega textana, ég er löggiltur hálfviti hlusta á HLH og bylgjuna. Stundum er það bara það besta sem maður geti gert. Það er að vera löggiltur hálfviti og hlusta á daglega músík og fara aðeins úr alvörunni, þessari stríðu alvöru. Já, Jesús talar að við eigum að vera eins og börnin. Börn hlæja margfalt meira heldur en fullorðnir, til dæmis. Já, og þau eru alltaf að skapa. Alltaf að skapa, já. Það skemmtilegasta sem ég geri þar að fylgjast með börnum í sundlaugarklefanum í Vesturbæjunum. Þetta er algjört bíó, þetta er stórkostlegt. Það er meiri snilld sem rennur upp úr barkanum á 3 ára barni á 10 mínútum í búningsklefa heldur en maður finnur í lífi hinna fullorðnu allan daginn. Við Rauðaborðið. Já, jafnvel. Kannski við sem ekki fara alveg svona. Miðið við það. En ég veit að spurningarnar voru sundurleitar og við erum svolítið sundurleit. Við erum samt leitandi sem ég held að sé ágætt. En ég biðst afsökunar á því að fókusinn var kannski ekki svo rammaður mikið inn í þessu spjalli. Mér fannst það bara frábært. Já. Við fórum bara víðan völl. Við fórum víðan völl. Það var mjög skemmtilegt. Frábært að heyra það. Þakkaði fyrir að koma hérna, Arna Ýr Sigurðardóttir, sóknarprestur í Grafvogskirkju og svona hugsa upphátt með mér. Það var mjög skemmtilegt. Verðum að halda því áfram, ekki satt? Gerum það. Einmitt. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir komuna. Nú, við ykkur áhorfendur, góðir og hlustendur vil ég bara segja takk fyrir samveruna í kvöld. Við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld en rauða borðinu á samstöðinni er lokið, fjölbreyttur pakki að baki. Og við minnum á það að við erum ekki bara sjónvarpsstöð. Ég veit ekki hvort þið eruð að horfa á okkur núna í gegnum sjónvarpsstöð Símans eða Facebook eða eitthvað svoleiðis í beinu streymi. Við erum líka útvarpsstöð og við erum á ýmsum öppum. Við erum að vaxa hægt og rólega og þökk sé ykkar framlagi þá erum við að verða svona afl sem skiptir meira máli í samfélaginu. Þannig að endilega ef ykkur líkar við okkar efni, talið það við kunningja ykkar og vini og deilið YouTube myndböndum með upptökum okkar ef þið viljið, hvað maður að segja, stuðla að framgangi og viðgangi þessara stöðvar og ef þið eruð ekki orðin áskrifendur þá minni ég á það að á samstöðin.is er hnappur þar sem stendur áskrift. Það er fyrir litlar 2500 krónur hægt að gera heilmikið til þess að auka líkurnar á því að við höldum hér áfram leitinni sem að birtist meðal annars í þessu síðasta spjalli hér við sóknarprestin. En þátturinn er búinn í kvöld. Takk fyrir samveruna, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.